Já, velkomin að Rauðaborðinu á miðvikudegi. Við erum með svona, hvað er þetta, sumarútgáfu af Rauðaborðinu. Við erum að, leita og leika okkur eins og við höfum svo sem alltaf gert þetta við Rauðaborðið. Og mér til aðstoðar í þettum í kvöld er Oddný Eir Ævarsdóttir. Þrautreind útvarpskona. Já, segjum það bara, svona. Ég ætla að tala hérna seinni í þættinu við hana Aggi, Ragnheiði Gyðu Jónsdóttur. Hún fæddist í útvarpinu, í húsakynnum útvarpsins. Vissur það? Nei, ég vissi það ekki. Hún var alin upp þar. Það er engin svona, það er engin táknmynd, það er bara svona draumveruleiki. Það er bara það vill svo til. Að hún fæddist í heimafæðingu í íbúðum sem að Ríkisútvarpið átti á horninu á Klapparstíg og Hverfisgötu. Það sem er núna einhver svona, ég held að heiti Hótel Klöpp. Þarna á jarðhæðinni var bíóbarinn. Þú ert of ung til að muna eftir honum. Nei, ég man eftir bíóbarinn. Það var mjög skemmtilegu bar. Smiklaði mér þar inn. Það var eitt atvik sem að ég var á bíóbarnum og það var Einar Örn Sigurmálið að afgreiða. Það var barþjónn. Ég man ekki hvort þetta var fyrir eða eftir að Kuklið og Sigurmálið slói í gegn, líklega eftir og hann var búinn að stofna þarna Síberíu held ég í kjallaranum sem var fyrsta netkaffihúsið á Íslandi. Já. En hann var sérst að afgreiða hana og þá komu sænskar stúlkur sem voru bara túristar í Reykjavík og báðum te. Þá sagði Einar þetta er bar og stökk yfir barborðið og hendi þeim út. Sem var ég man þetta eftir og segi þetta stundur svona þegar allt yfir sinn tíma, allt yfir sinn stað. Það er ekki alveg hægt það er ekki endilega víst að við eigum að móta allt rými að óskum viðskiptavinnana. Nei. Það gæti eyðilagt bar ef að fólk væri þar drekkandi í te. En ekki sem sagt fættist þannig. En þú ert náttúrulega líka dóttir útvarpsins, einhver leyti. Ævar Hjartarson var pabbiðinn í viðtali á mánudagskvöldið. Já. Hlustar á það? Já. Mér var mjög gaman að hlusta á ykkur spjalla og svona þarft að ræða máli núna. En hann var að tala þá hvernig svona flokksgæðingar hefði fengið vinnu. Það var svona ákveðin klíkuskapur sem að þótti bara sjálfsagður. Og kom mjög illa svona niður á fagmennsku og bara blaðamennsku og fagmennsku. Já, ef það var búið að ráða framsóknarmann í að skúra, þá þurfti líka að ráða krata og sjálfstæðismann í að skúra líka. Þannig ég þegar ég var svona orðin það gamall að var að reyna að leita sér að sumarvinnu, að þá spurði ég pappa hvort að hann geti ekki aðtöku hvort að væri einhver svona vinnu upp í útvarpi, vera sendill eða... Og hann vildi það bara alls ekki, því að hann sagði það að hann væri mjög á móti svona klíkuskap og að koma sínu fólki fram fyrir röðina og já, þannig að ég eiginlega til dæmis kom mér í strítunum svolítið og ég var byrjuð að vinna á Útvarp Rót og kom þar með vinkonum mínum bjóð til mjög metnaðarfullan þátt og klippta hann, ég var heila mánuð að klippa hann, svona gamalt segulband, maður að klippa hann og líma saman kjör unglinga eða hvar unglingar getu skemmt sér í Reykjavík og svona viðtalþáttur og ég sendi kassettuna til útvarpsins og sótti vinnu á þess að láta pappa vita. Fram með pappa, sem að það var eitthvað dagskrár fulltrúi eða? Var hann? Nei, ég man ekki þetta hér. Já, hann vildi nú eiginlega bara, var nú oftast bara við mikrofónin en hann var kannski aðstoðamaður svona dagskrár, kannski var hann eitthvað svona dagskrárfulltrúi eða svoleiðis. En ég var ekkert svo sem í sömu deild, ég fór bara inn í barnaútvarpið, barna- og unglingútvarpið og var eitthvað svona með þætti þar. Og hans gaman í útvarpinu? Mér er alltaf fundist mjög skemmtilegt að vinna í útvarpi og svo var ég beðin að vera líka Elisabeth Brekkan baði mig þá að vera, það var nú fyrr það var nú líka miklu fyrr þá var stundin okkar að byrja með svona gestakinn, maður að koma og Dóttir hennar er nú í þáttum. Já, ég einmitt sá það líka. Það var þið svolítið svona útvars ættirnar að byrja að komast inn á samstöðuna.
En mér fannst það dálítið erfitt svona, að vera svona kynnir í stundin okkar og þá áttum maður að brosa samkvæmt svona, tæknimenn sögðu maður að brosa. Þú getur það ekki? Já, nei, mér fannst það ekki eftir pöntun og og þessi svona létti galsi sem átt að vera þarna í stundin okkar, mér fannst svona, ég kunni ekki alveg, ég fann mig bara ekki í stundin okkar. En er þetta eitthvað svona svona vil ég ekki beygja sig undir eitthvað svona autoritet sem heldur þú getur ekki brosað eftir pöntun? Nei, ég held bara að þetta sé raunverulega nei, mér finnst það bara að vera feimni sko, svona feimni að bara geta það líkamlega ekki brosað, ég meina getur þú brosað ef þú ert beðin að brosa? Ég notaði eitt triks á dóttur mína sem að vildi stundum ekki brosa, þá sagði ég, nei, er komið bros, sko, þetta virkar nefnilega svolítið vel af alla. Það er sem fáið sem standast þetta. Við erum þetta er svo einföld. En svona minn, mér finnst svona raunverulega dálítið sárt þegar hann var byrjaður að svona kreista fram bros þegar var verið að biðja hann að brosa á myndum. Hvern? Son minn, sko. Já. Og þá sagði ég honum að hann skildi ekki brosa, hann skildi bara ekkert gera það, hann skildi ekki líða því, bara brosa þegar hann langaði til þess að brosa. Nei, ég fæ svona mótrúa ef ég beðin að gera eitthvað. Ég byrja að segja eitthvað fyndið, þá segi ég ekkert fyndið. Herðu, við ætlum að hafa gesti hérna eftir, ekki? Jú. Það er svona hugmyndin að hafa svona gestabóð. Mjög góða gesti. Það eru heimspekingar. Þú ert heimspekingur. Já, maður kalla sig kannski ekki heimspeking, en jú, ég lærði heimspeki í mörg ár, já. Hvað þarf maður að vinna til þess að mega kalla sig heimspeking? Ekki neitt held ég, sko, einmitt. Maður geti alveg... Það er aðrir geta að kalla mann heimspeking. Já. En maður gerir það ekki sjálfur. Já, kannski bara heimspekingur er svolítið eins og skáld, það er eins og svona, já, íslensku sko, það er svona eins og maður sé að vera heimspekilegur er að vera svona góður í að velta vöngum og svoleiðis, og skáld var þetta eitthvað sem var gott að yrkja, en svo ef maður tekur það bara sem starfsheiti eða það sem maður hefur lært, þá er það bara heimspekingur og skáld, eða heimspekingur og rithöfundur. En En hvað Pétur Gunnarsson, rithöfund? Hann er nefnt bæði heimspekingur og rithöfundur. Og Haukur Már Helgason? Líka heimspekingur og rithöfundur. Og svo er svona til þess að vega aðeins upp á móti þessu kemur hún Þuríður Jónsdóttir, já, sem er tónskáld. Hún er mjög heimspekileg svona, og hún er tónskáld, já. Við ætlum að ræða svona daginn á veginn, en sem eru svolítið vofinni tíma, sko, þannig að kannski erum við að gera tilraun það hvort það sé hægt að tala erfiða hluti á sumrin, eða hvort að maður bara fara að grilla, eða hvernig... Já, horfótt. Fyrir þá sem ekki geta brosað til pöntu, þegar kemur svona allt í gott veður og kemur svona stemming og allir að fara að grilla og lætur þú undan því, eða? Já, ég hef oft sko verið jú, ég læt nú alveg undan því og það er ekki alveg þannig mótróð, sko, jú, ef einhver býður manni grill, þá finnst mér það mjög skemmtilegt, en þú býður ekki fólki grill? Jú, ég hef nú meira sér gert það, sko. Jú, það er ekki þannig mót, en jú, ég skal viðurkenna það er aðeins svona grillmótrú í mér, það er sem mér finnst bara svo erfitt svona að trúa því að maður sé komin í frí og að því maður er sjálfsagt starfandi þá kannski er svona frí, maður er ekki beinlínis í einhverju stórkostlegu fríi og oft hef ég verið einmitt inn á bókasöfnum sumri þegar það er kannski mesta þegar það er sól þá var maður kannski reyna að vera klára einhver verk sem maður náði ekki klára yfir veturinn, sko. Er það verra þegar maður er lokaður inn á bókasafni og lítur út úr gluggann og það er sól og sumar? Er það betra að það sé rigning? Þetta er svona, ég ætti vangavelta það, þú veist, hvað vill maður öðrum? Segjum að ég sé lokaður inn á bókasafni og ég þarf að klára og vera bara í 3 daga hérna inni. Er það verra fyrir mig ef það er sól og allir hafa það gaman úti eða það sé rigning og allir þjást með mér? Mér finnst ekki svona sneitt sko hina. Mér finnst það bara snúðast hvort ég er að missa. Bara hvort að ég er að missa þessu svona, missa sólina og bara súrefni, sko, það að vera úti. Af því að man langar svolítið til að safna súrefni á svona einhvern sarp á sumrin, finnst mér. Vera úti, vera í göngum. Og ég var svona alin upp við það. Foreldri mínu báðu maður átt að ferðast og fara helst sko upp á hálendið að vera einhvers svona safna inn í augun líka, sko, náttúru og vera í veðrunum og náttúrunum, þá ekkert svo sem síður í vondum veðrum.
maður var alveg upp við það líka, það væri bara ekkert verra svo sem að vera í vondu veðri, það væri bara gott fyrir mann einhvern veginn að safna því líka í sarpinn. En jú, mér finnst aðeins verra að vera í sól á bókasafni, en er orðin heldur núna sérstaklega maður hugsa með sér að það sé bara maður getur brunnið illa í sólinni, þannig að það er eiginlega bara oft gott að vera, nú segi ég alveg öfugt sko, mér fannst lengi vel erfitt að vera inni í sól, en núna er mér farið að finnast það gott. En þá kemur þetta að vera móðir og maður vil gera eitthvað sko... Koma drengnum upp á heiðar. Já, koma heiðar og allavega kannski út í Nauthólsvík eða allir að druslast í sund eða gera eitthvað svona. Mér finnst ekkert mjög gaman að fara í sund sko í Reykjavík. Gaman að fara í sund út á landi en einhvern veginn, ég hef ekki komist upp á lagið svona að hafa gaman að þið fara í sund í Reykjavík. Mér finnst það svona... Þannig ég veit ekki hvort það er mótþró, ég held að sé bara eitthvað svona... eitthvað skrítið að vera í sundi og tala við svona marga sem að þekkir kannski og víst það ekki svona fara vel saman. Nei. Ferð þú mikið í sund? Já, sko, ég hef stundu stólist í sund, en ég hef flogað ykkur og þá er svona fræðilegu möguleiki. Ég geti fikið flog í sundinu og drukknað. Og dóttir mín sér þetta þannig fyrir sér. Þannig að hún verður alveg brjáluð ef að ég sting upp á því að fara í sund. Þannig að hún veit bara alls ekki að ég fara í sund. En ég hef stundum svona stólist. En mér finnst rendi maður kannski því maður er í, hvað heitir þetta, búningsherbyggi, hvað heitir þetta? Já. Það heitir ekki búningsherbyggi. Er það? Já, er það ekki svona íþróttaleikvökum, það sem þetta heitir búningsherbyggi? Jú, eða bara klefi, er þetta bara klefi? Já. Og koma kallar oft svona eins og bara maður er út á götu eða út í búð og fólk vil tala svona landsins gagnaauðsynjar og pólitík og sumum er mikið niðri fyrir. Mér fannst eitthvað erfitt svona að hitta svona kalla sem að stóðu kannski á tippinu fyrir fram að mig og voru svona að hella sér yfir mig og kannski þetta bara einhver miskilinn, einhver blygðunar tilfinninga eða hugmyndum svona prívat, kallaklefin eigi að vera prívat einhvern veginn, þegar maður svona bara hátta sig og fara í skílun og svona. Þannig að mér fannst þetta eiginlega erfitt við sundi, þessi ákefð nakina manna sem að vildu segja einhvern veginn skoðanir sínar á kannski Sigmundur Davíð eða eitthvað og mér finnst þetta bara, þetta var eiginlega það sem mér finnst erfitt í sundi. En þú varst að tala áðan að fara ekki sundir í Reykjavík og vorum að tala veðrið og svona, þá þess að vera í sund í rigningu finnst mér alveg frábært. Þegar einhvern veginn svona verður óljósara. En ótrúlega gaman að fara í sund mitt út á landi alltaf og uppgöta nýjar sundlaugar og vera einmitt í sundlaugum, einmitt á ströndum þar sem maður eiginlega veit ekki hvort maður er út í sjó eða í laug og kannski rigning rennur allt saman. Það er svona, þannig að þá er það svona einhvers konar svona hugleiðsla finnst mér dálítið. Þegar ég var ungur, einhvern tímann fyrir 20 held ég, þá var ég og Sigurjón bróðir minn sem erum hérna með þáttinn Synir Egils. Vorum að selja bækur, vorum að selja aldinar og þá fórum við út um all land og þú getur selt á kvöldin og þú getur selt í hádeginu af því að þá fór fólk svona í mat svona, þau tók kannski svona 200 manna þorp eða bæ, kannski þetta ekki í hádeginu og svo tókstu stærri bæina um kvöldinu en það er þá ættu með tíma þannig í eftirmiddaginn sem þau lítið að gera við þannig að við fórum alltaf í sund þannig að við fórum eiginlega í hver einustu sundlaug hringinn í kringum landið og það voru margar mjög skemmtilegar til þess mjög eftirminnileg sundlaugin í Núpi, hefur komið þangað? Nei. Það er bara skólahús og svo er bara vantar gólfið í eina kennslustofuna þannig að hún er tvær hæðir og það er vatn í þannig að þú opnar bara og það er bara sundlaugin er bara beint þannig að hún er eftirminnileg svo vorum við eins og á Reyðarfirði held ég, það er örgulega Reyðarfirði fyrir Fossvogsfirði held að vera Reyðarfirði. Þá var það svona fjölnota íþróttahús sem var íþróttahús og svo var á einum bara þegar vetrarvertíðin var búin og búið að kenna leikfimi og búið að hafa eitthvað handboltamót og þá var bara dregið gólfið og þá var sund undir. Þú veist, það var ekki vatn yfir veturinn sko. En þetta, við komum þangað akkurat á deginum þegar það var opnað sundið
og allir í bænum fóru í sund og við bara vildum svo til að við vorum það líka. Þannig að þá, til þess að ná okkur í sund, þá sundum við sko í kafi yfir laugina undir alla bæjarbúa og komum upp aftur og svo sittum við aftur. Við vorum alltaf í svona keppnum að vera í kafsundi. En ég meina, við vorum bara 2 að ferðast á landið að selja bækur og vorum bara eitthvað að reyna að hafa gaman í sundi. En finnst þér ekkit erfitt svona áttaði á reglunum sem að gilda í þegar maður fyrir nýja sundlaug? Já. Þú veist, það er ekki beint svona skráða reglur hvoru megin þú átt að synda og svona tekur svolítið tíma glöggva sig á því. Þetta er fyrir kunnuga, sko. Þeir eiga, eins og oft er margt hérna, ef þú ferði í Seltjarnarneslaugina, þá ertu á svæði fastakestana þar. Og þeir eru ekkert að segja þér hverju reglunar eru, nema að þú sért að synda á móti umferð og þá láta þau finna fyrir því. Já. En það er stendur hverki eitthvað, eða þú ert ekki tekin inn í eitthvað svona vígsluathöfn, það sem að þeir eru kendar. Nei, en ég hef aldrei verið það eiginlega svona, ég hef aldrei farið það oft í eina sundlaug að ég hef orðið þessi svona heimamanneskja í sundinu, þannig að ég... Það er kannski ástæð fyrir þú ferði ekki í sund í Reykjavík, að þú upplifir ekki velkomna einhvern veginn. Jú, ég er velkomin, en ég held að því bara svona, mér finnst ég ekki vera óvelkomin eða svoleiðis, það er bara, ég tek alltaf þennan tíma svona reyna áttam á hverju reglum til þess að fá ekki sko fót í síðu, sko spark í síðuna, af því að það er mjög vont svona að fá spark í síðuna óvart, sko, þá er það náttúrulega bara óviljaverk. Í sömu sundlaugum gildir svo regla að þú mátt sparki síðuna á gestkomandi sem ekki virði reglur okkar. Er það? Já. Nei. Það láfi slagsmálum í Seltjarnarneslauginni. Þegar tíma þegar það var verið að gera við Vesturbælaugina, þá fór fólk yfir í Seltjarnarneslaugina og það láfi slagsmálum. Þannig þar gildi einhvern veginn hægri og vinstri fyrir einhvern veginn öfugt. Og það var mikilvægt. En svo kannski jafnaði sig. Það var maður sem að Gunni Andrésar, ljósmyndari, maður stöður honum. Var DFF alla síðan tíð, tók margar eftirminnilega myndir. Hann var mikill sundmaður. Hann sagði eitthvað tíma við mig, hann hefði aldrei séð mann í vondu skap í sundi. Já. Merkilegt. Já, ég held að það sé rétt hjá hann. Nei, maður þarf eiginlega. Eftir þetta spjalla hugsaði maður bara að drífa sig í sund. Eða svona, kannski í næstu viku. Reyna safna sundferðum. Búa sér til svona lítið kort og safna sundferðum. Það er mjög þekkt stað að fólk svona, hver er stað hinn í líkamsrækt? Ég er á leiðinni í ræktina. Það er mjög algengt. Fólk getur verið missurum saman á leiðinni í ræktina. Já. Það er svolítið þannig hjá mér. Köllum er það oft svona heilsufarsstaðan, ég er á leiðinni til læknis. Já. En ræktin, ég hef reynt að vera ræktin og það er ekki svona staður sem að mér líður ekki vel í svona líkamsræktum einhvern veginn. Og það er ekki að held ég að mótróa, það er ekki að mótróa sko. Því ég reyndi virkilega að fara með opnum hug og vera ekkert að hugsa þú veist, kerfið eða reyna að vera ekkert að hugsa, bara fara og vera. En ég gæti einhvern veginn út í New York svona, út úr neyð, þá náði ég að fara það ofta, bjó í sama húsi og líkamsræktarstöð, þannig að það fór ég bara... Þetta er liftuna. Tók ég bara liftuna í Þú er ekki lendið í á Íslandi, það var þær aðstöð. Nei, þá finnst mér þetta að fara og fara í gegnum eitthvað hlið og þetta er of langt ferli, sko. Þannig að mér finnst bara, ég fæ aldrei þessa svona frelsistilfinningu, ég hef aldrei upplifað það, sko, að fara í rækt og líða eitthvað vel og eftir, sko. Þannig að mér finnst kannski einmitt sund hugsanlega eða bara þá hjóla og ganga, kannski draumur að dansa eða eitthvað svoleiðis, já. Nei, það var náttúrulega ekki að spyrja það svona hver væri mín líkamsrækt, en... Að dansa? Já, ég segi draumur, en ég er einmitt alltaf frekar svona meira á leiðinni, sko. Eina sem maður gerir það er að ganga og hjóla, kannski. Ég á svo derið með svona líkamsrækt, sérstaklega svona út af þessu völdklass, með eitthvað svona völdklass vera svona ríki hins illa, eitthvað. Jú, mér finnst það líka, sko. Jú, mér finnst það líka. Eitthvað að því að, sko, einhvern tímann fyrir kynslóð kannski foreldrar okkar eða af og ömmu byggðu upp þessi sundlaugar og var til þessi kultúr og það var í svona lýðheilsu verkefni
áttu allir að hafa aðgengi að sundu og náttúrulega lífsnauðsyn að kenna fólki að synda vegna þess að menn voru bara að drukkna í fjöruborðinu, sjómenn og eitthvað fleira. Þannig að þetta tilherir þeim og maður sér þetta líka þegar maður kannski, ég var í Noregi einsunni, þá var ég í svona nágrenni við svona gamalt baðhús sem hafði verið byggt á svipuðum tíma og það var þetta hugmyndum að þetta var í verkamannahverfinu og þar gæti fólk farið bara í bað og eitthvað fleira. Þannig að þetta verður til út úr svona, þetta almenningur, þetta torg og eitthvað fleira og sömuleyti hefur þetta ræktast þannig með Íslendingum að svona þorpstorgið okkar heitibáturinn, þar sem að fólk fer og svona sem bara svipað og torgið við Miðjarðarhafið þar sem að gamla fólki fyrir í boccia og einhverju sita og að spila dómínó og að spjalla bara landsliðsgagnanir sinnar. Sundið okkar þannig. En svo allt í einu byrjar svona völdklass að tróða sér þarna inn. Og völdklass svona, ég fara á heilsuhælið í Hveragerði og þar svona sundlaug og fleira og maður svona þegar maður situr þar og þá hefur verið að gæta heilsu þeirra sem að kannski mest þurfa á því að halda að örfa fólk til heilsuræktar. Og þá veldi ég fyrir mig af hverju þróðust sundlaugarnar ekki þannig að þegar ég kæmi inn í sundhöllina að það væri til dæmis maturinn sem á heilsuhælinu, hollur og góður matur og svo væri svona, væri sjúkraliðar og kannski þetta að fara í svona nudd sem að væri fyrst og fremst kannski að nudda gamalt og lúið fólk. Völdklass eiginlega selur heilbrigði akkurat öfugt. Þetta heilsurækt fyrir hinna allra heilbrigðustu. Já. Og ég finnst svo skrítið að þetta skuli snúa að okkur þegar mér finnst það bara alveg lógískt að við ættum að vera að rétta heilsuræktina að þeim sem að þyrftu mest á hana að halda en ekki að styðja hinna sprengilegu til ennþá meiri sprengilega hitta. Jú, náttúrulega margir nota samt svona völdklass bara eins og, ég hef heyrt það alveg nota svona eins og bara svona út úr neyð og eru komnir að krossgötum í sínu lífi og fara í völdklass en ég held að samt að ég til dæmis viðurkenni það mér fannst mjög gaman að fara í sund og sundleikvi millimis þegar ég var á heilsuhælinu Hveragerði. Mér fannst bara öll heilsurækt þar vera skemmtileg og notaleg og einhvern veginn og til dæmis líka í svona austur-evrópskum svona baðhúsum og það sem þessi svona heilsu einhver gömul uppbygging sálar og líkama. Tyrknesku baði? Já, það svona sá andi sem að maður vildi gjarnan vera í og ég hef ekki alveg fundið svona, náð að tengja mig við þá stemningu í völdklass eða svona og eiginlega ekki heldur í sundlaugum hér en þetta auðvitað bara maður þarf einhvern veginn að stilla sig inn á það líklega. Ég tengi þetta við svona hörnun almenningsins sem alltaf að vera að minna og markasvæðingu til dæmis heilsuræktar. En eins og var hann það er kannski svo langt síðan, ég veit ekki hvort þessi ennþá í sundlaug Vesturbæðar svona fólk sem var í svona mullersæfingum á bakkanum. Er það ennþá? Já, ekki spyrja mig. En það eru svona það er svona aðeins vísir að líka í sundhöllinni svona gamaldags gömul tæki sem hægt að styrkja sig og svo var líka svona D-vitaminljósa lampar og mætti vera meira þessu, finnst mér. Mér finnst það ætti að vera hluti bara sundlaugin en ekki að láta eitthvað arðsemisfyrirtæki fá svæðið. Já, kostar svo mikið og það mynda strax eitthvað svona samviskubit að vera ekki að nota út úr og vera að tapa alltaf á hverju degi ef maður mætir ekki og svona. Business model náttúrulega eins og þýsku bókaklúbbur. Þú borgar eitthvað þarna inn og ert alltaf að tapa eftir það. Getur ekki sagt upp nema kannski getið þeim, þýsku bókaklúbbarnum. Nei. Nú, það upphafið af bara efnastlegu hrun í margra fjölskyldna. Það var þannig að þú gekkst inn í bókaklúbbinn og borgar eitthvað árgjald og svo var það endurnýjað að þú gast bara sagt upp á tilteknum tíma ásins, eitthvað tíman sem þeir stiltu oft bara í dimbilvikuna eða eitthvað þegar fólk var eitthvað að hugsa um eitthvað annað og ef þú náðu því ekki þá bara hélstu áfram. Ég kynntist fólki sem hafi verið árum saman að reynda að losna úr þýsku bókaklúbbi. Þetta var kannski búið þegar þú kosti vill svara ógnin af þýskum bókaklúbbum. Og hvað fékkstu fyrir þeim? Það fekkur ykkur þýskar bækur sem
kannski fólk ekki í þetta þegar það var í þýskunámi í menntaskóla og svo kannski hafði ekki náð almennu tökum á þýskunni en það hlóðst alltaf upp svona samvinskubitt. Það hlóðst upp svona þýska bækur sem ég hefði átt að lesa, en ég las ekki. Herðu, svona sleppa þessu léttúðarhjali og fá hinga gesti til þess að tala alvöru lífsins. Jú. Ekki? Jú, gerum það. Já, tökum við það smá hlé á meðan að gestir okkar komið sér fyrir. Haukur Már Helgason, Þuríður Jónsdóttir og Pétur Gunnarsson. Þetta er augnablik. Allt það besta er ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Og við höldum áfram í sumar sveiflunni. Hingað eru komnir mjög góðir gestir. Það er Þuríður Jónsdóttir, tónverkakona og tónskáld, Pétur Gunnarsson rithöfundur og Haukur Már Helgason rithöfundur, blaðamaður líka. Má ég benda á eitt sem að ég... Gunnars Mári er hér. Af því að lærið ekki heimspeki, Pétur? Og heimspekingur. Jú, við vorum bæði í heimspeki. En Haukur, varst þú ekki líka eitthvað heimspeki? Við erum öll heimspekingar. Hver bókaði þennan þáttinn? Fyrir ertu ekki í heimspeki? Ég tekið eitt kúrs. Hún hefur tekið kúrs í heimspeki. En það komum við öll með bækur, þú sér það, þeir komu með, nei þú komst ekki með. Nei, ég fekk ekki vinna bækunar. Nei, sko, það var engin lína, það er bara, Kannski erum við komin á þann tíma í mannkynssögunni að það verður svona kallað upp í kallkerfinu. Er einhver heimspekingur í húsinu? Já, er einhver læknir inni. Já, erum við ekki á þeim stað? Vonandi. Það var nú Platón sjálfur sem óskaði þess. En af hverju komstu með Hobbes, Pétur? Já, þetta hefur bara verið mín sumarlesning í vetur og sko, bækur eru nú svo dagsalegar. Ég sé að ég hef keypt þessa bók árið 1971, þannig að það eru komin 54 ár og bókin er hérna enn og það er ekkert lát á henni og mér dettur ég hvað eftir 54 ár, hvernig skildu tölvurnar okkar líta út eða hugbúnaðurinn sem við erum að nota núna, það sem við vorum að slá inn í morgun, hvernig verður það eftir 54 ár? Þessi bók, hún er búin að vera hjá mér í þessu 54 ár og tryggur förunautur og ég las hann á sínum tíma í heimspekinni þannig 1971 allavega formólan og síðan fór ég að taka hana fram aftur núna og okkur vegna þess að Hobbes sem er nú bara samtíða með Shakespeare á 17. öldinni sko og var reyndar óhemju gamall með við tíman, hann var 91 árs, hann lifði alveg öldina og hann lifir á þessum tímum í Englandi þegar að það er algjör sturlunga öld það er viðvarandi stríð í öllum áttum alltaf endurtekur sig, hann er í tvígang landflóta til Frakklands í einhver ár og síðan fer hann að leggja þetta niður fyrir sér hvort það sé að finna upp eitthvað system þar sem að fólk geti búið saman á þess að drepa hvort annað og hann var nú mjög svona vísindalega þengjandi og starffræðilega þengjandi og hann fer eiginlega í þetta svona starffræðilega sko á köflum eðli mannsins og allt það sko og hann kemur með þessa niðurstöðu ef að allir afsala sér sínum völdum eða hagsmunum til eins yfirvalds sem var náttúrulega þá kóngurinn og þetta yfirvald það tryggi frið og bærilegt líf allra að þá væri það lausnin og þetta hefur náttúrulega smátt og smátt orðið raunin í þessum þjóðfélögum að það komst á einhver samfélagssáttmáli hvernig þetta lifa og starfa og lög og reglur og ég fór að hugsa þetta í sambandi við ástandið eins og þeir í dag. Í dag er algjört stjórnleysi. Það eru styrjaldir í öllum áttum og það er engin leið að það er bara slekka eitt stríð og kveiknar annað og heimurinn er náttúrulega bara á barmi stórslys
og þá náttúrulega erum við með Úkrænustríðið og við erum með stríðið í Palestínu, en svo líka bara ótal önnur stríð út allt í Afríku til dæmis, það endalaust bara, þetta eins og eldavél með pottum mörgum sem að sjóða upp úr, sko, maður ekki við að taka lokið af, það alltaf bara nýtt og nýtt. Og ein ástæðan fyrir þessari óöld að mínu mati hið algjöra máttleysi Sameinuðu þjóðanna. Það hefur í tvígang verið reynt að stofna svona alþjóða samfélag. Fyrra var þjóðabandalagið eftir heimsstyrjöldina fyrri sem átti að koma í veg fyrir að þetta getur nokkuð tíman endurtekið sig. Og síðan fór allt út úr þúfur og heimsstyrjöldin síðari skall á. Og eftir heimsstyrjöldin síðari þá endurtaka menn saman leikinn að búa til eitthvað fyrirkomulag þar sem allir geti lifað saman í sátt og samlyndi eða allavega við eitthvað sæmilegt öryggi og komið í veg fyrir aðra heimsstyrjöld. Og það eru Sameinuðu þjóðirnar sem hefur gersamlega mistekist og haldleysið þeirra verður meira áberandi og þessi vesalings framkvæmdastjóri hann bara eins og einhver statisti sem að enginn hlustar á og eitthvað að reyna að ná athygli en þetta fór ég að hugsa hvort það yrði ekki að verða leiðin út úr ógöngunum að Sameinuðu þjóðirnar fengju meira áhrifavald að sem sagt þjóðirnar myndu að einhverju leyti afsala sér hlutum til þessa yfirvalds sem að hefði áhrifavald og máttarvald til þess að skikka menn til þess að fara eftir þeim leikreglum sem að Sameinuðu þjóðirnar hefðu komist að samkomulagi og þess vegna fór ég að hugsa Hobbes vegna þess að ég bara yfirfæri það sem hann var að gera á Englandi yfirfæri það bara á allan heiminn eins og hann í dag. Trúir því að þetta geti orðið? Það sem ég óttast þetta verði ekki fyrir eftir þriðju heimsstyrjöldina. Akkurat. Að við séum að sigla núna inn í kjarnorkustyrjöld og sem er náttúrulega verða þvílíkur skaðvaldur og það verði eftir þau ósköp sem að mannkynið muni skríða saman og hugsanlega reyna að komast að einhverju öðru. Það sem eftir verður af því. Það sem eftir verður af því. Já, það sem eftir verður af því. Hvort sem við verðum sköllótt og skökk og illa farin. En þú kannski puntar þetta svona hjá þér eftir lesturinn á bókinni og hvernig þú sér þetta fyrir þér og setur í einhvers konar svona tímahylki. Þannig að einhver geti nú kannski fundið það. Orðna sér við að einhver hafi séð þetta fyrir. Já, eða bara svona, það auðveldar mönnum kannski þá að byggja upp þetta Sameinuðu þjóðirnar ef þær verði rúst líka. Mér langar að skjóta því þetta er í frekar nákvæm samræmi við greiningu frá japönskum höfundum sem heitir Karatani, bók sem kom út fyrir 10-15 árum síðan eftir hann, líklega er það eftir efnaðarskrísuna, eftir 2008 eitthvað tíma, þar sem hann er að fara í gegnum þær mótsagnir og spennur sem eru komnar upp á alþjóðavettvangi og innan kapitalsins og leggur fram bara nákvæmlega annarkvort stefnir í þriðju heimsstyrjöld eða okkur ber gæfa til að einhvers ríki taki af skarið og framselja hreinlega hernaðarmátt sinn til Sameinuðu þjóðanna og gera þannig gjöfina að svona þrautalausn eða mögulegri annarri leiði sem er ekkert voðalega bjartsýn að nokkurt ríki muni fara en gæti sem tannsgreiningu létt á styrt Sameinuðu þjóðirnar og verið fordæmi til að sem aðri geta þá fyllt í kjölfarið. Mér er stundum orðið að hugsa til þess þó að íslenskt framlag í þá átt er það aldrei nema tákgrænt þar sem við erum án hers og svo framvegis þá væri jafnvel mætti aðgætara fyrir því að stjórnvöld hér myndur hreinlega framselja utanríkisstefnu landsins til Sameinuðu þjóðanna. Afsalið sér stefna okkar verður stefna Sameinuðu þjóðanna. Við framseljum utanríkisstefnu til Pentagon í dag. Akkurat, og það verður gæfuríkar að þarna verði eitthvað áunni með því. Það er ekki svipað líka með Evrópusambandið, ég meina, menn framselja að einhverju leyti sína utanríkisstefnu. Einhverju leyti. En myndi þetta þá þýða að Sameinuðu þjóðirnar myndu
bókstaflega hervæðast eða er þetta svona symbolist gjörð að gefa herinn sinn til þess að þá hermennir gefa hervald eða svoleiðis? Karatani var að tala að sko í sjálfur herinnir myndi þá lúta stjórn Sameinuðu þjóðanna sem hefði þar með yfir heraráða. Já. Og það yrði fjölþjóðlegur. Yrði að afnema kjarnorkuvopn. Ég held að það sé nú bara algjörð möst, sko. Kjarnorka sem vopn verður að fara út úr myndinni. Og við höfum verið nefnilega svo nálægt í hann á Gorbatsjov tímanum að þá voru þeir að ræða þetta Reagan og Gorbatsjov. Þeir voru að ræða þetta í alvöru og svo seinna Gorbatsjov og George Bush eldri. Þeir voru í fullri að ræða þennan möguleika að binda endi á kjarnorkuvopn. Þeir sáu að óbreyttu myndi þetta þróast í það að æ fleiri ríki yrðu kjarnorkuveldi með kjarnorkuvopn og það myndi leiða yfir mannkynið bara einhvern hrylling og enn meiri líkur á því að kjarnorkustríð myndi brjótast út. Það verður skynsamlegt að fara frá þessari braut en síðan hugsaðu einhverjir, en það er nú gaman að eiga þetta dót og ég vil ekki gefa þetta frá mér og það er náttúrulega gallið við þessa hugmynd Hobbes og þessa japanska höfundar. Hún byggir á því að fólk gefi frá sér það sem finnst að vera dýrmætast. Og ég heyrði eiginlega hann að Hringadróttins sögu að gefa frá sér hringinn, það er ekki, það vill það enginn sem maður heldur á honum, sko. En þeir sem er ekki með hringinn finnst að sá sem er með hringinn eigi að gefa hann frá sér. Það er náttúrulega til eftir ógurlega krísur samt, eins og einmitt saga Sameinuðu þjóðanna og undan þeim þjóðabandalagsins er til marks þegar allt er farið í þrot, hefur eitthvað þá verið það var skrefður í stíginni þá átt, sko. Já, en við sjáum núna ágallan á því að þegar það er reynt að gera það, þó að hugmyndi sér svo að við framseljum vald, að þá gera þeir voldugustu það með skilyrðum. Það verður til að framfleyta vald til þess að stjórna öðrum ríkjum, en ekki okkur. Það er bara afstaða Bandaríkjanna, alltaf fyrir. En við hefum nú talað að áður en finnst ykkur ekkert svona maður heyra lítið rætt sko á vettvangi Sameinuðu þjóðanna og annars staðar sko friðarviðræður. Mér finnst bara svo lítið það kemur svo sjaldan upp hugsunin að nú þurfi að reyna að ná friði sko og stríðið hætti. Mér finnst einhvern veginn vera eins og þessi byrjað. Þeir voru að tala í gær, Orbán og Úkraínu forseti, þá voru og Zelenský, þeir voru að eitthvað að máta sig við það friðarviðræður að koma þeim á. Já, það væri nú hugsa, ef þeir yrðu nú svona fríðarhöfðingjar, það væri dálítið svona írónist. Orbán, Trump og Le Pen. Já, þeir yrðu þessi fríðarhöfðingjar sem heimsins, en það eru þetta óskandi. Þetta er þannig, að þetta er fólki sem tala fyrir friði í heiminum í dag, það er Orbán og Trump. Já, það er bara. Er Trump dálítið að tala fyrir friði? Já, vildi að það segist alltaf leysa Úkraínu bara held ég fyrir hádegi þegar vagnar sem fórsti. Já, hann hefur sagt þetta áður, sko, með ýmislegt. Segist að hafa Pútín í vasan. En sko, nú er algjörlega sýnt að Trump muni verða forseti, hann mun vinna. Það er líklegt. Ég meina Biden hlýtur að vera úr leik. Það fer enginn að kjósa mann sem að sofnar í miðju samtali eða hvað. Kannski dregur hann sér tilbaka. Já, það verður náttúrulega möguleiki að kemja einhverjar. En semst ef að Biden fer fram og þá finnst mann nú hugljóst að Trump muni vinna þær kosningar. Stundum er sagt einhvern að kartöflupóki hefði unnið hann í kosningum. Kannski að Trump þannig að kartöflupóki getur unnið hann. Já. Hvað þýðir það? Það er bara það sama hverju þú stillir upp á móti að hugsunin hann verði fórstið sér svo hryllilega að fólk getur að kjósa hvað sem er annan. Já, það er nú kannski afsannan þá ef að Biden getur ekki. En bara Kamala Harris. Það er ekki einu sinni minnst á hana. Akkur fer hún ekki bara inn? Eða þessi utanríkisráðherra þeirra sem er búin að vera í sviðsljósinu. Blinken. Blinken. Já. Það er ábyggilega gerða kannanir sem að sýna það að Kamala Harris myndi fá enn verið útreið heldur Biden á móti Trump. Já, en sko mann sundlar yfir því sem að býður okkar. Segjum að Trump verði forseti, þá eru Rússar konum með grænt ljós í Úkraínu, fasistastjórnir eru að koma upp, segjum að það verði í Frakklandi eftir viku og Þýskaland er á leiðinni, í Hollandi Ítalía og Ítalía er náttúrulega komin og Holland er líka
að allar þessar fastastöðum, við erum komin aftur á 1934 þegar að hérna, fyrir heimsstyrjöldina síðari og þegar að nasistar tóku af skarið að mann óar við því að þarna muni allt fara bara. Og ef við getum lært eitthvað af reynslunni, hvað er það þá sem við svona getum gert? Getum við eitthvað gert? Já, það er nú það. Nú, ef við erum vinstrið, þá, ég veit ekki, ég hef aldrei verið að hugsa sko, einmitt bara hvað, í þessari upplausn sem er langur aðdragandi, löng forsaga, efnahagsstærðir og fleira sem eru undirliggjandi og svo það sem þessar hreyfingar, öfgahægri, kannski vel að merkja, við tölum að segja öfgahægri er eiginlega óhófleg kurteisi við fasistana. Nú vilja þær ganga skrefinu lengra og hætta að tala um öfgahægri og tala bara um sko, það er eitthvað nýrið fjárhægri eða bara svona sé hægrið sko, og svo framvegis, en ég meina þetta eru fasíski þræðir sem eru þarna og þarf við kannski bara að nota það orð aðeins af meiri festu og það sem við gera er náttúrulega að segja svo einfalda sögu og mér finnst, Varoufakis var í viðtal á dögunum að hann taldi upp sko 3 liði í þessari sögu sem eru, þú segir sko ég ætla að sjá um þig, hann er nefndir sögunar hvernig Mussolini hefði sko hækkað lægstu laun í landinu og svo framvegis og við ætlum að sjá um þig og standa við það að einhver leyti, við það hópa sem þeir tala til. Við ætlum að ráða skegg sameiginlega óvinnum sem er skilgrina, þá helst einhverjir í aðra hópar og svo framvegis. Og svo ætlum við að gera hvað sem er þá, hvaða land sem er, Bandaríkin eða Bretland, eða gera það frábært aftur, gera það greita þenn. Og það er með sögur sem að fólk getur verið þáttakandi í. Þetta er formúla, fasísk formúla. Já, fasíska formúlan. Og sko, vinstrið er ekki að segja skýra sögu í augnablikinu sem fólk upplifir sig sem þáttakandur í, eða það er hlutild í og sérst með sko eitthvað og getur verið hetja í einhverju sögu. Vinstri gaf náttúrulega framtíðina til hægrisins á nýfrjálshyggjutímanum. Fram að því þá var vinstrið með framtíðina að við ætlum að byggja upp réttlátt samfélag við jöfnuður, þar sem allir fá að njóta sín. En síðan kemur nýfrjálshyggjan og segir, nei, það er ekki hlutverk stjórnmálanna. Framtíðin kemur með uppgötvunum frumkvöðla og drifkrafti atvinnulífsins sem mun færa okkur í að tækni sjá til þessi svo iPhone-in sem að Steve Jobs kom með og þannig að stjórnmálamenn þeir eru bara að selja ykkur einhverja svona gamlar hugmyndur framtíðin og samfélag. Framtíðin kemur í nýjum uppgötvunum og allt heimi, þannig að við gefum þeim bara lausan tauminn og ný Jerúsalem mun síga niður að heimni ofan og það mun vera gott samfélag. Þetta og þá hugsaði vinstrið nú er það, já ok, við lifum þá bara í þeim heimi og við svona reynum að verja kannski heilbrigðiskerfið eða skólakerfið og verður konur bara í einhverja idiotíska vörn án þess að vera að bjóða upp á neinn sko framtíða möguleika. Og svo þegar kom einhver aðrir og ætla að verja okkur fyrir enn meiri ógnum, tekna ógnin er innrás innflytjenda sem koma hinga skipulega út frá einhverjum samsærum sem eiga sér stað í Mið-Austurlöndum, senda fólk hingað inn sem eignast miklu fleiri börn og alltaf yfirtaka samfélag okkar. Að þá væru það náttúrulega ef stjórnmálin snúast bara að verja okkur fyrir ykkur ógn, þá kannski bara vinnur hún og er að vinna Evrópu. Þetta er það sem er að vinna Evrópu. En ég sko þessi formúla Haukur sem að þú varst að nefna, hún alveg smellpassar við Frakkland í dag. Já. Að hugsið ykkur 1981 að þá vinnur François Mitterrand kosningarnar og verður forseti og sósíalistar eru með meiri hluta í þinginu. Þannig að Mitterrand, hann er með forseta og hann er með þingið. Og einhvern veginn verður ekkert úr þessu. Þetta er 1981, þetta er bara smátt og smátt spilast úr höndunum á þeim og það er hver höndin upp á móti. Þeir náðu samt miklu svona fyrstu 2 árum. Þeir löguðu námslánin, það voru alls konar réttindi sem komu þarna á örlitlu gati sögunar. Jú, það er rétt. Það er rétt. En síðan þegar að Holland verður forseti og hann vinnur semst Sarkozy og slagorð Hollands var að hann ætlaði að vera venjulegur maður. Semst venjulegur forseti. Sarkozy var svo hafði farið svo gersamlega út á sporinu og Holland ætlaði að vera bara venjulegur maður. En síðan
og þá mjög sterkur kandidat á mótónum frá hægrumönnum, Fillon, en bara rétt í sömu andráð sem að þessar kosningar að bresta á, að þá hann afhjúpaður með þvílíka spillingu að hann held ég bara var að draga sig í hlé. En byrjuðu, var ekki Ségolène Royal líka? Jú, Ségolène Royal, hún var náttúrulega bara kona Hollands. Já, svo beigð hún seinna frá mót Sarkozy. En Fillon bara út úr myndinni og Holland vinnur kosningarnar. En hann orðinn alveg hrikalega óvinsæll þegar að dregur nær lokum hans kjörtímabils og ákveður að bjóða sig ekki fram aftur, sem var svolítið sérstætt í Frakklandi að forseti bjóða sig ekki fram aftur, en hann átti bara engan séns. Og þá notar Macron tækifæri. Macron hafði verið fjármálaráðherra Hollands og innanbúðarmaður þar, en hann bara fer út og stofnar nýja hreyfingu sem að nær síðan þessum völdum og verður þessi forseti sem að síðan hefur verið að spila rassinn og buksanum síðan og núna komin í þessa stöðu. Hann komin í algjöran minnihluta. En þegar hann náði einmitt í gegn, var það ekki líka vegna þess að menn voru hræddir við Le Pen flokki, var það ekki líka þá? Og þess vegna voru menn svona eins og saminuðust, raunverulega vinstri fólk saminaðist líka einhvern sem geti saminast gegn fasismannum. Það eins og þessi saminning gegn fasismannum einhvern veginn hafið dálítið misheppnast mikið. Já, hún hefnaðist algjörlega á meðan að pappinar var þessi ógeðslegi grímuleysi fasisti sem hann var og stundum með lepp fyrir öðru auga hann náði aldrei nema 1%. En hún hefur seglast þetta áfram og svo hún komin náttúrulega með þennan unga mann og þau eins og Haukur var að telja upp að þau koma með þessa heildarsýn sem að algjörlega skortir í fransk stjórnmál. Þau ætla að gera þetta og þau ætla að gera hitt. Þau ætla, það náttúrulega, þetta svolítið að gera Frakkland stórt aftur eða endurheimta Frakkland, kannski ekki gera stórt, eða bara endurheimta Frakkland, fá að hafa landamæri, fá að hafa gjaldmiðil og svo framvegis og þá það náttúrulega þetta allsherja meðal sem að þau getur sótt í sem andúðin á útlendingum. Þetta hefur verið svo ríkt núna í umræðinni í Frakklandi að það sé verið að skipta frönsku þjóðinni út. Hún sé bara útlegð og það bara eitthvað allt annað fólk sem komið inn og þetta þarf bara að ganga tilbaka. Þannig að hann öfugt við vinstri mennina sem hver höndin upp á móti annari og bara í ótal fylkingum, að þá þau með þessa sterku heildarsýn. Hægrið náttúrulega klofið í Frakklandi eins og alls þar. Við erum með nýja hægrið í þjóðfylkingunni, svo erum við með gamla hægrið í gólistunum sem bara að tærast upp bara svip á íhaldsflokkurinn í Bretlandi. Svo náttúrulega Macron náttúrulega hægrimaður. Þótt hann hafi sagst vera vinstri maður og hvorki hægrinni vinstri, þá alveg augljóst allt sem hann... Frjálshyggjumaður. Ja, hann bara að stefna niðurbroti vinnulöggjafarinnar, hann vill einkavæðingu, hann bara að halda áfram nýfrjálshyggni. Og sömuleyti þessi tilfinning venjulegra Frakka sem að þjóðfylkingin spila á að við höfum verið svikin eitthvað samfélag sem áður var náttúrulega afleiðing af samfélagslegu niðurbroti nýfrjálshyggjunar sem hefur veikt heilbrigðiskerfið, veikt menntakerfið, brotið niður með alþjóðavæðingu, innlenda framleiðslu, búið til riðbelti hér og þar í Frakklandi þar sem atvinnulífi hefur brotnað undan samfélagunum og þar áttu götur. En svarið ekki, vindum ofan af nýfrjálshyggjunni sem hefur skadað samfélag okkar. Svarið við erum að losna við innflytjendur sem að grafa undan samfélaginu okkar. En raunverulega ætti svarið að vera vindum ofan af frjálshyggjunni, en líka einhvers konar þá væntanlega einhver alternatív sýn þá og má segja kannski einhvers konar heildarsýn sem að vinstri fólk það ekki bara hikar við vegna þess að þá það alltaf fordæmið svo vont 5 ára áætlu Stalins og Sovétríkin. Það einhvern veginn ennþá hægt alltaf að segja ef að vinstri fólk kemur með einhverju framtíðarsýn kemur alltaf svarið að þetta sé bara
svona kommunismi. Það gerist ef að vinstra fólkið sætti sig við og fellst á að lifa og starfa á vettfangi hægrisins. Að þá situr náttúrulega vinstrið uppi með skilgreiningar hægrisins á hvað er vinstri og hvað er sósíalismi. En mér finnst meira segja eins og einhver liti þurfi ekki einu sinni lengur, ég meina það er engin, eða það heyrist ekki nógu hátt og snjallt. Einhver skýr hugmynd hvert vinstrið vill stefna til henni sé einu sinni svarað. Þetta með við endum öll í gúlakinu heyrist ekki tóða loft, en það þarf ekki tóða loft að segja það. Mér finnst ríkja svo undarleg feimni eða ræðislega, ég veit ekki, órækt við það að leyfa bara orðum að hafa merkingu yfirleitt, og þá kannski sem birtist mjög forvinnilegt núna nýverið, það var fyrra árum, það í voraukttíma, sem að stefnir í það er á ljóst hjá Hagstofunni að stefnir í það að Íslendingar verði 400.000 talsins. Það var bara línurritið frekar beint, við vitum hvað er að koma henni margir inn og það er alveg að koma að því. Kemur út eitthvað tilkynning frá stjórnvöldum að það sé svo erfitt að telja nákvæmlega hverju búa á landinu, hverju ekki og einhverju sé fluttur út og hafi ekki tilkynnt það, það sé engin leið að segja. Og þetta var útvatnað, það var til fyrirsögnin skráðir íbúar á Íslandi 400.000, tímamótin í landi sem þegar ég krakki þá eru 250.000, fór upp í 300, 200 hjá okkur betri, Þetta er áfangi. Ef maður vildi, þá þetta svona stærð sem mætti fagna, það vita allir að talning er ekki einföld, það vita allir að þú getur ekki nelt niður mínúturna sem hættir að rigna og þú veist ekki, eru allir á landinu, eru allir þessi 400.000 núna eða fór ykkur í flug í morgun, en merkingin var algjörlega afmáð. Núna erum við áreiðanlega orðin 400.000 sem búum á þessu landi, en leyfa því að vera eitthvað að leyfa því að vera markvert aukn, það var engin áhuga á því, algjörlega null. Og það eru jafnvel eitthvað ég upplifði svo taugaveiklun hjá ríkisstofnunum í garð þess að einhver skyldi leyfa sér að segja eitthvað jafn fullkomlega sakleyslegt og þetta, búa núna 400.000 manns, að það mætti ekki tala skýrt. Ég veit ekki, mér finnst það mjög skrítið ástand, þetta er einkenni á einhverju og ég veit ekki nákvæmlega hverju, en mér finnst þetta íkt dæmi eitthvað sem gildi víðar líka. Sagan hljómaði fyrir mér að það stemdi í það að 1. desember síðastliðinn, að það myndum við ná þessum áfanga við að vera 400.000. Síðan komu vöflur á Hagstofuna og hún tilkynnti að það er þannig að fólk þarf ekki að skrá sig úr landinu. Það hefur ákveðin hvata til þess að skrá sig inn í landi til þess að fá að njóta hér, bara að fá dvalarleyfi og skattkort og geta unnið og allt þar. En það er ekki hvati til að skrá sig úr landinu, þannig að líklega erum við ekki að verða 400.000. Svo leiði einn mánuður og svo kom, nei, við erum ekki 400.000 en við erum 387.560 og ég hugsaði betur, ég tala svona nákvæm ef það er næstu ómúlegt að finna út úr þessu. En hún var mjög nákvæm, ég ætti eiginlega að vera 387.560,3. Þetta var svo nákvæm. En af hverju heldur að sé þessi træða að segja eins og við segið, mér spyrt að það mætti tíðan fleiri dæmi. Okkur hafi fjölgað svona mikið. En er það ekki bara því að það kannski þá er þessi hugsun að við verðum of mörg, þessi frasi Ísland er uppselt og sem að fólk talar alltaf gagvart túrismannum, Ísland er uppselt, en svo einhvern veginn færist það óvart yfir á sem sagt fólk sem er nýjir Íslendingar. Kannski eins og það sé uppselt einhvern veginn. Ísland getur nú ekki uppselt, það er meira og minna auðn. Já, en má ég aðeins spyrja með eins og fasisma, nú bjóst þú lengi á Ítalíu og þú í Frakklandi, Pétur, og finnst ykkur ekki finnst einhvern veginn að því þú segir það er svolítið ótti við það er ekki talað kannski últrahægri sem fasisma. Mér finnst eins og íslensku fasisti og fasismi sé svona eins og skammaryrði meira. Og börn til dæmis nota nasista sem skammaryrði, bara hafa það úr svona teiknimyndum, en finnst ykkur ekki, getur þið svona skilgreint hvað myndu þið segja að það væri svona tæknilegt orð eins og hvernig það er notað til dæmis á Frakklandi og Ítalíu, af því þar var beinlínis Mussolini var og svo er náttúrulega barnabarn hans búin að vera undanfarið við stjórnvölinn ásamt öðrum, bara í fasistaflokknum. Já, en fasistaflokkurinn kallar sig ekki fasistaflokk, er það? Hvað kallar hann sig aftur?
Sko, það nú eitt sem að væri hérna líka gaman að athuga. Það hafa allir flokkar skipt nafn. Einu sinni þá, þegar við vorum í Fraklandi þá var kommunistaflokkurinn og sósíalistaflokkurinn og hérna radikalflokkurinn og allt þetta. En nú þetta allt saman einhverja skammstafanir. Ég átta mig alls ekki þegar ég að hlusta á samræður, þá heyri ég bara einhverja skammstafanir, ég veit ekkert hvað á bakvið þér. Af hverju óttast menn að nefna heitin, það held ég að sé vegna þess að allir þessi flokkar hafa spilað rassinn úr buxunum. Þeir hafa allir verið með sín kosningalóforð sem þeir hafa síðan ekki staðið við, þannig að þeir þurfa einhvern veginn að skipta kennitölu. Þeirra leið til að endurnýja sig. Ég náttúrulega fluttið þarna 89 og stuttu setna kom Berlusconi. Já. Og hann var ungur og flottur og hann var kom þannig beint úr þessu. Hann var eins og þið, svona fjölmiðlega. Hann átti sjónvörpin og hann var svona stuðbolti, sko. En já, ég held þessi nú ekkert að fara að tala hann sérstaklega, en það samt. En hann átti svona, hans bakgrunnur var í þessum fasista. Já. Ekki alveg beint, það. Kannski frjálshyggju svona meira. Út af þessu hvað erfitt að skilja ítölsk stjórnmála, þá fer maður bara í svona ættrekningar og rekur sko megin flokkana í dag sem voru að berjast þarna PS og svo bræðralag Ítalíu. Ef maður fer aftur á bak úr hverju þeir eru stofnaðir, þá enda maður í flokki Mussolini eftir að Þjóðverjarnir fóru. Það Meloni og svo enda maður í sko kommunistaflokknum. Af því að það hann sem að kennitalan sem alltaf verið að skipta þannig að megin átökin, megin flokkarnir sem að voru í síðustu kosningum eru raunverulega gömlu höfuðandstæðingarnir sko. Þannig að kannski breytist ekkert þótt allt breytist. En ekki samt svona andspyrnurhreyfingin var svolítið skýrt afmörkuð eins og gagvart þessum fasistaflokkum gömlu. Þar vorum svona, var ekki meira og minna. Það var gert upp þarna manipulite. Það var þarna, kannski byrja áður ég kom, að rétta yfir ákveðnum mönnum. Munið ekki eftir þessu hreinar hendur. Sem ekki voru kjölfar blýárana. Já. Og þetta voru skotbardagar út á götum á milli þessara fylkingar. Og það voru einhverjir sem bara skutu sjálfa sig, til að fara ekki í fangelsi og svona. En já, Berlusconi, ég myndi segja að þetta ekki fasismi en frjálshyggja og já. En var þá andstæðan gegn honum jafn skýr? Eða var erfiðara fyrir fólk, svona vinstra fólk? Hann var náttúrulega við völd alveg heil lengi. En svo var alltaf verið að reyna að dæma hann og hann alltaf einhvern veginn komst. Reis alltaf upp aftur. Og svo þarna á endanum var hann reynda komin í samfélagsþjónustu. Var að vinna á elliheimili. Og hann var rosalega vinsæll þar. Af því að hann skemmtikraftur, sko. Hann skemmtikraftur. Undan sinni samtíð svona alþjóðlega jafnvel að vera svona trúður í valda. Já. Hann eiginlega for Trump. Hann svona Árni Jóns, alltaf spila og syngja og semja lög og Já, hann var svona krúner á einhverjum skemmtiferðaskipum. Alltaf að nextla og ótrúlega fyndin og svona. En já, að því að við erum svona 4 listamenn, þá var ég svona að spá í þessa hægri sveiflu og listina. Og sem ég hef ekkert svar, en þú veist, er þetta betra eða verra? Hafa hægri stjórn í Evrópu og Íslandi fyrir listafólk og listina. Hvernig er listin á Ítalíu? Hún hefur, hún blómstraði þar til Berlusconi kom. Þannig að það er verra að hafa hægri. Já, hann svona byrjaði að spara og það þurfti að loka alltaf fleiri og fleiri leikhúsum og nei, við þurfum ekki 3 hljómsveitir hér, þessi eina hljómsveit getur farið bara á milli og þessi kór, en Gaurinn á þríhóttinu, hann er ekki að slá mikið í það, maður ekki spara hann? Hann getur skúrað kannski á milli. Getur ekki trompetinn slegið í þríhóttið? Já, en þetta var eins og til dæmis ef þú varst tónskáld,
og fékkstu bara stöðu, þú kennir 10-12 tíma á viku. Áður sko, fyrir Berlusconi. Já, Já. og svolítið eftir sko. Og þú kennir og svo ertu frjáls og svo náttúrulega getur þú fengið frí. En þú veist, það er full stafa. Og þó þú sérst að kenna úlingum, skiljum, í virðulegum konservatórium eða, já, börnum, úlingum, þú kemur 2 í viku og vinnur 6 tíma, 5-6 tíma. Og þannig voru sko listamenn einhvern veginn styrktir af ríkinu. En sko þjóðfylking Marie Le Pen, hún er búin að gefa það út, hún ætlar að einkavæða ríkisfjölmiðlana. Og það verður alveg örugglega, ef það gengur eftir, þá var náttúrulega örugglega saumað að listastarfsemi alls konar og listamönnum. En kannski líklega... Kaupandinn er líklega fundin líka, Bóleri, hvað hann heitir? Milljónamæringur sem hefur verið að safna fjölmiðlum. Sem á íslenskan tónlistararf. Aldamúsík var seldin í Universal og hann er stæðsti hlutafinn þar. Einn helsti stuðningsmaður sko, nýja hægrisins í Frakklandi og talið að stuðningur hans sé meðal annars verður greiddur tilbaka með því að hann fái að kaupa ríkissjónvarpið og ríkisútvarpið. En það er yfirleitt fyrst mér með, svona kannski hefur það alltaf verið, en það er einkenni til dæmis á hérna eftir hruni þegar við vorum í svona krísu þá byrjaði þessi mantra erlenda fjárfestingu, að við þyrftum á erlendir fjárfestingu að halda og þá var það svolítið svona gagnrýnislaust tekið við eiginlega hvaða tilboðið sem var og oft voru svona erlendir fjárfestar og líka bara kannski einstaklings svona auðjöfrar sem byrjuðu að kaupa upp jarðir og svona ásælast líka auðlindir, náttúruauðlindir, sko gerðu eitthvað örlítið í staðinn og talandi formúlur, þá er það líka ákveðin formúla, það er að byggja upp, lofa að byggja upp grunnskólan á svæðinu eða tónlistarhúsið, búa til eða félagsheimilið, bæta félagsheimilinu eitthvað hátt og ég vil að byggja smíða veg að félagsheimilinu, eitthvað sem að samfélag í svo miklum sárum munarum. Þannig að það er svona leiðin og síðan einhvern veginn er ekki endilega, eru endirnar ekki, jafnvel þessi litlu sko, vegir eru ekki einu sinni smíðaðir, mér finnst það svolítið merkilegt en við sitjum föst jafnvel sko fólk sem er vant því að vera á verði og sjá í gegnum hlutina segir, fer allt í að bítast sín á milli og segja af hverju ert þú á móti af hverju ert þú á móti erlendri fjárfestingu og þú veist ekkert hagfræði og við þurfum á erlendri fjárfestingu að halda og ég stundum að hugsa með Berlusconi, ég veit ekki með það dæmi og kannski ekki Le Pen en frekar Le Pen núna, dóttirinn heldur en faðirinn að þeir alltaf sagt að hann hefur verið grímulaus núna er á einhvern nátt verið að kaupa ýmsa og hina og ýmsa með einhverjum loforðum getur það ekki verið þannig að andstaðan er óljósari sko sko þeir loforðum þeir sko þessi þjóðfylking hún hefur náttúrulega hún er með sína stefnuskrá og hefur sín loforð en sko Marie Le Pen hún er náttúrulega andstæðingur Evrópusambandsins þannig að maður geti alveg séð eitthvað Brexit í spilunum þegar hún kæmist í valda hún hefur alltaf talað mjög sterkt gegn og farið í taugarnar á henni hvað Evrópusambandið er farið að ráða í Frakklandi og vill endurheimta þessi upphaflegu völd Frakka að þeir séu húsbændur á sínu heimili og helst að verði aftur franski gjaldmiðillinn verði aftur franskur og síðan allar hún náttúrulega stuðla bara að hjálpa litlum fyrirtækjum og eitthvað svona fallegt en Íta undir barneignir franskra kvenna og íta innflytjendum og venda franska konur fyrir útlendingum Er það ekki fasismi svolítið? Frekar en
Mér fannst það helviti gott, hann var, nú man ég ekki hvað hann heitir, hvað heitir hann? Fósetsráður efni, Le Pen. Marelli, Bardelli? Nei. Bardelli. Bardelli. Þessi ungi þannig. Já. Ég hlusta á hann flytja... Bardella, já. Bardella. Hlusta á hann flytja ræðu, sko, og þar var hann að tala um það sem þeir ætluðu að gera, meðal hans ætluðu að koma á, sko, friði náttúrulega í borgarhverfum, þessum ekki óöld, í þessum útkvarfum Parísar, koma á reglu og síðan að kvenfólk gæti gengið á þess að vera áreitt og áreitnin, hún væri öll af hálfu útlendinga. Þá hérna glottur margir örugglega að franska konur væri bara áreittar af útlendingum. Þessi umræða, við heyrum hana óminn af henni á Íslandi, þar sem hefur verið að tala nauðganir leigubílstjóra sem eru innflytjendur og það sé leiðin til þess að vernda konur fyrir nauðgunum og kynferðislegu áreitni er að takmarka hinga komu innflytjenda. Þetta er bara í umræðan á Íslandi. Maður sér þetta gjarnan í Morgunblaðinu. Já. En talandi um hennar fólksfjöldan á Íslandi, haldið ekki að okkur eigi eftir að fækka? Ég menna þessi túrismi, hann á eftir að ganga sér til húðar. Ég veit ekki, ég skoðaði þetta hérna þegar þetta var að vaksa. Já. Þá einhvers staðar í alþjóðlegri stofnun var þetta að finna sko tölur yfir túrisma bara til, ég man ekki, 1970 eitthvað. Og ég skoðaði og var að leita af því að þá hafði maður þessa tilfinningu að að því við erum alveg upp á Íslandi. Síldin kemur og síldin fer og það er allt, rís allt upp og hverfur svo og allt sem við snertum við eyðileggjuna. Og ég sá ekki betur en að eina leiðin til þess að fækka túristum er sko stríð eða í Egyptalandi þegar voru einhverjir hópar sem að réðust á rútur túrista og drápa þar. Eða bara umhverfis ástandi til dæmis í Grikklandi núna. Já. Hver fer til Grikklands? Það getur verið, ég náði ekki yfir þessar hítabylgjur sem náttúrulega núna ætti maður ekki að fara til Evrópu, maður ætti bara að fara á Melrakkasléttu. Já, en eldgosin, ég held að eldgosin muni nú bara sjá, ég held að yður jarðar muni sjá þetta og... En ég sá engin dæmi að túristabóla springi. Engin dæmi. Það getur orðið, þú veist, bara hætt að vaksa og bara verið svona plató. En ég sá engin dæmi þess að þetta bara allt í einu hverfi og ég hafði svolítið áhuga á þessu þá hvernig þetta getur orðið og þá fór ég að skoða leitir á netinu og hugmyndinu svo að við erum ekki lengur sko í útkjálki heimsins heldur vegna þess að við lifum í eitthvað svona netheimum og það er jafnlangt til Íslands og Zimbabwe eða hvað sem er svona í huganum sko og þá sá maður að sko að Ísland var orðið til dæmis í Bandaríkjunum og í Bretlandi bara á stærðið Noreg og þegar þú veist fólk var að forvitnast Ísland og fleira að við höfum kannski verið fyrir ég held þetta náið til eitthvað 2004 eða eitthvað svona Google-mælingar að 2004 voru við kannski bara 15% af Noregi en eftir Eyjafjallajökul og alveg í framhaldi þaðinni frá þá erum við bara eins og kannski 90% af Noregi og það skiptir ykkur máli þótt að hér séu 387.504 á meðan að það í Noregi eru sko ekki 7 milljónir eða eitthvað hlýs það skiptir ykkur máli í netheiminum Nei, en ég ætla nú að grípa fram fyrir þér að þú greist fram fyrir mér með því að segja það að ég held að Eyjafjallajökull gosið þar hafi til dæmis ýtt undir ferðamanna strauminn og mér finnst mjög líklegt að önnur eldgos muni stöðva ferðamannastrauminn og sökkva Íslandi þar að segja við munum þurfa að vera öll flóttafólk og ég bara hugsaði þetta er ekki svona einhver heimsenda hugsun þetta er bara svona, mér finnst það bara eiginlega frekar líklegt að við munum þurfa sjálf að verða flóttamenn og ég hugsaði eiginlega alltaf þegar ég heyri svona virkilega hatursfulla umræðu flóttafólk og svona raunverulega ósveigjanleika og skilningsleysi gagnvart aðstæðum þeirra sem er að koma hingað og leita skjóls. Einhvern veginn það getur maður ekki annað en hugsa hvernig verður þú tekið á móti okkur þegar við þurfum eftir einhver ára að fara
sigla á gömlu tógurónum þannig yfir hafið. Finnst ykkur þetta ekkert svona líklegt? Já, sko, ég man þetta er nákvæmlega það sem hann sagði. Hvað heitir hann? Ljóðskáldið, hann er rússneskur, búsettur í Bandaríkjónum, man ekki hvort það er heyrnarlaus, mállaus, eitthvað, Hamlaður Siggi Páls þýddan. Og hann kom hérna núna í vetur. Já, Kaminski. Kaminski. Hann kom í vetur og það var skemmtilegt viðtal við sjónvarpinu, hvort það er í Kiljunni. Jó, og hann einmitt kom með þennan punkt, sko, við eigum öll kannski eftir að verða flóttamenn. Og það er mjög hollt. Hvar í heimi hæli tryggt, Já. svo segir í ljóðinu. Á ensku talað með sko refugees, flóttamenn sem það þurft sko farin úr landi og en svo með sko hugtaki internally displaced. Leið og sko styrjaldar hefist og þá er fólk fyrst sko rakið á flótta innan lands áður en það sko fer víðar. Og hérna erum við náttúrulega nú þegar með ástand Grindvíkingar eru internally displaced og þegar af þessum. En ég man... Já, voru bara í Tollhúsinu þarna fyrir jól og voru fjölda svona flóttamannabúðir innan Reykjavíkur. Já, en ég man eftir aðskilsverðri grein eftir fyrrverandi seðlabankastjóra þegar hann Má. Þegar hann hætti, þá skrifaði hann merkilega grein, ætlaði ekki verið í Stundinni, ætlaði ekki verið heimildin eða Stundinni eins og hún hét þá. Þar sem hann talar ruðningsáhrif túrismans á Íslandi og fær alls ekki út þess að jákvæðu niðurstöðu sem alltaf verið að halda að okkur, heldur þvert á móti neikvæð. Það er svo margt sem að situr á hakanum út af túrismannum. Sjáu þið göturnar í Reykjavík. Þetta er eins og rússnesk borg eftir hrun Sovétríkjanna. En ég hef heyrt núverandi seðlabankastjóra segja það saman. Nú? Já. Nú þá er þetta bara mainstream. Alltaf var svona varðandi fjármálin og hag það er ekki nokkur leið að fá iðnaðarmann á Íslandi fyrir okkur innfædda. Sko, þenslan er svo brjálæðisleg. Já, og þetta er lífsmáti sem ég held að færi í taugarnar á fleirum. Já, og við náttúrulega viljum ekkert gera landið að einhverju massa túrismastað. Við ráðum ekki. Þetta vex bara því að það er einhver sem að telur sig geta grætt á því að vera með flugfélag og flytja hinga túrista og svo er aðrir sem að vilja byggja hótel fyrir túrista og það er það sem að ræður uppbyggingunni og þróun samfélagsins en ekki eitthvað hugtak sem er við. En það er náttúrulega pólitíkin líka sem að skipuleggur og samþykkir. Og nú búin að fela völdin yfir í það og ef að þú vilt braska með eitthvað, þá verður Guði velkomið því að út úr braski þínu mun koma gott samfélag. En svo... Já, fyrirgefðu. Nei, þú. Ég ætla bara að segja, sko, það heyrist alltaf leið og eitthvað neikvæði tónni fólki í gagvart sko ferðaðinaðinum og þá svaraðu af rosalega miklum krafti. Kom alltaf skilabóðin, sko, hvað verið að tala niður þennan, sko, hérna gjaldeyris skapandi iðnað sem skilur allt það, sko. En ég meina það náttúrulega er hérna við förum úðalega mjúkum höndum þetta svið og þetta fag. Það er ekki minnst á það og ég veit alveg að það er, ég meina, ef einhver iðnaður á Íslandi þrýsti á það að hér var aflétt öllum hömlum á einu bretti gagnvart faraldrinum voru 2022, þá var það ferðaiðnaðurinn og það dóu 200 manns að minnstakosti, byrst misvísandi tölur, 200-400 manns af völdum faraldursins á því ári, beint í kjölfarið á því. Ég veit að það er ekki þannig að þetta voru margar aðrar ástæður til að fella niður hömlunar og það allt, en það er samt sko, það er í það minnst að jafnsagt að ferðaðinaðurinn hafi kostað 100 manna lífið hér. Örugglega. Og það er þeir verið að sko, skrifa svona, gera upp söguna eitt og annað sem gerst hefur í öðrum ríkjum gennum tíðina sko, og haft hörmungar í för með sér. Þetta er ekki ókeypis peningur. Nei, Guð minn góður. Má að minnsta kosti halda til hæg. Og þetta verður svona svæsnæst og það sem kannski er erfiðast að taka undir, sko, fyrir þess að þetta er náttúrulega mjög flókið að telja saman, hvar liggur ábyrgðin á hverju í þessu ástandi, hvað hefði verið hægt að gera annað og svo framins. Svo greining hefur aldrei farið fram og hér er kannski engin vilji til að láta þá greiningu fara fram. Vegna þess að það væri einmitt svolítið sko subulagsaga, skringileg. En svo eru sko, svo minna tjón sem hefur orðið svona
bara missa miðbæinn. Hér var miðbær sem að íbúar í borginni einhvern veginn áttu og gegndi margvíslegu hlutverki. Já, einu sem áttu maður heima hér. Já. Jú, en sjáðu hvað er stutt í að þetta... Miðbærin great again, heyrðist mér að vera stöndum. En það sem er svo skrítið, þegar við tölum svona, þá sko bara ef einhver kæmi inn í spjalli núna, gæti við komandi halda ef við værum að tala útlendingu og flóttafólk, skiljið. Það gæti haldið þetta að vera fundur í þjóðfylkingunni sem er að tala að gera make miðbærin great again. Þetta er svo nálægt, en mér finnst bara auðvitað þurfa að tala þegar að vera að tala til dæmis álag á innviðina, sem við vorum bara aðalatriðið, þá er aldrei talað finnst mér, einmitt álag útlendingaströmsins, ferðamannaströmsins sem eru líka útlendingar á innviðina og gert greinamunur og þá til mig spyrir hvað er heimspekingarnir, af hverju má aldrei tala það er eitthvað meiri háttar að orðræðinu, fyrst við getum aldrei einhvern veginn sko verið með valkost og sagt, já, erlend fjárfesting er fín, en hún verður að vera af þessum toga. Hún má ekki vera sem sagt stórfyrirtæki sem að brýtur almannahagsmuni niður, eða það er eins og einhvern veginn ef að menn eru á móti þjóðarmorði í Palestínu, þá eru menn orðnir gyðingahatarar. Ef að menn eru á móti þá viltu fara aftur í torfbæina? Já, þá ertu komin aftur í torfbæina og líka ef við erum á móti túristum, maður næri ekkert, ég meina maður kannski ekki á móti túristum auðvitað, en það er kannski bara á þessum forsendum eða með þessu fyrirkomulagi. Kannski hafa einhverja hugmyndir og svona smá stjórn. Já, sko, ég meina að hleypa þessum túristafjölda inn á þetta vanþróaða vegakerfi á Íslandi. Það er nú bara, finnst manni, hálf kriminellt. Slysin sem þetta veldur og öngþvitið. Og viðkvæma land líka, landsvæði sem eru tróðin undir bara, það er ekki beinlín, svona náttúruverndin hefur ekki alveg verið í fyrirrúmi og núna á að fara að reisa líka vindmyllur. Mér finnst einhvern veginn, þetta moment eftir hrun þegar við gátum svona stoppað og þá var einmitt kallaðir heimsbyggingur í húsinu og menn voru svona til í að ræða málina aðeins, fleiri sviðsmyndir og svona, það er einhvern veginn ekki neitt tóm til þess núna. Nei, en kannski með þetta orðleysi, það er kannski það sko, að einmitt þetta með sko, kapitalið vill ekki þurfa að tala. Það vill ekki þurfa að segja, og þegar þú nefnir áðan smár með íslensk tónlist, það hefur verið seld, sko, tónlistararfurinn eins og leggur sig, seldur til Universal sem sé höndum þá, sko, öfgahægrisins. Ég segi þetta mjög reglulega en það er svo skrítið, þetta skulle ekki vera rætt. Einmitt, það er ekki til en jákvæð árangursaga af þessu. Já, veistu hvað við gerðum? Við seldum Elli Vilhjálms og Sigur og seldum bara allt til að pakki til, sko, einhvers öfgahægri kapitalista. Sem er, sko, Murdoch Frakklands sem er eiginlega verri en Murdoch. Eina leiðin til að, sko, komast upp með ofsalega margt sem að á sér stað sko, er að gefa því ekki merkingu, er að einmitt láta það liggja óorðað í friði. Og ég taka upp sem að þetta með valkostina einhvern tímann skrifa ég á Facebook að þessi hús sem að vera að reisa þarna á Hafnatorgi, það var frekar ljótt og þá kom svar frá einhverjum, já, vildur þú frekar hafa bílastæði sem voru þetta? Og sumuleyti það sem þið að vera að nefna er svona umræða sem er alltaf komið með einhvern idiotískan valkost á móti. Heitir þetta ekki eitthvað í heimspekinni? Heitir þetta ekki í rökfræðinni? Eins og ég var ekkert að tala að við höfum kannski mist eitthvað út úr svona samfélaginu og kultúrnum og eitthvað í sambandi við bara, tengdist bara börnum okkur liði ver í dag og var bara svona vangavelta. Og þá kom einhvers staðar svona svarið einhvers staðar af vefnum, sko, gott að ég vildi að foreldrar fara að reykja aftur í bílunum með börnunum. Það er svona þessi hugmyndum að ef þú vilt ekki nútíman eins og hann er núna, að þá viltu anstíkilegasta hluta fortíðarinnar. Og þannig að það er eins og, sko, nútími megi ekki vera óléttur af einhverju, sko, fallegri framtíð lengur. Annaðhvort hefur hann, eða þú ert bara niðurrifsmaður sem vill fara að reykja í bíl aftur yfir börnunum þinn. Nákvæmlega. Ég veit ekki okkur við lendum þarna, sko, í umræðinni. Mér var það orðið einmitt þessar byggingar á Hafnatorgi. Ég sagði eitthvað, jú, ég meina þetta hefði getað verið verra.
Ég held reyndar ekki. sem að var Ég held reyndar ekki, sko. náttúrulega mjög bara fyndið alltaf og þessi bara svolítið í þessum dúr. klaufaskapur okkar í sambandi við arkitektúr. Þetta gerist nú með Norræna húsið, þetta stórkostlega, yndislega fallega hús sem að talaði við fjallahringinn. Svo allt í nú að hlaðið öllum þessum byggingum þannig í kring, sko, þannig að það er horfið. Nú, Víkingur Ólafsson, hann var nú að benda þetta saman með Hörpuna sem var þessi minnisvarði og fallega bygging og svo er allt í nú komnir þessi kassar í kring, sko, að þetta fær aldrei að njóta sín eins og átt að gera. Ég sakna alveg malar bílastæðisins sem var þannig þar sem Harpan hótelið og bankinn eru núna, sko. Ég man nú aðalegt í rammagerðinni Auðni miður í borginni. sem var hann í Hamnastrætinu Já. með nikkandi jólasveini. Eða ég sakna á hinnar tillögunar, sko, hinnar sem að ekki vann arkitektúra tillögunar sem þegar átt að gera þetta svona Já, númer 2. torfhús, já, númer 2, já. Þegar það væri gaman að pæla í öllum valkostunum númer 2 sem ekki varð. En má ég að spyrja þig, hérna, Pétur, að því að þú ert búin að vera að fylgjast með núna, er það ekki svolítið í frönskum fjölmiðlum, talandi um þessa svona orðræðu og svona ákveðu merkingaleysi hérna allavega á Íslandi. Finnst þér frakkar svona hanga í því að vera spakir í að tala, vera góðir í að tala um og greina hlutina eða er það svona á undanhaldi? Svona miða við þegar þú varst... Sko, mér finnst hérna að ég hlusta nú bara á þessa ríkisfjölmiðla, sem sagt fransk kultúr og þessa stöðvar sem maður nær hérna. Og ég bara undrast að hvað þetta er annað, hvað þeir geta verið með róttæka samfélagssýn í þessum miðlum og hvað er mikið innihald í þessu efni sem þeir eru að bera fram. Og ég held að þjóðfylkingin eigi sko harma að hefna gagnvart þessum fjölmiðlum. En þess að þessir ríkisfjölmiðlar hafa tekið mjög krítiska afstöðu gagnvart þeim. Og ef þeir núna vinna næstu helgi, þá held ég að þeir muni gera upp ýmsar sakir. En sko það er náttúrulega alveg stórkostlegir alltaf þessir umræðu þættir sem maður sér í sjónvarpinu og nær hérna heima eða í útvarpinu, hvernig frakkar tala um hlutina og kryðja hlutina. En að hvað miklu leyti það skila sig síðan út í samfélagi, það er svo annað mál. En umræðan er það, krufningin. Já, ok, og ennþá. En hugmyndin er sem sagt, þjóðfylkingarnar er að selja Vincent Bolloré, hérna ríkisfjölmiðlana, sem er svona Murdoch Frakklands á hellinga fjölmiðlum og útgáfufyrirtækjum og hefur keypt meðal annars íslenskan tónlistararf til þess að stoppa þetta. Og þannig náttúrulega að því að það verða, kannski ekki eitthvað velt yfir, er hægt að kalla þessa hérna flokka fasíska flokka, því að þetta er náttúrulega lýðræðislega kjörnir flokkar og vinna innan lýðræðiskerfisins. En markmið þeirra er að brjóta niður svona lýðræði það sem er með svona margar eða valddrift lýðræði. Brjóta niður verkalýðshreyfinguna, þannig að hún missi völd sín, brjóta niður almannasamtök, brjóta niður sjálfstæði ríkisfjölmiðla eða... Kannski bara rétt að skjóta að allir fasískar hreyfingar hafa náð völdum innan lýðræðislegra kosningar. Og afnámu síðan lýðræðið. Bæði hérna á Ítalíu og í Þýskalandi. Komið stað með lýðræðinu og afnámu það eins og skot. Og varúðar orðin hérna við því að það væri að fara að gerast, þeim var svarað nákvæmlega sama hátt og er verið að svara áhyggjum fólks af uppgangi Meloni á Ítalíu eða Le Pen í Frakklandi að þarna væri nú bara þjóðin að velja sér, þetta væri lýðræðislegar kosningar. Sem er náttúrulega vafaatriði eins og er í Frakklandi þar sem að flokkur sem hefur 33 eða 34% fylgi geti náð hreinu meirihluta á þingi. Sko nasistar voru með einmitt 34% þegar Hitler var kanslari og þá var einmitt orðað voðalega mikið þessi leyfum þeim að spreyta sig. Okkur mega þeir ekki spreyta sig. Þeir eru komnir úr 2% upp í þessi 34-5% og leiða þeim að spreyta sig og þá kannski bara kollsigla þeir sig og við erum þá komið bara aftur á sama stað og þeir fengu að spreyta sig en þeir náttúrulega gengu ansi hraustlega til verks og afnámu allt flokka, verkalýðsfélög, fjölmiðla, kosningar og voru ekki búin að tilkynna það í sjálfu sér fyrirfram
heldur voru með svona hundablístur að þarna væri ógnin og svona mjög svipað og er hjá þjóðfylkingunni. Það er ekki beint plan að reka alla útlendinga frá landi, það er ekki beint plan að hafa tvískiptan borgaraleg réttindi, annars vegar fyrir ekta frakka og hins vegar óekta frakka. En það er samt svona undirliggjandi boðskapur að fara þessa leið. En þeir eru konum með hana snirtipinna sem ég vil ekki muna hvað heitir og Bardella. Þetta er eins og nafn af einhverju bakteríu eða vírus. Bardella. Að hann náttúrulega er komin með algjörlega frambærilega, hann er bara hinn ídeali tengdasonur frakka og hann er komin með þessa fallegu Ástínd. Hann er náttúrulega tengdasonur einnar konu. Já. Því að konan hans heitir Nolvín Olivier og er dóttir Marie Caroline Le Pen sem er eldri systir Le Pen. Já. Þetta er bara fjölskyldu boð. Já, þetta er bara Frakkland verður stjórnað við morgunverðarborðið hjá þessari fjölskyldu. Já. Það verður skuggastjórnin verður náttúrulega ekki ríkisstjórnarborðið eða hluts, heldur morgunverðarborðið hjá Le Pen fjölskyldu. En hann er allavega með þetta sem að menn vildu alls ekki leyfa gamla Le Pen og helst ekki henni Marie Le Pen að spreita sig. Hún hafði ekki það traust en þarna er allt í hennu komin bara frambærilegur maður sem að mjög margir geta fallist á. Leyfum þeim að spreita sig. Já. Og þú segir að þið líði eins og við séum 1934. Þá var fasismin að koma allstaðar upp í Evrópu og náttúrulega Þýskalandi og Ítalíu og svo Spáni og Portugal og heimsstyrjöld. Já. Og spænska borgarastríðið versus borgarastyrjöldin í Úkraínu. Það er náttúrulega risavaxinn munur á vinstrinu þá og nú. Já. Bara hversu kraftmikið sýnilegt vel staðar það er. Og svona hugmyndafræðilega sterkt. Já. Þá. Eins og til dæmis í fransk kultúrstöðinni þú varst að tala maður hefur hlustað og hort á ófáar myndirnar andspyrnuhreyfinguna einmitt sem spratt upp og nýja vinstrið skýrir flokksinn, er það ekki? Þau skýrðu það í höfuðið á andspyrnuhreyfingarflokknum. Alþýðufylkingin. Já, og núna heitir nýja Alþýðufylkingin. Það er alltaf svo hrættur við þetta nýja því að fastar hafa svo oft verið með þetta nýja. Það er mjög svona fasistalegt nafn, en kannski er það góð bóluefni gegn fasismanum. Í dag er talað nýju samfélkinguna á Íslandi. Kristrós er búin að búa til nýja samfélkingu, svipað New Labour sem að Tony Blair bjó til. Já. Það er bara spurning hvort að núna verður það ekki bara þessi vinstri hreyfing heldur í heiminum hvort að verði einhvers konar andspyrnu hreyfing verði til svona. Það er dálítið spennandi. Já. Örugglega. Sjá. Þú ert sérfræðingur í 68, Pétur. Já, segir. Andi 68. Stundum þegar maður er að horfa á hvernig rís upp andstaða við þjóðarmorðið á Gaza. Þá hugsa maður, þarna er að verða til svona hreyfing sem að minnir á það sem að spratt upp í andstöðunum við Víetnamstríðið. Þarna gerist í háskólunum og gerist hjá ungu fólki sem að hafnar stefnu sinna stjórnvalda, þrátt fyrir að þessu mjög stíft haldið að almenningi og verið að banna mótmæli og verið að reyna að saka alla þá sem að taka upp málstað frelsisbaráttu Palestínu sem gyðingahatara. En það rís samt upp einhver svona hreyfing sem og einhver leyti er þjóðarmorðið á Gaza fellir svona lögmæti stjórnvalda eins og Biden er að lenda í að það missir þetta alltaf trúverðuleika gagnvart þeim sem að rísa upp og maður gæti fylgst að því að þú var svo með svarta sýn að sagan væri skrifuð og við myndum enda í 3. heimsstyrjöldinni og kjarnorkuvetri og síðan erum við einhvern veginn að reyna að ná okkur saman aftur kannski kollótt var línan sem gafst áðan en er ekki möguleiki að horfa á þessa vakningu að kannski erum við að sigla inn í tímabil sem að minni meira á 68 þar sem að er vilji til þess að búa til eitthvað mótvægi við ríkisvaldið, jafnvel eitthvað svona counterculture að við sem komin í eitthvað þrótt með þá svona hugmyndur líf sem við höfðum áður, við sem að fara inn í tímabil bara meiri sköpunar og litagleði og
Já, Þú það er sem að byrja að að taka LSD aftur til dæmis. taka aftur LSD? allir sé. Já, er það ekki orðið bara læknisráði? Já, bara læknisráði. Læknisráði. En það sem er náttúrulega líkt með Víetnam og Palestínu, að við erum að horfa á þetta í sjónvarpinu. Við erum að horfa á þvílíkan viðbjóð á hverjum einasta degi í fréttatímanum að maður er bara með æluna í kokinu og það var þann sem gerðist náttúrulega með andstöðuna gegn Víetnam og þetta var bara, fólk sá þetta gerast og svo auðvitað að rísa upp gegn því og það er náttúrulega þessi sterka hreyfing sem að er að myndast og er orðin til gegn þessu Palestínu máli. Já, hvert hún leiðir, það er svo aftur annar. Vonandi verður það. En Þuríður, þú komst með líka bók sem er yfirlýsingar, akkurat sem eiginlega spretta upp. Er þetta ekki, þetta eru listafólk sem að saminast á, einmitt á þessum tímum. Við vorum að tala fasismann og kannski listamenn og eitthvað svoleiðis. Og þá náttúrulega, var það þarna á Ítalíu í byrjun 20. aldar, þá voru einhvern veginn bara flottustu listamennir, fútúristanir, þeir voru bara með stjórnvöldum, alveg bara út í gegn. Þeir voru jafnvel á undan með sínar yfirlýsingar. Og þeir vildu umbylta og hreinsa til og þeir vildu búa til matarmenningu og fatamenningu og ég veit ekki hvað og hvað. Og þeir gerðu náttúrulega alls konar stefnu yfirlýsingar og líka bara til Mussolinis og Mussolini tók þetta og las þetta og þetta er náttúrulega bara fullt af ótrúlegum frösum og ég ætla bara að lesa eitthvað. Við viljum upphefja hina vígdjörfu hreyfingu, brennandi svefnleysið, kappgönguna, heljarstökkið, löðrungin og nefahöggin. Og skáldið verður að leggja sig fram af eldmóði, glæsileika og rausn til að auka ákafan ofsa frumablana. Það er engin fegur til lengur nema í átökum, ekkert meistarverk án árásar neyðar. Þetta er svo Hannes Hafstein, ég elska því stormur. Skáldskapurinn verður að vera ofsafengin atlaga að hinum óþekktu öflum til að knýja þau að fótum mannsins. Við viljum upphefja stríðið, einu heilsubót heimsins, hernaðarandann, föðurlands ástina, bla 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 bla. Þeir eru, bara þeirra hugmyndafræðið, þetta bara nákvæmlega og þeir gerðu dásamlega listaverk, þeir eru hvað heitir hann? Marinelli og Russolo og það eru leikrit og geggju tónlist. Og fútúristarnir náttúrulega í Rússlandi líka, en þeir voru ekki svona, það var ekki svona mikill stríðsandi held ég í þeim. Ég held að ítölsku hefði verið alveg sérstaklega svona, var auðvelt að taka þá inn í fasismann. Mjög auðvelt að taka inn í fasismann, en í Frakklandi voru það kommunistarnir sem voru svo sterkir í súrrealismanum. Það voru allt saman kommunistar og notuðu algjörlega sömu meðul og kommunistaflokkurinn að það voru hreinsanir og menn voru látnir játa og voru reknir og svo framvegis. Andri Breton var náttúrulega bara algjör svona einræðisherra, en í millitíðinni kemur dadaisminn, vil ég nú minna, og þar voru menn raunverulega flóttafólk, þar voru menn var andstæða við fasíska orðræðu og við fútúristana og þar var friðarhugsjónin raunverulega í fyrirrúmi Hreinsanir eru nú komnar aftur, þær heita slaufanir núna í dag. Þetta er sem sagt 1908 cirka, sem þetta er og svo sagt þróast en það er svolítið merkilegt dataistar eru svona eins og bara teknir svona eins og grín daldið í svona sögunni þegar það mun allir eftir eiginlega fútúristunum af því að þeir voru svo yktir og svo eftir súrrealistunum af því þeir voru svo miklu þeir markaðsettu sig svo rosalega þannig að til dæmis bara í daglegu tali tölum við eitthvað sem súrrealist og jafnvel fútúrist en svona en ég held að við þurfum daldið að skoða aftur dataismann Já, einmitt. Nefnum kannski líka, þú nefnir það líka bara hvað, einmitt mér finnst ég sjálfur, ég er eiginlega bara agndofa
ég bara, svona, maður rétt lítur undan veröldinu og lítur hann aftur og það er absúrt element í öllum hornum. Það er eitthvað bara svona, það stemmir ekki hvert við erum að fara. Það stemmir ekki, ég er ekki með vegakortið. Ég er ekki með og jafnvel mitt, eða þú veist, fyrir mitt leyti tungumálu merkingu, það var aðalega sem dataði sem voru reyna, hvernig getum við eiginlega gefið aftur tungumálunu orðana merkingu af því þau eru orðan svo absúrt og þau ná ekki að krækja sko, verði ekki áorka einhver ekki þarna í sko einmitt, og ég hef ekki hugmynd hvar það liggur, er það aðalega sko nýju miðlarnir, er það að sko er hann raunverulega framvinda nýrar merkingar á sko TikTok eða einhverjum samfélagsmiðlum sem maður er ekki með snertiflöt við, eða er það þessar stjórnmálhreyfingar sem búið að vinna náttúrulega, þú veist, mjög markvisst að byggja upp af einbeittum vilja einmitt þeirra sem véla erum við að lifa þennan tímapunkt í sögu sko, kapitalsins, ég veit það ekki, en einmitt finnst þið svona í fyrsta sinn kannski frá því ég man eftir mér að ég stend meira á gati en ég hef gert áður. Þegar efnahagshrunið verður 2008 þá svona var með eitthvað sko í höndunum til að fást við sko raða upp fyrir okkur hvað er að gerast hérna, með bara fína greiningar sem eiga heima á því, en mér finnst maður meira að vera svona að fálma eftir brotum akkurat núna. Já, maður að hélt að yrði, þú veist, hugafarsbreyting sem að myndi endast inn í framtíðina en ekki bara í 4 ár. Já, það voru sannarlega vonar það, einmitt. Og og ég meina, þetta er náttúrulega gamalt viðkvæði sko hjá, eða sem 20. aldar framsetning sko að sér hver sko fasismi sér til marks misefnaða byltingu. Að sem sagt vinstrun hafi mistekist eitthvað og það sé fasismin spretti fram sem enginn á því. Þess vegna þeir eru að tala svona einhvern veginn það að við vitum ekki hvaða sögu við erum að segja og leyfum okkur ekki að gefa orðunum merkingu. Það eru líka með í huga þessa eyðu sem þá fyllt af lægsta samnefnaranum, fyllt af gömlu drastli þannig séð sko. Og það er stemming tímans make gamalt drasl great again. Hvað segir þau? Make gamalt drasl great again. Það verður að nota bara einhver hugtök og hugmyndir sem að ætti að vera sko. Hvað gera rithöfundar? Við skrifa bók sem heitir Pláan, það var komin á þann, það vantar eiginlega bók Pláuna, COVID-ið sem kom og fór. Já, hugsið ykkur bara bók eins og til dæmis Kristni Aldendur Jökli sem kom út 1968, akkurat þegar þetta var að gerast. Og þar er þessi setning sko Gudmann Singmann sem er þessi heimspekingur og er alltaf að fimbulfampa pottitt kerfi sem hann er búin að finna upp og hann segir á einu stað sko ég spyr hann spyr hann Guð sko ég spyr hvernig getur þú látið þið dett í hug að afhenda djöflum jörðina svo ein hugsjón sem djöflar geta saminast það er að hafa stríð. Þetta finnst mér alveg merkileg setning bara að rata inn í samhengi hlutana í dag að hver afhendi djöflum jörðina? Vá, ég man ekki eftir þessu setning. Nú þarf að skrifa og syngja en ég held að sumir þurfa að fara til tannlæknis en varst þú nokkuð með eina stemmu sem þú samtir? Nei. Myndir ekki að prófa að syngja? Það var að því að ég held að þetta yrði svona léttur sumar. Létt sjalum hörmulega tíma. Þetta er bara létt og lesið úr bókum. Að því ég sagði við hana Oddný, ég hef ekkert pólitík að segja, ég veit ekkert pólitík og þá sagði hann, við syngjum stemmur og stuð. Þú sagðist að hafa verið að horfa bara fótbolta. Þá sagði ég, já, ég get alveg talað fótbolta og ég get sungið með þér. En svo var þetta mjög svona alvarlegar umræður hérna. Já, en við getum alveg sungið samt líka. Já, við hefum þurft að æfa okkur, Oddný. Allavega fara aðeins yfir stemmurnar. Við nefnilega erum saman sko á vinnustað. Já. Nú í akademíunni. Já, sjálfstætt starfandi. Já. Og þá hefur við með
Í fótbolta? Nei, þeir eru dotnir út. En ég held með þeim, já, að sjálfsögðu. Þeir eru dotnir út. Pétur, heldur með franska landsliðin í fótbolta? Já, ég ger það nú alltaf, en þeir eru ekki samfærandi í þessari keppni. Þeir eru þykk leiðilegir. Já, þeir eru bara alls ekki samfærandi, sko. Mér finnst þeim mjög flottir. Griezmann og fleiri sko sem eru ekki, já, þeir eru ekki, menn eldast náttúrulega mjög fljótt í íþróttum. Já, en byrju, það er hann sem er 16 ára hann, Mbappé. Nei, er ég ruglast. Hann er orðinn 24, 25, 6. Er hann ekki portugalska? Já. Þessi ungi 16, hann er í portugalska. Portugalska. Nei, hann er í spænska liðinu. Spænska liðinu. Já, það er mjög fyndið myndband sem er hægt að finna á að þeir eru svo mikla heimsbyggingar hérna. Það er svona heimsbyggilegu fótbolti sem að Monty Python setja upp, eða ekki? Sér það. Já, ég held að Grikkirnir á móti þjóðverunum í heimsbygging. Já. Það voru líka svona ríðhundur á móti úti. Ég hef séð fótboltaleiki. Hefur séð fótboltaleiki? Já. Og hvernig líst þér á þetta sem svona... En það er nokkur ár síðan síðast, sko. Ég er meira í liðun sem er alltaf forvið að sjónvarpsfréttir séu ekki klukkan 7 heldur að það verður frestað. Það verður hiss og dag eftir dag. Og það er kannski megin ástæðan að þú eru mjög ókunnulegur heimurinn. Eftir þú leist fyrir á að sjónvarpsfréttir eru komna klukkan 9. Er þetta ekki bara upp af endaloka heimsins? Já, en þið sem eru mér fróðari, tíðkast þetta einhvers staðar í heiminum að aðalfréttatími sjónvarps hefði verið settur út í kuldan til þess að setja beina útsendingu frá fótbolta. Nei. Hefur þetta gerst einhvers staðar? Ég veit ekki til þess. Þetta gerist í heimi þar sem að djöflarnir fá að stjórna. Já. Sérstaklega þessum nú önnur rás sem getur verið íþróttarás. Til við endum ekki hressilega sumarþátt á djöflunum getur það ekki tekið upp blómastemmuna. Blómastemmuna, sumarstemmu eina við getum tekið undir ekki söngla okkur út úr. Endum hér á Samsung. Nei, það má ekki syngja. Nei, að kveða. Það má að kveða. Þú veist, við syngjum ekki. Nei. Þetta er önnur svona raddbreyting og þú að taka undir. Já. Man ég á hljómæm og óma sveimum bláan geim, líta ljóm og blóm við blóm, blóma heima rósæm. Sko, þetta var Vilhjálmur Ólafsson, texti. Þetta var náttúrulega blóm og fallegur svona sumar blómi. Frá hvaða tíma er þessi stemma? Þessi stemma, hún er nú líklega frá 20. öld, sko. Já, úr Skagafirði líklegast. Já. Stemman, gerðir þú ekki stemmu? Ég gerði stemmuna. Já, þannig að hvaða lagið er stemma og þú samt að það er mjög samt stemmulegt. Já, það er bara gaman að prófa, þú veist, maður er ofta að gera í einhverjum öðrum stíl, sko. Þannig að gaman, ég gert nokkra stemmur. Þannig að við getum kannski svona byrja með þennan fasta þátt hérna alltaf klukkan 7 að kveða í útvarpssal. Já. Það hefur gerst áður að það hefur verið sungið hérna við Rauðaborðið. Það má tjásið með öllum hætti. Já, það má, þetta má ekki syngja. En var þetta ekki alveg fastur liður þegar að hópurinn sem var valinn til þess að semja okkur stjórnarskrá byrjaði alltaf á söng? Já, Samsung. Já, Samsung. Hvað sunguðu? Hvað sunguðu? Sungu bara hitt og þetta, held ég. Bara úr íslensku tónlistararfinum þangað til að hann var seldur til þess að fasista í Frakklandi. Eins og Þorvaldur Gylfason hafi bara síðan það. En kveðskapurinn var svolítil svona andspyrnu hreyfing á sínu tíma, sko. Þannig að það held ég einu vel við, sko. Herðu, en við skulum slá botnin í þetta gestabáð, ekki? Jú. Og við ætlum að koma hérna, við ætlum að hringja til Frakklands á eftir og til London. Það eru kosningar bæði í Frakklandi á sunnudaginn og svo verður kosið í Bretlandi bara á morgun. Og að þessi kannski verður ekki eins afdrifaríkar kosningar kannski. Nei, já, Maglas með England, hvað er alltaf lítið spenna fyrir því að eitthvað gerist þar. Já. En við þakkum Suri, Pétur og Haukur, kæra þakki fyrir komuna. Þuríður Jónsdóttir, Pétur Gunnarsson og Haukur Már Helgason. En Oddný Eir, þú situr hér eftir.
Takk fyrir okkur. Er ekki orðið að tala? Fyrir. Nei, það er ég sko. Já. Já. Svo höldum við áfram hér eftir augnablik. Allt það besta er ókeypis. Fáðu þér vatn að drekka. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Já, heyrðu, Oddný, það var svolítið, máttu heyra það á gestum okkar sérstaklega henni Þuríði Jónsdóttur að þetta hafi verið svolítið svona spjallum heimsenda, svolítið þungt spjall. Hvað eru engin þolmörk á því hvað þetta að bjóða hlustendum upp á dimma framtíða sín? Þetta kom dálítið svona út eins og ég hef verið að gabbana í útsendinguna en ég var eiginlega bara að segja að þetta er svona tilraun samt til þess að tala Mættu byrja að drekka? Léttunóturum, þetta er ylvatn frá, þetta er kölnavatn frá Perú. Þannig að svona, bara til að létta stemninguna, að hafa blóma og hún kom með hérna stemmu blóm og hérna er kölnarvatn með perúískum blómum. Þetta byrjaði náttúrulega á því að Pétur Gunnarsson sem er nú vel læs á tíðaranda að hann sá fyrir sér endalok siðmenningarinnar, heimstyrjöld, kjarnorkuvetur. Ekki til að hlæja, Nei. Þetta er bara... Og ég sá fyrir mér náttúrulega að Ísland myndi sökkva bara í sæ eða sem sagt undir eld, fara undir hraun og við yrðum öll flotta fólk. En er það nú raunaft að renni bara hraun yfir allt Ísland bara? Já, ég veit það ekki, en allavega stórborgina kannski, eða hvað? Veit ekki, það er náttúrulega möguleiki að það verður gos í henglinum og hraunið steypist hinga niður. Það er náttúrulega möguleiki ef þetta er raunelfur að þá er hennar leið til sjávar eftir Elliðaátanum. Þannig að geirsnefið sem að hundarnir kúka sem að færi undir. Já. Nei, þetta var svona sannarlega léttur sumartónn. Þetta er bara hins vegar þannig sem að var áhugavert að reyna að ná einhvern veginn utan það í samtali að þetta sem að Pétur er að upplifa og ég finn það alveg, ég hef nú sagt það stundum hérna við rauðaborðið að stundum er yfir manni svona eitthvað svona dauðabegur að það er eins og Haukur nefndi þetta líka þar sem hann bregði sig aðeins frá, hann var nú eignar spann og verið að sinna ýmsu öðru, svo kíkir hann aftur á heimsmálin og hann upplifir það að það sé eiginlega öll leiktjöld að falla einhvern veginn. Já, eða svona, kannski sagði hann það ekki beint, en meira svona... Absúrtismi. Hann sjálfur ætti erfitt með að átta sig á hver leiktjöldin væru. Hver sagan er. Já, sagan er og framvindan og sérstaklega kannski þetta sem vorum að tala um við verandi hérna kannski má segja sérfræðingar í að tjá okkur eða svo leiðis og við öllu þetta borð og þú blaðamenn, listamenn, svona hvað sem erum að reyna að segja eitthvað svona samtíman að þú ert nú ekki kjaft stopp sem betur fyrr og ekki við heldur svo sem, en menn eru samt svolítið svona einhvern veginn varnarlausir gagvart einhvers konar svona merkingaleysi eða svona finnast ekki alveg vera hægt að bara skrifa eina góða grein eða gagnrýna hlutina það sé einhvern veginn farið dálítið svona skjön allt saman. Já, ég skil ekki alveg. Nei, ég er að meina það bara hvernig áttu að bregðast við sem sko það var nú alltaf talað þegar Pétur er að tala í fyrri heimstyrjöldinni, seinni heimstyrjöldinni og í uppgangi nasismans og kommunismans líka í austri, þá voru menntamenn og svona rithöfundar og listafólk var alltaf að hugsa hvað getum við gert, þetta verður bara svona stöðu spurning, hvernig getum við tjáð okkur, hvernig getum við haft eitthvað að segja, svona, hvers konar andspyrna er möguleg, hvers konar mótmæli hafa einhverja merkingu og hvað virkar og síðan hérna
og sumum tímabilum þá er það alveg klárt að það virkar bara að koma saman með skilti, öskra, sína andstöðu og kannski virkar það alltaf en það er svona, virðist vera stundum og að skrifa grein til ráðamanna, skrifa bréf til ráðamanna en það er aðeins, svo koma önnur tímabil sem ég finnst við vera svolítið núna pínlítið svona ráðaleysi, hvað er það sem að virkar í raun fyrsta? Í stuttamálið þá veit að enginn fyrirfram þannig að ef eitthvað vill mótmæla en bara ef það virkar að þá er það bara ekki í boði. Þú verður bara að byrja að láta í þér heyra og þú verður að berjast og þú verður að gera það sem að þarf. Svo kemur það bara í ljós hvað virkar. Því þetta er ekki einhver leið sem er fyrirfram þekkt og það er ekki hægt að heimta það að ég er til að taka þátt í pólitík og andófi en bara ef það virkar. Það er bara, held ég, sem bara ekki í boði. Nei, það er alveg rétt. Það þarf alltaf alltaf að finna bara upp okkur tíma, það er alveg rétt. Og kannski of margir sem að slá þennan, eða svona skýla sér á bakvið einhverja merkingalös og segja bara, ég get ekki gert það því það hefur hvort sem er engin áhrif, það er auðvitað svona uppgjöf, Það breytir einhver hvort að ég síðan að með, ég meina ein rödd breytir svo sem ekki neinu, þannig að fólk selur sér alls konar hugmyndur að taka ekki þátt, Og ég held að við séum að bara einfallega á þeirri stöðu í sögunni að þetta er bara ekki boðlegt lengur, Nú verður bara hver og einn að stíga upp. Það er að kannski óttast allir símtalið frá sögunni sem kemur og segir kæra Oddi að þetta er frá sögunni, nú ertu á þeim tíma þar sem allir skipta máli. Og ég veit að þú er óttast þetta símtal og ekki vilja fá það, en því miður þá er bara staðan svo að það er komið. Ég held að þessu þar. Og ég held að þessi kosningar í Frakklandi séu ágætis. Já, en ég meina, maður fær þetta símtal. Það var líka í Ítalíu og svo var það í Hollandi. En ég held alveg að það er margir sem að bara hafa, upplifa það að þeir hafi fengið slíkt símtal og fá það jafnvel á hverjum degi, en er engu síður svolítið í vandræði með að hvað er að gera, hvernig er að svara þessu símtali, hvert verður responsið, hvar liggur ábyrðin eða þannig, hvernig ætlar að rjúka út á torg eða ætlar að, ég held að séu svolítið margir í svona aðeins í því fáti og kannski hefur það alltaf verið, Það er aldrei, fullnægjandi svar sem að neitt fær. Þannig ef einhver er að bíða eftir fullvissunni að er það sem að ég ætla að gera, er það örugglega það sem ég ætti helst að gera. Það er ekki svarið. Nei, það er nú alltaf lægi samt að gefa sér kannski korter til þess að pæla í því hvort maður ætlar að rjúka niður að Alþingishúsi með hamar og brjóta rúðurnar eða hvort að það sé kannski ekkit endilega besta leiðin. Mér finnst alltaf lægi svona spökulur aðeins í því, En maður kannski ekki ætlar að spökulur í því í 20 ár. Nei, ekki verða eitthvað helvítis Hamlet, alltaf to be or not to be, endalaust. Jú, en er það ekki bara mega ekki alveg að því vorum að tala í þessu spjalli heimspekingana og það er ekkit annað hvort eða allir með því, það má alveg pæla og skrifa og ræða valkosti. Það er nett svona óþol oft gagnvart því, þegar það er einhver svona, nú þarf bara að gera, nú þurfum við bara að berjast gegn. Við verðum líka alveg að pæla í hvernig við ætlum að berjast gegn því og líka samt að gera eitthvað, hvort tveggja svona, þetta gengur í einhverju svona, það er eitthvað svona munstur. Má vera. Svo er þetta líka með tilboðsöguna, að það er, fólk endar oft í Hamlet eða í Getsemani. Getur ekki hringt í einhvern annan. Þetta er að hringi mig, sem er eiginlega nóttin hjá Jesú í Getsemani-garðinum. Það er ég endilega standið þessu vissinni. Getur ekki fengið bara einhvern annan í þetta. Herðu. Þetta varstu nú virkilega á léttunótunum í ég ætla við höfum eftir að gera margt í þessu þætti. Ég ætla að hringja núna í Guðmund Auðunsson í London, af því að það hefur verið kosið í Bretlandi á morgun. Það verður sögulega kosningar, kannski nokkuð ljóst hvernig þær munu fara og hvað afleiðingar að hafa, sem er kannski öðruvísi heldur en kosningar sem verða sunnundaginn í Frakklandi, sem er svona útkoman og breytingin á Frakklandi held ég að verði meiri heldur en að verður í Bretlandi.
Og ég ætla að fá þig kannski til þess að hringja með mér á eftir í Einar Má Jónsson. Þetta allt góðkunningjar þáttarins. Einar Már eiginlega fréttaritari samstöðurinnar í París og Guðmundur Auðunsson fréttaritari samstöðurinnar í London. Og við skulum skjóta inn smá símtölum. Já. Ég ætla að byrja á að hringja í Guðmund Auðunsson í London. Flott. Eftir augnablik. Allt það besta ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það betra. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Já, við ætlum að slá á þráðinn til London. Þar Guðmundur Auðunsson, hagfræðingur. Tilefnið náttúrulega að það verður kosið í Bretlandi á morgun. Hvað ekki alveg ljóst hvernig þessar kosningar enda, Guðmundur? Jú, það nokkuð ljóst, en það eru samt nokkur spurningamerki, sérstaklega hvað þarna, hvort að, hvað mörg þingsæti íhaldsflokkurinn nær, hvað mörg þingsæti verkefnaflokkurinn nær og líka spurningin minniflokkana, Reform, græningja og Liberal Democrats sem hvað marg þingsæti þeir fá. En ég held að sé nokkuð ljóst að verkamannaflokkurinn vinnur þessar kosningar. Spurningin bara hversu stórt í þingsætum talið. Já, eru allir og amma þeirra eins og sagt að senda frá sér kannanir þessa dagana og fylgi verkamannaflokksins svona frá 42% en allt niður í 36 sem að svona í sögulegu samhengi engin sérstakur árangur. Nei, það má taka til sem dæmi samanburð í kosningunum 2017 þegar að Jeremy Corbyn fyrstu kosningar hans að þá fekk verkamannaflokkurinn 40% atkvæða á mikið uppsveiflu sérstaklega í ungum kjósendum meðan íhaldsflokkurinn vann þær kosningar án þess að hann á meirihluta á 42%. Þannig að það sem hefur gerst ekki það að verkamannaflokkurinn hafi styrkt sig mikið. Þetta hefur hann styrkt sig með kosningarnar 2019 sem voru mjög sérstakar kosningar þar sem verkamannaflokkurinn fekk ekki nema 33% fylgi en á tapaði mörgum þingsætum. En það hrun íhaldsflokksins sem að mun skipta sköpum í þessum kosningum. Já, þar munurinn líka mikill, þar í sumum könnunum allt upp í 24%, oftast í kringum 20% en allt niður í 16% sem að kannanir segja til Nákvæmlega, ég sá til dæmis athyglisverða könnun í gær þar sem að verkamannaflokkurinn var á 39%, íhaldsflokkurinn á 23% ef ég man rétt og Reform á 16%. Þannig að það öllum líkindum verður svona Reform eitthvað milli 15-18%, íhaldsflokkurinn einhvers staðar á milli 20-25%, mér finnst það ólíklegt að þeir fari neðar en 20%. Þannig að það stefnir ekki í eins og var á ákveðnum tíma í kosningabaráttunni þá gat stemt í það að Reform yrði stærri en íhaldsflokkurinn í prósentulögum skilningi. Þeir eru aldrei stærri í þingmannatölu vegna þess að íhaldsflokkurinn með nokkuð örugg þingsæti. En það virðist ekki stefni í það en það alveg ljóst að hægri fylgið mjög klofið í þessum kosningum og kannski algjörlega vegna þess að Reform fær öllum líkindum 15-20% atkvæða, 15-18 kannski, raunhæfara. Og samanlagt mundi þá hægrið sem þá íhaldsflokkurinn og Reformflokkurinn vera með meira fylgi en verkamannaflokkurinn, eða svona álíka mikið. Já, en þá verðum við líka að telja græningjar sem teljast líklega lengst til vinstri eru kringu 6%, þannig að ef þú leggur það við vinstra fylgi þá það allir líkindum hærra heldur en samanlagt fylgi hægri flokkana tveggja. Við höfum verið að tala frönsku kosningar þennan af rauðaborðið svona undanfarið. Þar þjóðfylkingin fekk 34% fylgi og ef að væri ekki önnur umferð í frönsku kosningunum að þá hefði það dugað þjóðfylkingunni til þess að ná meirihluta miðað við svona bresk kosningalög. Það bara sá sem með mesta fylgi í hverju kjördæmi, hann fær þingmanninn. Og það það sem raunverulega mun gerast að verkamannaflokkurinn mun ná afgerandi meirihluta.
í gegnum 36, 37, það skiptir lengur málið, þóttu færi niður í 35 eða 34 að þau myndu ná yfirgnæfandi meirhluta vegna þess að atkvæði hinna dreifast mjög víða. Já, taka sem dæmi, það var ekki, verkamannaflokkurinn fékk ekki nema 35% fylgi í kosningunum 2005, en þá náðu þau samt meirihluta út á það. Þannig að þetta er eðli einmenniskjördæma, þetta er bara first past the post, það er að segja, sá frambjóðandi sem fær flest atkvæði, þú getur verið með, og það eru nokkur kjördæmi þar sem er svona three-way split, það er að segja 3 flokkar geta verið inni því, þannig að þú getur hugsanlega verið með einn flokk með 20.000 atkvæði, annar með 19.999 og annar með 19.998, sá sem er með 20.000 myndi vinna þær kosningar. Það sem að síðan við með frjálslynda demokrata sem að öllu líkindum munum stór auka þingmannafjölda sinn, þó svo að þessi ekkert að auka svo mikið fylgi, það eru ívið betri árangur núna en áður, en ástæðan er svo að þeir eru svona skæðari keppinautur við íhaldið í suðrinu og víðar, þar sem að reformflokkur Farage nær ekki nógu miklu fylgi til þess að geta ítt íhaldsmanninum af þingi. Það sem að frjálslyndir demokratar er eiginlega valkosturinn á móti íhaldinu frekar heldur verkamannaflokkurinn. Já, frjálslyndir hafa löngum stundað það, sérstaklega og gerðu þeir hófa að gera það á Blair-árunum, að þar sem þeir voru að keppa við verkamannaflokkin sem eru nokkur þingsæti, ekki eins og mörg og þeir eru að keppa við íhaldsflokkin, taka sem dæmi Cambridge, eru gott dæmi Oxford, þar sem þeir eru að vera að keppa við verkamannaflokkin. Þar hafa þeir tendensa til þess að vera með vinstri sinna kosningabaráttu og eiginlega tæklað verkamannaflokkin frá vinstri, en þar sem þeir eru að keppa við íhaldsflokkin, þar eru þeir keppa svona harða miðjupólitík til þess að ná til sín fylgi íhaldsflokksins. Og líka sem er eðli þessar kosningafyrirkomulags að flokkar eru mjög svæðisbundir hérna almennt í Bretlandi, en sérstaklega Liberal Democrats eða frjálslyndi lýðræðisflokkurinn, þeir eru aðalega sterkir í suðvestur og suðaustur svæðunum í Bretlandi og þar eru þeir að keppa við íhaldsflokkin. Sögulega er verkamannaflokkurinn ekki með mikið fylgi í Suður-Englandi fyrir sunnan London, suðaustan og suðvestan, nema í borgunum. Þá Exeter, Southampton og Brighton og slíkum borgum, þar hafa þeir verið með fylgi en ekki í minni bæjum og sveitafélögum. Og þarna eru miklir möguleikar fyrir frjálslynda lýðræðisflokkin að bæta við sig og ég held að hluti af því hversu mikið hrun íhaldsflokksins verður í þingsætum séð komið til með að verða vegna þess að hversu með margum þingmönnum þeir tapa til frjálslynda lýðræðisflokksins á þessum suðursvæðum vegna þess að þess lítur allt út fyrir það að verkamannaflokkur sé ná vopnum sínum aftur í bæjum, minni bæjum og millistórum bæjum í norðrinu sem þeir töpuðu til íhaldsflokksins mörgum 2019 í seinustu kosningum og þurrkaðu borgirnar. Það hafa þeir lengi gert. Corbyn þurrkaði upp borgirnar í 2019 þegar maður voru afar slæma kosningar fyrir verkamannaflokkin en samt þurrkuðu þeir upp fylgið í stærstu borgunum eins og London, Liverpool, Birmingham, Leeds, Liverpool, Manchester, öllum þeim borgum var verkamannaflokkur hélt stöðu sinni, sérstaklega í London, hélt stöðu sinni mjög sterk. Það eru minni bæirnir sem þeir eru að ná aftur núna og þetta svokallega rauða belti sem Boris Johnson náði fylgi, það voru svona minni oft fyrrverandi námubæir eða sem að höfðu alltaf kosið almennt verkamannaflokkin en voru mjög fylgjandi Brexit en þetta þeir verðast
hafa orðið allavega mjög það miklum vonbrigðum fyrir Íhaldsflokkinn að þetta fylgi kemur allt tilbaka til Verkamannaflokksins eða stefnir í það. En frjálslyndir munu bæta þingmönnum þeirra mun fjölga, það eiginlega það kemur öllum mikið á óvart ef að svo það ekki. En reform eða endurreisnarflokkur, Farage, þið svona víðast hvar túlkað sem sigurveri kosninganna. Það sá flokkur sem að stór eigur fylgi sitt lang mest. En þeir munu uppskýra til að fá að þingmenn. Hvernig verður þá staða þessa flokks og Farage eftir kosningarnar? Þetta mjög athyglisverð spurning. Sko, vegna þess að fylgi reform nokkuð jafndreift, reyndar eru þeir með miklu minna fylgi í borgunum heldur en í bæjunum. Það virðist þannig að þessi svona útlendinga fjandsamlega stefna þeirra virkar mest þar sem að engir útlendingar. Það hefur bara sögulega verið þannig. Þar sem eru flestir fólk af útlendum bergi brotnir eins og í London, Birmingham, Manchester og fleiri borgum. Þar reform tiltölulega lítið fylgi, meðan þeir eru með miklu meira fylgi í svona hvítum bæjum, sérstaklega í suðurhlutanum. En af því að þetta fylgi dreifist tiltölulega jafnt að þá gæti farið svo að flokkurinn fengi ekki eitt einasta þingsæti. Líklegt að þeim takist kannski að skrapa upp í 2-3 þingsæti, en það sem gerist eftir á verður mjög athyglisvert vegna þess að það mjög mikla deilur innan Íhaldsflokksins núna. Annars vegar milli þeirra sem að vilja fara eiginlega bara í populíska hægristefnu og taka þá Frakkland og Bandaríkin sér til fyrirmyndar og reform ákveðnuleyti birtingamynd. Farage til dæmis mikill stuðningsmaður Donald Trump og þessi armur ekkit ólíklegt að hann gæti náð undirtökunum í Íhaldsflokknum og þá enn athyglisverð spurning. Mun þá reform sem maskína og aktivistar vera til dæmis tilbúni til þess að fara inn í Íhaldsflokkinn og gæti til dæmis Farage orðið kosin formaður Íhaldsflokksins. Þetta allt möguleikar sem til í myndinni vegna þess að Íhaldsflokkurinn hefur þrátt fyrir allt með mjög svona sterkt vörumerki, brand og það mjög ólíklegt að honum verið út fyrir nýjan flokk, það að segja reform taki yfir algjörlega, en það meiri líkur að þessi tendens í pólitík taki yfir Íhaldsflokkinn. Það hefur ekki gerst síðan í upphafi síðustu aldar þegar Verkamannaflokkurinn ýtti frjálslyndaflokknum til hliðar að nýr flokkur hafi náð að festa sig í sessi í Bretlandi. Þannig að breskir íhaldsmenn munu meta sig svo að við ætlum ekki að fá sömu örlög og gólistar fengu í Frakklandi. Heldur ætlum við að umbreyta okkur í þjóðfylkinguna og verða nýji íhaldsflokkurinn og bjóða þannig fram. Það finnst mér líklegra heldur en það en svo auðvitað til í því. Það hefði enginn sagt fyrir svona 5-10 árum þó að Le Pen flokkurinn í Frakklandi hefði verið í uppsveiflu. Það hefði enginn getað sagt það fyrir að hann myndi að hið sterka klassíska hægri sem búin að hafa flesta fossfeta í Frakklandi eftir stríð að það eiginlega þurrkað út og það var þurrkað út bæði frá miðju og frá hægri. Það að segja Macron tók yfir miðjufylgi þeirra og Le Pen tók yfir hægri fylgi þeirra. Þannig að sá flokkur ekki nema svipur hjá Sjón eitthvað 7-8% fylgi ef ég man rétt og Le Pen og hægri fylking hennar eiginlega raun og verið að taka yfir það. Það þetta mögulega slíkt gerðist í Bretlandi en mér finnst samt líklega vegna þess að það mjög sterk öfl innan Íhaldsflokksins sem bara algjörlega sammála að Farage en ætla samt að og Íhaldsflokkurinn búin að vera að reka ákveðna hræðslu áróður í þessum kosningum að ef að menn kjósir í forma þá séu þeir að kjósa Verkamannaflokkinn, svona klassísk taktík
Og þetta virðist hafa virka vegna þess að á tíma leit út fyrir að Reform gæti jafnvel fengi jafn mikið fylgi og íhaldsflokkurinn, en það verður aðeins snúist við. Og þetta hafa þeir keyrt á þannig að flokksmenn íhaldsflokksins eru að stórum hluta ekkert fráhvarfir stefnumálum Reform, en það sýnir það sig að stór hluti af fylgi þeirra tilbúið til þess að þrátt fyrir einmenniskjördæmin að kjósa flokk sem að það veit vel á litla möguleika að fá marga þingmann. Rök Farage hafa verið þau að það ekki ég sem að búa til sigur Verkamannaflokksins, þið voru búin að tapa stöðunni til Verkamannaflokksins áður en að Reform tilkynnti eins og framboð, þannig að nú tækifæri til þess að kjósa hvaða stefnu þið viljið að hægri fari raunverulega í Bretlandi. Þannig að ef ég umorða það sem að mér heyrist hann vera að svara þessari gagnrýni. Þetta alveg rétt og hann hafði alveg rétt fyrir sér að íhaldsflokkurinn var orðið mjög svona var hrunin og þetta má rekja til þess að hann verið aldrei jafna sig á því sem að gerðist þegar Liz Truss var forsætisráðherra styttri tíma heldur en Kálhaus endist eins og frægt var og henni tókst gersamlega að jarða það sem að íhaldsflokkurinn átti eitt eftir. Það var að þeir voru gátu alltaf veifa því að þeir væru betri eða héldu því fram og fólk trúði þeim, allavega meirihluti kjósenda trúði þeim, að þeir væru betri í að fara með efnahagsmál. Og þar sem að Liz Truss rústaði þessu hjá þeim, að þá var orðið ekkert eftir nema populismin og þannig að við erum búin að vera að horfa á kosningar inn í Bretlandi þar sem íhaldsflokkurinn er raun og vera að keyra sömu populísku málunum og Reform. En í raun og vera með því að gera það. Svipaði þekkjum þetta frá. Já, með því að gera það að þá eru þeir raun og veru sama og gerðist í Frakklandi að hægri menn voru að reyna að koma í veg fyrir fylgistap yfir til íhaldsmanna til Le Pen úr íhaldsflokknum að þá eru þeir að gera þessari svona populísku mannfjandslegu og útlendingahata stefnu Reform miklu hærra undir höfði. Þannig að í raun og veru þá eru þau bara menn, núna virðist vera allt í lagi að kjósa frá svona worst instinct, þar að segja, menn það kraumar stundum það stutt, hjá mörgum kjósendum í Bretlandi það var hansi stutt í rasisman. Og þegar að búið að gefa svona ákveði leyfi með kosningabaráttu íhaldsflokksins að gera það, að þá sér fólk ekki hversu ekki að kjósa orginalinn, þar að segja Farage. Við þekkjum þetta hérna frá Íslandi sem að þegar að Sjálfstæðisflokkurinn ákveður að taka svolítið upp stefnu Miðflokksins og Miðflokkurinn heldur í fram að hann sé raunverulega ekta Sjálfstæðisflokkur að þá sjáum við einmitt þennan fylgisveifluna fara frá Sjálfstæðisflokknum til Miðflokksins en ekki til þess að styrkja Sjálfstæðisflokkin sem að veikist og veikist. Þetta nákvæmlega það sem gerist. Og það sem að þau erum að tala hægrið sem náttúrulega kannski tíðindin það sem að breytingin í kosningunum. Við gætum nefnt hérna spillingamál sem hafa veikt skoska þjóðarflokkin en allt leiðir þetta til þess að verkamannaflokkurinn mun vinna sögulegan sigur í þingmönnum talið þó svo hann sé ekkert að slá neinn met í fylgi. Þá munum við fá ríkisstjórn Keir Starmer sem að tekur við af ríkisstjórnum íhaldsflokksins þar sem hefur verið skipt aftur forsætisráðherra og leiðtoga og þjóðin orðin svolítið langþreytt á íhaldinu og vilja losna við íhaldið og það kannski svona takturinn svolítið á baku þessar kosningar líka. En við fáum ríkisstjórn sem að kannski, það ekki það eins og fólk hafi verið að velja hana að þetta sé ríkisstjórn sem að byrjar í einhverjum stórkostlegum meðbyr eða hvers konar hveitibrauðsdaga mun þessi ríkisstjórn Keir Starmer fá? Það nefnilega mjög athyglisvert að það öllum líkindum þetta eru mjög merkilega kosningar að því leyti að alla skoðanakannanir á skoðunum fólks, það ekki segja hvað þeir eru alltaf að kjósa, heldur bara almennum pólitísku skoðunum fólks, það að fólk vil ganga miklu lengra heldur en forysta verkamannaflokksins tilbúin til að gera. Þannig, og meira segja þeir hafa líka gert kannanir, ég var að skoða einast líka, að 80% kjósenda verkamannaflokksins býst við því að það eigi eftir að auka töluvert framlög til innviðan og ríkisbatterísins
að miklu fjármagni verði veitt inn í miklu meira fjármagni verði veitt til sveitarfélagana, miklu meira fjármagni verði veitt inn í heilbrigðiskerfi og þetta eru væntingar kjósenda verkamannaflokksins. En Starmer og klíkan í kringum hann eru raun og veru búin að binda sig fjárhagslega í því að þetta verður mjög erfitt. Þeir eru búin að lofa að hækka ekki nema einhverja svona minniháttar skatta, þannig að þeir eru eiginlega búin að binda sig á kláfa fjármálastefnu íhaldsflokksins seinustu 14 ára. Þannig að það er mjög líklegt að vera mjög mikil vonbrigði með út frá væntingum og þá kemur spurningin þá er ákveðin hætta. Þegar Macron kom inn að þá var hann talinn var hann nokkuð vinsæll og var talinn að hann væri svona mjög capable stjórnandi á miðjunni, en svo fór hann að keyra bara harða nýfrjálshyggjustefnu sem gerði það verkum að væntingar þeirra sem kusu hann miðað við það sem að ríkisstjórnin framfylgdi, það var mikið bil þar á milli og þetta hefur leitt til hruns Macrons miðjunar og aukist fylgi töluvert í popúlíska hægrinu og líka í róttækari vinstrinu. Og þá það spurningin, þetta gæti mögulega gerst í Englandi að verkamannaflokkurinn að það væntingarnar verði það miklar að fólk verði fyrir miklum vonbrigðum og það muni leiða til polariseringar í pólitíkinni sem að hafa gerst í Frakklandi. Þetta auðvitað bara svona vangaveltur inn í framtíðina, en þetta geti mögulega gerst vegna þess að skoðanakannanir svart á hvítu sýna það að væntingar kjósenda verkamannaflokksins eru miklu róttækari heldur en loforð og stefna forystunar. Svo það líka, maður sér það í könnunum þegar það verið að mæla svona traust á stjórnmálamönnum að Keir Starmer, það er kannski 20% sem að bera til hans traust og hafa trú á honum, en svo eru kannski 2,5 fleiri sem að hafa ekki traust til hans eða hafa enga trú á honum. Þannig hann mun byrja sem forsætisráðherra á svona 9 tímabili, þannig að íhaldsflokkurinn að fara frá eftir 14 ár. Þannig hann byrjar kannski á svona veikari stöðu en maður myndi ætla þegar að verða svona straumkörf í stjórnmálunum. Þetta eru eiginlega má segja fyrstu kosningarnar sem ég man eftir í Bretlandi, þar sem að allir stjórnmálamenn eru óvinsælir. Allir leiðtogarnir eru óvinsælir, það er bara mismunandi mikið. Allir leiðtogar íhaldsflokksins, allir helstu ráðherrar íhaldsflokksins eru gífurlega óvinsælir. En leiðtogar verkamannaflokksins eru alls ekki vinsælir heldur og Starmer varla hann skrýði í positíft. Það er að segja þegar þú tekur þá sem að hafa ekkert álit á honum versus þá sem hafa mikið álit á honum og allt þar á milli, hann er í kringum nullið. Meira að segja, en aftur á móti er svona flest, það er andstaðan við hann er minni, sérstaklega pólitískum andstæðingum heldur en til dæmis með Corbyn sem var miklu polariserandi. En aftur á móti var Corbyn dáður á stórum hluta almennings í Bretlandi og var mjög elskaður leiðtogi, þá var maður hataður líka og kosningunum 2017 sem eru bara 7 ár síðan að þá fekk fólk, sérstaklega ungt fólk fekk von í pólitíkinu og þetta verðist hafa horfið alveg með Starmer forystunni að sérstaklega ungt fólk kemur til með að kjósa allir líktigjöndum verkamannaflokkin en með hangandi haus. Og þetta er ólíkt því þegar að svona miðjusækjandi verkamannaflokkun náði sigri. Nú er ég að ganga út frá því að verkamannaflokkurinn vinna og ég held að það sé ekkert sem getur breytt í. Að Tony Blair var gífurlega vinsæll í upphafi kjörsins en aftur á móti er hann mjög óvinsæll í dag vegna þess að meðal annars með þessa væntingaginnungargap er það að væntingarnir voru miklu meira en hann gerði á endanum. En Starmer byrjar ekki einu sinni með þetta.
Og Macron var vinsæll í upphafi. Sko, Starmer ekki einu sinni að byrja með þetta. Fólk að kjósa hann sem skástakostin, frekar en að kjósa hann vegna þess að það hlakki til að Keir Starmer verði næsti forsætisráðherra Bretlands. Þetta kemur allt í ljós á morgun. Það má vera, sem að stundu gerist, að kannanir ná ekki utan sveiflu og það erfiðara fyrir kannanir að ná utan sveiflu eftir því sem eru meiri og það hefur líklega sjaldan verið kosið í svona meiri óvæntri deiglu stjórnmálana heldur en einmitt í Bretlandi á morgun. Þannig að það verður spennandi að sjá hvað kemur upp úr kjörkössunum þó að við svolítið tölum eins og það sé ljóst að þá það ekki alveg þannig. Það getur verið að það komi fram eitthvað óvænt upp úr kjörkössunum. Það til í því og sérstaklega að sko þingmannafjöldi þó að það sé nokkuð held ég ljóst að verkamannaflokkurinn vinni góðan sigur að þá getur sko sveiflan verið allt í 100 þingmenn saman því íhaldsflokknum. Íhaldsflokkurinn getur dottið niður í 2 stafa tölu í þingmannu en getur líka verið í nála 200. Þannig að og frjálslyndi sem ekki með nema 10 þingmenn núna, þeir getur stokkið upp í 40 en þeir getur líka farið bara upp í 18. Þannig að það eru margar sko óvissuþættir inn í og Reform gæti allt í einu dottið inn ef að þeim tekst á ákveðnu svæðum að ná umfram landsfylgisi sem að þeim hefur gengið erfiðlega, að þá getur þeir dottið inn með kannski 10 þingmenn en þeir getur líka verið með hingan. Þannig að það ákveðin spenna í þessu held ég. Þó að ég held að þessi þurfi himinn og haf þurfi að farast áður en að verkamannaflokkurinn nægi ekki meirihluta. Við sjáum til, ég heyri þér eftir kostingarnar, Guðmundur, kæra þakki fyrir að koma hingað inn á Rauða borðið. Endilega, þá getum við greint og þá étum við upp það sem við höfum sagt rangt í þessu viðtali. Ok, kæra þakkir, en við ætla að halda áfram hérna við Rauða borðið og þátturinn heldur áfram, þessi sumarútgáfa á Rauða borðinu. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Við ætlum að hringja til Frakklands í gegnum Zoom. Þar Einar Már Jónsson, prófessor. Einar, heyrðu mér? Ég heyri vel í þér. Heyrðu, hvað að gerast hérna með Frakkland? Það slitni í sundur eða eru hinn illu öfl að taka það yfir? Það alveg óvíst eins og nú ég get sagt þér það að þegar á kvöldi kosningadags í fyrrumferðinni þá fóru fréttaskýrendur að reikna út hvaða marga þingmenn hver flokkur geti fengið eða hver fylking geti fengið og það var mikil þetta var mjög sveigjanlegt því það var náttúrulega erfitt að reikna þetta út en hvað marga þingmenn sem þessi þjóðarfylking Marine Le Pen myndi fá, þá myndi hún ekki fá hreinan meirihluta. Það var niðurstaða þeirra af kvöldi kosningadags. En morgun eftir á mánudagsmorgun þá var komið annað hljóð í fréttamenn og þá var því haldið fram að það gæti vel gert að Marine Le Pen fengi hreinan meirihluta og það þyrfti mjög harða baráttu gegn henni til að koma í veg fyrir það. En þannig að það virðist vera dálítill gluggur í mönnum núna út af því að þessi kostur sé fyrir hendi. En í spjalli ykkar hérna daginn, það hálfu mánuður, þá varst þú búin að vísu spá. Þú heyrir ekki mér, ekki mér núna? Nú heyri ég þig. Já, betra að tala í hljóðnemann. Já, í spjallinu hérna við ykkar Gunnar Smára daginn, þá varst þú einmitt að segja að það væri bara mjög líklegt og væri mögulegt að svona færi. Þannig að þú ert komið með svona spádómsstöðu. Nei, almenningur núna virðist gera ráð fyrir því að svo gæti farið að Marine Le Pen fengi hreinan meirihluta. Það einn kosturinn. Ef að Marine Le Pen fær ekki hreinan meirihluta, þá bara reynilega ekki lengur hægt að stjórna Frakklandi. Því þá enginn með meirihluta. Og þessar þrjárfylkingar hafa hingað til verið svo andvígar að það óhugsandi að það geti komið sér saman nokkur tveir. Þannig að það mjög erfitt að spá niðurstöðuna.
Nú virðist eitt þó allavega ljóst að Macron búinn að vera, ef svo má segja. Hans ferill á enda. Hann hefur allavega þingið ekki með sér, alls ekki, hann mun alls ekki hafa það með sér og hann búinn að missa stjórn á sínum eigin flokki. Það eins og þessi hans flokksmenn vilji helst sem minnst af honum vita. Og hann hefur heldur uppi ekki neinum aga. Ef hann vill koma einhver ákveðni línu á, þá eru aðrir bara heila móti. En talandi spádómsgáfu að nú þarf spámann sem að getur séð inn í huga kjósenda því að kjósendur eru bara ólíkir og standa frammi fyrir ólíkum kostum. Í einhverju kjördæminni getur verið þannig að ég kaus fylkingu Macron en núna mun ég standa frammi fyrir vali á milli þjóðfylkingarinnar og kannski frambjóðanda frá flokki Mélenchon. Og hvernig mun ég bregðast við? Mun ég segja að það þá skömminni skárra að hafa sterka ríkisstjórn, meiri hlutastjórn þjóðfylkingarinnar, heldur en eitthvað glundróða frá miðju til vinstri. Ég menn það er eiginlega ómögulegt að sjá hvernig ólíkir kjósendur bregðast við ólíkum kostum. Það vissulega rétt, sko. Það má ekki gleyma einu, sko, hvernig fransk stjórnmálakerfi virkar. Sem sé það eru einmenningskjördæmi að sjálfsögðu. Eftir í fyrstu umferð hafa nokkrir náð kosningu strax þar þeir fengi hreinan meirihluta og þá eru þeir kjörnir. En í öðrum kjördæmi þá eru tveir, sko þá í aðra umferð geta þeir boðið sig fram sem fá meira en 12,5% af mönnum sem eru á kjörskrá. Það segja öllum kjósendum. Og þá fer það nú oft svo að það séu tveir í kjöri og þá getur það alltaf bröð til begja vona fer eftir stuðningu sem hvorum sinn hefur í þessu ákveðna kjördæmi og það fer þá eftir aðstæður. En svo ber það alloft við og miklu oftar núna heldur nokkuð tíma fyrr að það séu 3 sem geti farið í aðra umferð og jafnvel einstaka sem 4. En þá var það stefna sem menn tóku vinstri sem var boðuð að ef að 3 í kjöri þá skuli sá sem þriðji í röðinni draga sig í hlé og styðja þann sem getur þess að felt mann frambjóðanda úr fylkingu Le Pen. Og það var talað, vinstri menn hafa talað það einum rómi að aðalatriði nú sé að koma í veg fyrir að Marine Le Pen nái meirihluta. Þannig að ef að vinstri maður í 3. sæti, þá skulle hann draga sig í hlé og beina kjósendum og kjósa þann sem hæfast, sem hinn þann frambjóðanda sem andstæðing Le Pen. Og nú, þetta var stefna vinstri manna strax eftir kosningarnar fyrir umferðina og nú virðist sú raunin hafa orðið á að allstaðar eða nánast allstaðar þar sem að vinstri maður var í 3. sæti, þá dregur hann sig í hlé og hvetur kjósendur sína til að kjósa andstæðing þjóðfylkingarnar. Á hægri vængum hefur þetta verið miklu óljósara. Þar eru menn, það var sumir haldið við fram að það eigi kjósendur hægri mannar sem í 3. sæti skuli draga sig í hlé fyrir vinstri manni þá kjósenda og til að fella þjóðfylkinguna en aðrir hafa verið andvígir og sumir hafa á stefnu að þjóðfylkingin annars vegar og vinstri menn hins vegar alþýðufylkingin nýja að þeir séu svona álíka vondir og eigi að stýra hvorugan og umfram allt menn að halda því segja að það eigi fyrst og fremst að fella mann sem úr þessu flokki Mélenchons. Það eru margir flokkar í þessu bandalagi vinstri manna og flokkur Mélenchons einn af þeim og að ég held stærstur. Betri kostur að fá þjóðfylkinguna heldur en einhvern frá flokki Mélenchon. Já, þeim flokki Mélenchons eru valin flest ónefni sem völ á þessi gyðingahatarar stuðningsmenn Múhameðstrúar og Guð má veita hvað sko
þannig að sjá til nefnilega að flokkur Melansons hefur nú tekið við því hlutverki sem kommunistaflokkurinn hafði áður fyrr að vera óalandi, óferjandi og ókjósandi. Það grílan og margir hægri menn tala á þann veg að það að kjósa þessa vinstrifylkingu sé í raun og vera að gera Melansson að forsætisráðherra og það var alveg voðalegt og það var alveg standi á milli Bardella sem foringi Le Pen flokksins og Melanssons og Melansson orðin eitthvað svona gríla en í raun og veru hefur það ekki komið til tals að hann verði forsætisráðherra ekkert frekar. En Einar, finnst þér þetta að vera svona kunnuleg samræða í Frakklandi eða er þetta ólíkt? Nú til skrifaður þessa stórkostlegu bók 68 hreyfinguna og öll þessa mótmælu öldu og þú varst þarna blaðamaður, ungur og nú ertu á vettvangi líka. Finnst þér vera svona ólga eitthvað svipuð og þá? Og finnst þér umræðan vera... Allt önnur staða komin upp núna, allt önnur staða. En það menn náttúrulega hræddir við þessa menn sem yst til hægri. Þetta mjög undarleg staða að segja að flokkur Le Pen, sem var nú stofnað af gamla kallinum Le Pen, sem faðir Marine Le Pen, og þá var hann allra yst til hægri grímulaust. Þetta gamli kallinn Le Pen, hann var gyðingahattar og var og sennilega og lét oft frá sér fara orð sem hleyptu mjög illu blóði í almenning. Og hann var náttúrulega líka eins uttalega til hægri og hægt var að fara. Stefna Marine Le Pen, dótturinnar, þegar hún tók flokksnum var að afdjöfla flokkinn, eins og menn segja hér á landi. Og eitt af því sem það var að slíta tengslin við þannan uppruna. Mörg þau mál sem voru ofarlega á baugi þegar flokkur var stofnaði nú bara horfin úr sögum, þau eru ekki lengur á dagskrá. En það var náttúrulega gyðingahatrið er ennþá til, gamla gyðingahatur, og markmið Marine Le Pen var að þvo þetta gyðingahatur af flokknum. Svo mjög að Serge Klarsfeld hinn annálaði nasistajagari segir að ef valið standa á milli flokks Le Pen og vinstri fylkingarinnar þá myndi hann kjósa Le Pen. Þessi gyðingavænni. En hins vegar annað mál og þótt að Marine Le Pen hafi viljað afdjöfla flokkinn með því að þú af honum versta kynþáttahatrið, að þá nú margir þingmenn sem hafa haft yfir orð sem eru alveg í stíl gamla flokksins eins og það var áður. En hvað mun gerast ef að þjóðfylkingin nær meirihluta á þingi og Bardella verður forsætisráðherra og mynda sína ríkisstjórn? Hvert vill þessi flokkur fara? Því svona alltaf utanfrá séð er að stundum erfitt að átta sig á því. Það er ógerningur að spá fyrir það. Stefnuskráin er loðin. Þeir hafa, Marine Le Pen lítur svo á að helsta kosningaröksemdin sé óánægja almennings. En svo má ekki gleyma einu. Ef að Marine Le Pen flokkurinn skyldi nú ná meirihluta, þá það bara áfangi í augum Marine Le Pen. Því hún stefnir miklu lengra, hún stefnir að því að fara í forsetaframboð eftir 3 ár og vera kjörinn forseti landsins. Og þá fyrst finnst henni að flokkurinn sé búin að ná völdum. Þetta er bara eitt þrep í stiganum. Flokkurinn hefur allan hagað því, hún sjálf, að vera heldur hófsamur, koma í veg fyrir ólgu og svoleiðis. En hvað gerir þetta? Þannig á stefnuskráni það að í félagsmálum skuli frakkar alltaf standa, vera fremsti, vera fyrir. Það segja ef að við úthlutun félagsíbúða til dæmis, þá skuli frakkar hafa forgangsrétt og innflytjendur og menn sem ekki frakkar skuli sitja á hakanum.
þetta eitt sem hún hefur haft þetta eitt af því áa sem hún hefur alveg skýrt í tali. En þetta brýtur hún í bága við stjórnarskrám. Þannig að það verður erfitt að koma því fram þótt hún hafið það orði. En það náttúrulega að þetta getur höfðað menn til mannar sem eru óánægir og ímynda sér að vandamálin standa því hvað hér sé allt fullt af innflytjendur sem að hirði alla skattpeninga þeirra. En það ekki líka vinstri hreyfingin að afdjöfla sig svolítið til þess að koma sér saman, því nú þetta svona frekar óljóst. Af því þú segir hérna, ég var að finna í hvaða bók hérna af þessum ágætu bókin Örlagaborginni eða bréf til Maríu, þá segir að það þurfi eiginlega að beita hvítagaldri gegn svartagaldri frjálshyggjunnar, ef það rétt með farið hjá mér. Verður ekki einhvern veginn vinstri hreyfingin svolítið að fara í einhvers konar afdjöflun líka eins og Þetta má nú vera, þetta eitt sem verður aðtuga. Nú því mjög haldið á lofti að þessi vinstri menn séu gyðingahatari, en hvað að vera gyðingahatari núna? Í raun og veru nægir að sýna Palestínumönnum samúð. Ef maður gerir það, þá maður orðinn gyðingahatari. Já, en fyrst einar mál, ekki geta vinstramenn ekki, engin almennileg umræða þarna núna í Frakklandi sem maður hélt að vera, ekki hægt allumis leiðrétta þann ömurlega misskilning að það sé gyðingahatari. Hvernig finnst þér umræðan vera svona málefni? Hún kolruglu, sjá til að Nobelskáldið hvað heitir hún rithöfundur sem nú vel lesið Annie Ernaux. Já. Hún styður málstað Palestínumann og ekkert annað og hefur sýnið þetta og það næði til þess að einhverjir menn fóru að tala í útvarpið það að hún væri gyðingahatari. Og veltu því og þá ef hún var gyðingahatari þá hlaut hún að vera gyðingahatari frá blautu barnsbeini og menn fóru að velta því fyrir hvað hún hefði heyrt talað í uppvextinum. Þannig að þetta vinstri hreyfingin klofnar svolítið í afstöðu til þjóðarmálsins. Já, hún klofin vegna þess að þessi flokkur Melansons hann hefur stutt við láta Palestínumanna en það ævagömul hefð með að sósíalista að sýna Ísraelsmönnum samúð. Þannig að þetta raun og veru, þetta klofið og ástandið eiginlega mjög slæmt núna og þetta virðist vera ekki fylgja neinum rökum lengur og það bara orði sem nægir, gyðingahatur, bara nota það orð flokk Melansons og menn sem eru langt til vinstri og sérstaklega þó búnd fólk að það nægir, það engin umræða. Ég að vonast til þess að einhver maður komi upp, rísi upp og segja hátt og snjallt að það að styðja málstaða Palestínumanna ekki gyðingahatur. Það allt annað fyrirbæri, það allt önnur staða komin upp núna, en það virðist ekki hægt. Má ég aðeins spyrja aftur út í hvert þjóðfylki gæti farið með Frakkland. Það sem þú varst að lýsa áðan að það væri eiginlega 2 þjóðir í landinu, annars væri innflytjendur og kannski líka þeir sem eru með tvöfalt ríkisfang og svo hins vegar þeir sem eru þá ekta frakkar. Þetta hljómaði eins og lýsing á svona aðskilnaðar ríki, Ísrael eða Suður Afríku. Þetta í umræðinu allt saman einfaldað mjög en það ekki hægt að þetta eiginlega miklu flóknara. Fyrir nokkrum áratugum þá stemdu frakkar að því að fá vinnuafl frá Norður Afríku inn í landið og þeir halda bara atvinnuvegunum uppi, fá allsir búa til að vinna í verksmiðjum. Nú síðan eru margir áratugir og þessir menn væntanlega búin að fá franska ríkisborgararétt og allavega eiga þeir afkomendur sem eru franskir ríkisborgarar, þannig að raun og veru eru þeir frakkar eins og hverjir aðrir og svo náttúrulega bætast við svo koma nýjir innflytjendur sem eru kannski ekki löglegir. Þannig að þetta ansi flókið mál. Ég held að margir frakkar þeir sitja þetta allt undir sama hattinn. Að þeir sjá
þeir sjá að menn sem eru óerðasettir kannski í útkverfum og þeir séu þetta eru innflytjendur, en þessir óerðasettir í útkverfum eru kannski frakkar alveg eins og þeir sjálfur. Annarri og þriðju kynslóð jafnvel. Af annarri eða þriðju kynslóð jafnvel. Já, allavega annar og jafnvel þriðju kynslóð. En það virðist vera byrjuð örlítil, það virðist vera komin einhvers konar svona mótmæla alda af stað, strax bara að kvöldi kosningana þá sópuðust menn saman á Republiktorginu. Heldur þú ekki að frakkar geti líka svona ef illa fer sýnt tennurnar og rifja upp gamla svona mótmæla takta og andspyrnu takta? Það má vera. En það má ekki gleyma því og það sjálfsagt aðalatriði málsins að á bakvið þetta allt mjög djúp óánægja almennings og þessi óánægja á sér alveg skýra rætur en þeir sem að verða fyrir að vera undir í þjóðfélaginu, þeir hafa kannski sína túlkun sem á allt önnur staðreyndir. Kjarni málsins þá að undanfarna áratugi hefur verið haldið upp í mjög stífri frjálshyggjustefnum og sem miðar að því að til dæmis að einkavæða allt sem hægt að einkavæða, jafnvel þótt að ríkið býði mikið tjón af því og sömuleiðis að reyna að draga allar tennur úr verkalýðsfélögum, eða bara rýta þeim til hliðar og fyrir bragðið þá hefur að kjör almennings versnað mjög og það bæði til dæmis að það orðið miklu meiri munur á ríkum og fátækum og tekjur ofur auðkýfinga rjúka upp úr öllu valdi. Nýlega var sagt frá því fréttum að einn ofur auðkýfingurinn hefði fengið 300 milljónir evra í árslaun árið 2023 og svo annað þessu önnur afleiðing frjálshyggjunnar, hún svo að draga sem allra mest úr opinberri þjónustu. Og það leiðir til þess að skólar eru óleyst í skólakerfið og tala ekki sjúkrakerfið sem alveg hryllilega illa á sér stað og þetta bara afleiðing af þessari frjálshyggjustefnu, einkavæðingu og því að reyna að draga sér allra mest úr þjónustu. En þá var hægt að fá almenning til að ímynda sér að þetta stafi af innflytjendum, og að flytja vandamál að búa til meira og minna ímynda vandamál til þess að fela raunverulega vandamáli og náttúrulega þegar spurningin það hvort að afdjöfla vinstrimenn eða ekki og þeir líta svo á að flokkur Melansons einhver samsafn af einhverju djöflum þá má ekki gleyma því að kjarni málsins nú að losna við frjálshyggjuna. Það ekkert að vera róttækari eða miður róttækur, það aðalatriðið það að gera það sem þarf til þess að losna við frjálshyggjuna. Það meðal þarna reyna að bæta kjör almennings og stemma stigu við ofurauðkýfingum og endurreisa opinbera þjónustu. Það kjarni málsins. Hvað stefna þjóðfylkingarinn í þessum málum? Þjóðfylkingin hún mun ekkert skrúa ofan að nýfrjálshyggjunni og það má líka bæta kannski annarri spurningu það sem að mun ráða því hvort að hún nái völdum eða ekki hver að vera afstaða auðvaldsins að auðvaldi farið að styrkja þjóðfylkinguna til þess að verja auðsins sem að hún náði undir sig á tímum nýfrjálshyggjunnar. Sem sé þarna að forystumenn þjóðfylkingan og Marie Le Pen þá í fararbroddi, þeir að reyna að fá stöðning atvinnurekenda. Kannski það nú gengur það misjafnlega vel en þeir leggja allt kapp á það og vera það eins og Marie Le Pen vilji vera business friendly eins og sagt það þýðir að fara bara eftir hagsmunum þessara auðkýfinga yfir. En Einar Már, ef að þú myndir fara út á torg og mótmæla sem sagt frjálshyggjunni, heldur þú að það kæmi margir til þín og mótmæltu með þér eða heldur að raunverulega það sé svo óljóst orðið hverju menn að mótmæla að það kannski að frjálshyggjan bara sleppi við. Ég nú kannski ekki nógu fljótur að hlaupa en það alveg ljótt að ég finnst að menn eru búin að gleyma meira og minna frjálshyggjunni. Það náttúrulega talað þau umhverfum en menn átta sig ekki á því að hún aðal vandamálið.
og óvinsældir Macron stafa að því að hann hefur haldið frjálshyggju stefnu til streitu. Já, en menn kannski tala ekki það sem slíkt það? Það er ekki Nei, það er ekki talað það sem slíkt, sko. Það er talað það að það þurfi að engavæða En er engin miðill, finnst þér ekki vera neitt miðill, engin fjölmiðill eða penni og svona skrif og umræða? Það eru fyrir að finna rithöfund að skrifa bækur þetta. Það finnur maður greining, en það er ekki alveg skýrt í fjölmiðlum. En þá getum við nú bent á þessar bækur þínar, Einar, sem eru mjög góðar þá, frjálshyggjuna. Það eru nú gamlar, það eru nú orðnar gamlar. Nei, en þær eru nefnilega alveg, því miður eru þær alveg sígildar. Eiga en við. Já. Þannig að við þurfum að lesa, ég var að lesa hann aftur hérna Örlagaborgin og það væri nú gaman að ræða við þig, svona bara byrja þessa afdjöflun frjálshyggjunnar með einhvers konar hvítagaldri. Við getum alveg aðtuga það, sko. En þetta var náttúrulega, það hefur náttúrulega margt breyst, sko, og sko, spurningi þetta, sko, maður hélt á tímabili að menn væri að reyna að bæla frjálshyggjuna bólinni í burtu, en það ekki verið, sko, fyrst eftir hrunið þá sögðu menn, sko, þá virtust Hayek og Milton Friedman og þeir vera gjörsamlega úreldir, þeirra spádómar, þeirra kenningar höfðu reynst rangar og þá komst út Keynes aftur á dagskrá, en svo gleymdist það, svo frjálshyggjumenn skriðu þannig í holur fyrst eftir hrunið og svo fór rektor Óli að skriða aftur og treysta sín tök á stýrishófunum. Getur þú kannski sendt okkur nöfnin á, eða kannski við getum skrifast á, fá nöfn, það er gaman að lesa bækur þessara rithöfunda sem að skrifa frjálshyggjuna? Já, ég er nú ekki með það á kollinu núna, sko, ég vil að lesa talsverð af þeim, sko. En þessi tengsl á milli, sko, nýfrjálshyggjunar sem að brýtur niður samfélagið og svo uppgang nýhægrisins, við getum kallað svona uppgang fasismans að nýju. Þú lítur á þetta sé algjörlega tengt að ef við keyrum nýfrjálshyggjuna í 30-40 ára þá munum við uppskera einhvers konar fasíska flokka. Það er ekki gott, þetta sko upphaflega þessi stefna til hægri og frjálshyggja, þetta nú tvennt ólíkt. En það er eins og þeirra hagsmunir farið saman. Til dæmis ef að þessi, sko, sem kallaður illiberalismi, sem sagt hálfgert einræði, það henta frjálshyggjumönnum mjög vel. Ég held að hvað var ekki Milton Friedman eða Hayek sem sögðu það, sko, að lýðræðið var ekkert aðalatrið, það var bara efnahagsstefnan, sko. Og þannig hann spurði, sko, ef almenningur kýs á móti frjálshyggju á þá að hlýða vilja almennings. Ég held að Milton Friedman hafi verið andvígur því. Þannig að þessi þarna þótt að þetta sé tvennt ólíkt, til dæmis ég held að það sé ekki nokkur þátt að bendla nýfrjálshyggjuna við kynþáttahattur eða svo við, það er hreinlega hægri stefna, en þessar tvær hreyfingar sem eru sennilega ólíka, hagsmunir þeirra fara saman, geta farið saman. Það er eiga líka svona samleið í sögunni að niðurbrot samfélagsins á tímum nýfrjálshyggjunnar býr til jarðveg fyrir vöxt nýja hægrisins. Og þegar að þú stað er komin upp að nýfrjálshyggjan er ósenjanleg í kosningum, að þá munu þeir sem hafa halda henni áfram velja sér flokka nýja hægrisins til þess að geta haldið sér stefnu áfram. Það er alveg rétt. En forsendana til þess að þetta gangi upp er náttúrulega að vinstrið sé eiginlega vankað, sofandi eða dautt á meðan á öllu þessu gengur yfir. Já, og það má alltaf búa til einhverja grílur, sko, og grílan núna er gyðingahatur og svo náttúrulega þá gamla gríla þeir myndu leggja atvinnulífið í rúst. Frjálshyggjan það virðist vera haldið fram að frjálshyggja sé algildi sannleikur, sko, og þá var leið og vinstri menn fara að stað með einhverja vinstri stefnu, að þá farið að rifja upp Sovjetríkin og svoleiðis, sko, og Norður-Kóreu, að þá verður ástandið eins og í Norður-Kóreu eða Sovjetríkin á sínum tíma.
Þannig að grílu orðræðan er mjög, það er grílu orðræðan sem að ræður ríkjum dálítið. Já. Og vinstri menn kannski hafa ekki náð að annarkvort að tilenga sér þessa grílu orðræðu eða fallið í sömu gryfju eða hvað. Þeir taka undir þetta, þeir taka undir að stuðningu við Palestínu sé gyðingahattur, það eru kratarnir sem gera það og þetta er svona út allan heim að það er kratarnir styðja yfirleitt grílu myndun hægrisins, skilgreina sósíalisman, að samfélagum standi stórkostlega ógn af sósíalisman og fleira sem er ákveðið vandamál. En heyrðu Einar, hérna fáum að heyra í þér hérna þegar þið búið að kjósa og svo náttúrulega kemur einhvern tímann til Íslands og það verður gaman að fá þig hérna við rauðaborðið og búa til svolítið sirpu nýfrjálshyggjuna. En ég verð nú ekki í París fyrst á sunnudag komandi, nýja næstu dag, ég kem ekki fyrir í bæinn aftur fyrir sent í næstu viku, þá getur haft samband við mig, þá verður kannski bara eitthvað að skýrast, en svo kem ég til landsins vantarlega sent í ágúst og verður náttúrulega smá tíma þá. Já, við erum reyna að búa til smá sirpu nýfrjálshyggjuna sem að þú ert nú sérfræðingur í. Kannski. Já, við skulum sjá til það. Það verður gaman að, taka. Við vonandi fer þetta ekki allt og illa á sunnudaginn? Við skulum vona það og ég nú frekar, trúi því nú frekar að Marine Le Pen nái ekki hreinu með þetta. En hvað þá tekur við, það veit enginn því þá landið raunverulega óstjórnhæft. Kæra þakkir. Oddný segir að þú sett góðu spámaður, þannig að við bara gerum ráð fyrir þetta gangi eftir. En takk fyrir, við ætlum að setja hérna eitthvað áfram og fara yfir í næsta lið á þessari sumarútgáfu af Rauðaborðinu. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, við höfum svolítið verið að fjalla ríkisútvarpið hérna við Rauðaborðið að undanförnu og gerum kannski enn meira að því. Og við ætlum alltaf áfram núna í kvöld og hingað komin Ragnheiður Gyða Jónsdóttir. Kvöldu ekki, eða ekki? Jú. Það er það ekki alltaf að fylgja svo fólk tengi? Já, jú, og svo heiti ég líka Ammaki. Já, svona síðar ára. Já. Herðu, þú ert ekki, þú ert starfar í ríkisútvarpinu, þú ert alveg upp í ríkisútvarpinu. Ég fæddist í ríkisútvarpinu. Þú fæddist í ríkisútvarpinu. Ég fæddist í húsnæði sem ríkisútvarpið hafði á leigu á Klapparstíg 26. Þar voru leiklistadeild og fréttastofa og íbúðir sem að á efri hæð, þar sem að starfsmenn sem voru að bíða eftir nýjum íbúðum eða reisa sér hús, fengu inni og þar fæddist ég, heimafæðingu. Þetta er svona hótel eða gistihús í dag á hótelinu á Klapparstíg Hverfisgötu. Það sem að einu sinni var bíóbarinn á neðstu hæðinni. Akkúrat. Mikill bar á sínum tíma. Ó já. Þannig að ríkisútvarpið er fyrir þig kannski eitthvað annað en við. Já, sem að var bæði kostur og líka galli. Ég var sem sagt, pabbi minn var ekki bara þulur, hann var líka fulltrúi á tónlistardeild og fulltrúi á leiklistardeild. Þannig að ég var snemma barnið í leikritum, uppteknum leikritum og ég man eftir því, þá vorum við komin á skólagötuna að ég var að leika litla stelpu, ég man ekki hvaða leikriti það var og mikrofónin hann hékk neðan úr loftinu. En ég var svo lítil að Helga Valdísdóttir, leikona, þurfti að halda á mér svo að röddin kæmist inn á bandir og en ég hafði áður komist í blöð vegna hljóða úr mér. Ég fékk ofta að fara með pappa þegar hann var að lesa fréttir, bæði í hádeginu og stundum á kvöldin. Varstu ekki alltaf stillt? Ég var fyrir slísi
Og meðan að hann var að lesa, þá voru fréttamennirnir þar, Tulli Smith og Hansi Ottós, fóstur mínar, sáu mig. Og léku við mig, gerðu pappirsflugvélar og sögðu mig sögur og svo framvegis. En einu sinni, þá varð ég fyrir slysi. Ég hljóp inn á klósett en náði ekki að opna. Og þá hljóp ég grátandi og gólandi upp að fréttastúdíónu og einangrunin var þá ekki betri en svo að gólin heyrðust í útsendingunni. Og Jökull Jakobsson, hann var blaðamaður á Tímanum þá og hann skrifaði útburðarvælir á nýju fréttastofunni. Og pabbi svaraði honum, sagði vissulega hefði þetta verið vol og væl og útskýrði hvað hefði komið fyrir mig. Ég hefði sem sagt pissað í buxurnar sem fyrir stúlku sem var hætt með blei var ákaflega mikil skam. Og hann útskýrði þetta fyrir mér og sagði þetta vissulega hafi verið væl og vol en þetta hefði verið dótturna sem hefði orðið fyrir slysi. Nokkrum dögum seinna kom Jökull og ljósmyndari frá Tímanum og færði mér dúkku og Jökull baðst afsökunar. Og þar með var það mál búið. En svo sem sagt var ég var bara húsgagangur og ég þegar ég komst í eða sem sagt byrjaði í skóla í miðbæjarskólanum að þá gat ég keypt vináttu stóru stelpnanna í eldri bekkjum með því að segjast þurfa að fara niður í útvarp að hitta pappa og taka það með af því að það langað svo mikið að sjá raddirnar. Ég græti töluvert á því. Það svona það markaðsynniðasta sem ég hef gert ævina. Og þetta svona, þegar þú ert í miðbæjarskólanum, þá hvað sjónvarpið ekki komið. Þetta þegar útvarpið eiginlega... Já, ég sem sagt fædd 57. Það rétt sleppur hann. Það rétt sjónvarpið að koma. Já. Að því verðum að fjalla svona útvarpið og hver tilgangur með því og hvernig það stendur sig í dag. Hvað þetta útvarpi á þessum tíma? Hvað var þetta? Var þetta verið að boða út bara stefnu stjórnvalda og segja fréttir? Skilningurinn á ríkisútvarp var svolítið mismunandi. Til voru þeir sem töldu þetta merkja útvarp ríkisins og þá túlkaði alveg í það að vera útvarp ríkisstjórnarinnar og stjórnmálanna. Og ekki bara hér, heldur víða annars staðar. Já, víða annars staðar. Þetta var vandi að vita hvaða fyrirbrigði þetta var. En pabbi hélt því alltaf fram að þetta væri ekki alls ekki, ég er bara alveg fyrir það, þetta væri ekki svoleiðis. Þetta væri útvarp þjóðarinnar. Og þannig ætti það að vera. Og svo fór ég, sem sagt, eftir því sem ég... Pabbiðinn var bara þulur og fulltrúi, en hann réði ekki hvað útvarpið var. Já, og ég man eftir... Var útvarpið eitthvað annað en hann vildi, eða? Já, sko, manst eftir að, að Megas hefur rifjað upp að Jón Múli hafi ekki viljað spila fyrstu plötuna, Millilendingu. En það var ákvörðun annarra. Og pabbi var ekki meira á móti Megas en það að Megas hafði sendt honum plötuna.
úr því að það mátti ekki spila niður í Ríkisútvarpinu, þá færði hann okkur systurmannagjöf. Það er alltaf óhætt að við sem sagt hlýddum á hans kúnst. En Megas fór ekki út á öldur ljósvaka, sem þú sagðir. Nei, ekki frekar, þú veist, þetta var svo plain þannig, það var ekkert verið að skoða mikið, sko, býtu, er þetta ekki fínt? Og ég man líka eftir því þegar umræða pappa kom upp í útvarpsráði að þá vildu menn margir meina honum að lesa fréttir af því að hann var náttúrulega yfirlýstur sósíalisti ef ekki kommunisti og stalinisti en það var náttúrulega þingaskur þjóðskur. Þannig að fréttirnar þegar hann las þær það fengu aðra merkingu. Já, sérstaklega fyrir þá sem þekkt hann, þeir vissu hvað línan var. Sko, það lærði maður. Það var nú leikur, ég man að þegar ég var bara barn, það var svona leikur á því að lesa í tón Jóns Múla. Já. Þú veist, það var 1. maí eða var að kynna eitthvað sem að maður hafði grunum að honum var ekki vel við og þetta var svona kremlológi að lesa í tónin. Já. Og líka hvernig hann lesi tónin og músíki sem hann valdi á eftir eða undan dagskrárliðum. Þóttu verið að gríðarleg merking, þrungi merkingu. Já, þetta var óþægt að gekk yfir fleiri. Ég meina, það var ekki sama hvað var að spila þegar Keflavíkurgöngur voru í gangi. Þá voru menn ásakaðir að ít undir göngu. Já, Hermanns andstæðinga. Þú veist, þetta var svona. En ég meina, hvernig er þetta núna? Ég veit ekki, en þetta kannski vegna þess að ég spurði þetta með hvað á Ríkisútvarpi vera og það vera fulltrúi ríkisins sem þá ríkisvaldsins. Því að hann Adam Curtis sem gerir heimildamyndir fyrir BBC, eða gerði allavega, hann orðaði þetta einhvern tíma svona að þegar BBC var búið til að þá var þetta Ríkisútvarp og fólk mata sem svo að það ætti þá að básúna út stefnu stjórnvalda sem að þjóðin kaus í kosningum. Og ekki bara básúna, heldur styðja. Styðja, alveg bara einarlega. En síðan kemur 68 eða það tímabil og þá verður svona lýðræðisbylting bara í alls konar, í háskólunum og hver á að stjórna og stýra og það verður í fjölmiðlunum út í heimi, fyrst og fremst, að þá verður það metið svo að nei, við höfum ekki að básúna stefnu stjórnvalda, heldur eigum við að segja frá þjóðinni, hennar afstöðu og þá er svona hugmyndin að þetta búa til sko rödd fyrir allan almenning. Sem getur verið í mótvægi við rödd stjórnvalda. Já, þetta var mjög hægt að koma hingað. Mjög hægt. Og það tók langan tíma að koma því inn hjá dagskrárgerðar mönnum og hvort sem þeir voru fastráðnir eða lausráðnir að hlutverk útvarpsins það væri þjóðarútvarp og því bæri að upplýsa, skemmta og með tímanum að tala ekki bara beint út sem sagt það sem að stóð í bókum eða blöðum eða hvað sem heldur prófa að skekkja myndirnar aðeins. Svo sem væri hægt að komast svolítið öðruvísi að því. Og það er nú oft sem að fjölmiðlum fjallar þetta, sko, þú má ekki vera of þú þetta skemma að hafa einhvern titring í þessu. Það verður að hafa titring í því og það verður að og bara alls konar svona smáatriði, sko, hvernig ætlar að nota tónlist með? Ætlar að nota hana upp á móti dagskrárgerðinni eða með henni eða bara svona smá punt og ekki á mikið á henni og svo var það annað, ég náttúrulega alin upp af þul því að foreldrar okkar skildu og
og löngu seinna giftist eða kvæntist pabbi Ragnheiði Ástu, samstarfskonu sinni og þulir skilgreindu sér þannig að þeir ættu ekki að tala í persónufornum. Þetta er ekki ég sem er að tala í útvarpið. Það er ekki ég sem er að tala í útvarpið. Þetta er ég í hlutverki sem mér er falið. Já. Þetta er ég kalli þetta svona sannlega segi yður. Já, nokkulega. En þeir væru ekki... Tekur á sig guðlega stöðu. Svona nokkurn megin, en þeir væru ekki, og ekki ávarpa hlustendur þú eða svoleiðis. Og þetta var mér mjög erfitt, mjög lengi, því að þannig að ég alist upp þetta. Og að þú ættir að mæta sem bara aggi í þáttinn, en ekki í einhverju hlutverki. Nei, og ég mætti ekki vera ég persónan ég. Nei. Ég væri bara að segja sögur. Já. Við erum svolítið að velta þessu fyrir okkur hérna við Rauðaborðið, að hver er ég sem er að spyrja. Og stundum er ég í svona jakka sem er með merki Sósíalistaflokksins og það er bara þannig að ég get ekki farið úr persónu minni og ég þessi hugmynd að fjölmiðlarnir ættu að mæta fólki í þessari svona predikunarstónum en að sannlega segi yður eins og að við séum í einhverju hlutverki umboðin að vera með sannleika sem er upphafin upp úr mannfélaginu að við erum í svolítið bara í andstöðu við það það sé hægt yfir höfuð. Í þess vegna er svo mikill fengur að sálstöðinni. Já, en útvarpið í þessu bara sér fyrir það Boga, hann er akkurat í þessu hlutverki þegar hann segja fréttirnar. Já. Hann er að reyna að segja það fréttirnar og sannfæraðu að þetta er staðan í Úkraínustríðinu. Já. Eins og það sé ekki óljóst. Já, bara hræðilega flókið og eins og opna langar sögu. Eins og Gaza og sjáðu Súdan núna. Eins og sé verið að reyna að setja upp á fólk ykkur að vissu þetta sé allt í lagi. Enganlega í þessum efnum. Já. Og bara hættulegu efnum. Og svo sögu mannkyns yfirleitt er svo nauðsynlegt að skekkja myndina. Pínu lítið. Svo að þú sagðir einhvern tímann að eða skrifaðir, ég manna ekki, að öll endum við í þjóðlegum fróðleik. Var ekki rétt? Já, mennar svona sem áhuga sem áhuga efni og, já, ég held að sé okkar þráður svona íslenskur, þetta er sömuleyti svona þjóðhyggjulega afstæða sko. Þú sér það með höfundan okkar að þeir neyjast oft í þetta Einararnir og þú sér þetta bara og ég meina Thor Vilhjálmsson sjálfur úr fullkomnum módernisma og endar í þjóðlegum fróðleik en svo svo fór ég meira svona yfir í svona sagnfræðilega hluti. Ég er ekki sagnfræðingur og er því alltaf voða fegin af því að þá var svo auðvelt að skekkja myndina. Koma með aðra sýn eða ólíkari sýn eða frá öðru sjónarhorni en það sem stóð í bókum. Að hugsa dálítið sjálfur og tengja dálítið sjálfur og bara á mannamáli. Og valdur þá sögulegt efni vegna þess að það var svona öruggara svæði frekar heldur en samtíminn. Sko. Að þú gast svona leikið eru búið til ólíkari sýn á söguna heldur en að væri ómikið svona vesinn að gera það samtíman inn í ríkisútvarpinu. Því það stutt í að fólk hringi og kvarti bara yfir að það sé farið af línunni. Ég glemdi að segja þér, ég var líka símastúlka. Og hlustar á Ég hlustaði á fólk sem hringdi og svaraði í síman alltaf og svaraði fyrir og svo hlustaði einhverjum á kvöldvöktum, þá hringdi oft fullorðið fólk og svona kvartaði yfir einhverju sem að betur mætti fara. En svo kom bara í ljós. Þetta fólk var einmann, vildi bara tala við einhvern. Tala við ríkisútvarpið. Já. Og ríkisútvarpið var félagið þeirra. Já. Sem að sumuritið að það er sem að útvarp gerir betur en allir fjölmiðlar, held ég, miklu betur en sjónvarpið. Að verða svona eins og eitthvað svona félagi. Já. Þú hlustar og
Já, þetta bara persónulegt samband. Já, þess vegna vildu vinkonum þín að koma og sjá Jón Múla, sjá röddina. Því það var nú aðalega, sko, þær hafði nú séð hann bara í blöðum, en það var til dæmis, Jóhannes Arason, sem þær hafði ekki séð, og líka bara fólki sem vann það. Herðu, en það sem að mér langar til að gera með því að tala við fólk Ríkisútvarpið er að skilja svona átökin í kringu það. Og við nefndum hann eina svona línu sem það á Ríkisútvarpið að vera rödd stjórnvalda eða rödd almennings og hvernig getur Ríkisútvarpið þá skilgreint rödd almennings og þá komum við með það að sé bara einhver möguleiki með tækni fjölmiðlunar að gera það. Það bara, ef þú passar það upp á það og góðri ritstjórn, þá getur þú búið til eitthvað vettvang sem að sækist eftir því að ná inn röddum almennings inn í frásögnina, eða ekki? Jú, bæði röddum almennings og þar sko segulbandasafn útvarpsins dásemd, langt aftur í tíma, eða sem sagt. En í þessu felst sem að kemur líklega erlendis frá, svona hugmyndin svona frjálsa fjölmiðlun, þegar DFF stofnað þá heitir það frjáls fjölmiðlun. Og þá það verið að rífa sig frá flokksblöðunum var þetta hort svolítið til og síðan var ríki náttúrulega hluti að valdi í flokkana þannig að fjölmiðlarnir reyna að búa til svona sjálfstæða mynd en að þú ert að tala að með þulina hvernig þið tala og í hvað hlutverki og þá það líka sem að hefur verið með Ríkisútvarpið ef við bara gleymum ríkinu að Ríkisútvarpið eigi að gæta íslenska menningar og íslensk menning sé eitthvað tiltekið og að vernda íslenska menningu. Þannig að íslensk menning sé eitthvað ákveðið og eitthvað tiltekið og Ríkisútvarpið eigi að hafa þar. Annað ógn við menninguna og þar kemur að plötunni hans Megasel. Hún var skilgreind ekki út frá ríkisvaldinu, heldur út frá einhverju hugmyndum íslenska menningu sem ógn við menninguna og við mættum ekki spila hana. Og þetta líka þráður sem hefur elt Ríkisútvarpið alla tíð. Þegar að þjóðarþel var í smíðum það var siður á kvöldin að lesa Íslendingasögur þegar þjóðarþel var í smíðum þá ákváðum við Anna Margrét Sigurðardóttir og Margrét Oddsdóttir og ég að þetta ætti að vera smá öðruvísi það ætti bara að lesa svona í 15 mínútur úr hverju sögu og svo myndum við Anna Margrét fara á stúfana og ræða við fræðimenn og áhugamenn efni sagnana eða atburði eða fá útskýringar en ekki fræðilegar sem sagt, fræðilegar en það að vera svona á mannamáli. Við þyrftum að taka Íslendingasögurnar neðan úr hillunum og lesa þær. Og skilja þær aðeins, eða skilja þær meira eða betur. Og þetta gekk ljómandi vel. Og var lengi, var þetta ekki aftast í Víðsjá svona á 10. áratum? Jú, það endaði þar. Og svo þegar Víðsjá var breytt og fekk lengri tíma að þá var hluta þessu inn í henni og þá var farið að lesa líka sko Laxness og fleira og svo var hann styttur aftur tíminn og þá bara slaufuðum við þjóðarþeli. Þetta var svona hluti af svona vilja Ríkisútvarpsins að vera svona menntastofnun. Já, ekki bara svona graf alvarleg og... Nei, ég man alveg eftir þessu, þetta var mjög áhugavert, það var lesnir upp kaplar eða svona bókin var lesin hægt og bítandi í gegnum þettina. Ég síðan kom ólíkt fólk og ræddi það frá ólíku sjónarmiði. Já. Og fyrir nú utan að að baki okkar tóku fræðimenn þátt í að hjálpuðu okkur við að finna fleti
bent okkur á. Já, þannig verður þetta oft, eins og stefnum út eitthvað, það verður margir að taka þátt í. Nei, þetta var svona hluti og það hérna, eitt að lesa bók, en svo annað að fjalla hana og svo þriðja svolítið að segja okkur frá því af hverju bókin áhugaverð. Það gleymist stundum. Það ekki nóg að stilla bara upp. Svolítið líka verið að velta þessu fyrir okkur að stundum þarf að segja af hverju. Já, vekja athygli á af hverju hún þykir svona. Af hverju eitthvað merkilegt. En ég vil líka taka fram, sko, það að ég fer úr, ég var dagskrárfulltrúi, búin að vera, og svo ákveð ég, náttúrulega, ég var búin að læra fullt, sko, ég var búin að læra því mikið af Ævari Kjartansinni, ég lærði, svo kom Stefán Jón, sko, eins og svona stormsveipur úr náminu, og maður lærði maður lærði töluvert á honum líka og við vorum senda alls konar námskeið og það var kallað í erlenda útvarpspródúsenta að halda á námskeið með okkur og svo fer ég til Frakklands þegar það rennur upp fyrir mér í ljós að mér vantar svolítið fræðin. Svo ég fer, trú mínum uppruna, í nám í hugvísindum og samskiptafræðum við Parísar háskóla númer 10 í Nanterre og fer í sömu deild og Rauðidanni hafði verið í. Trú upprunanum, sko. Þar var gaman að vera og margt og merkilegt lært en smá saman það var aðalega, það er svolítið hlægilegt að segja þetta ég var einu svona lengsti próf í tölfræði á öllum hlutum í Bóborg og sem sagt Pompidou-safninu almenningsbókasafninu þar og var að leita svona skýringarritum og bókum og álpaðist inn í sakfræðideildina. Og þar komst ég í feitt og ýtti bara tölfræðinni til hliðar og fór að gera þætti ýmislegt sakfræðilegt. Ég gerði þætti Clovis kóng sem að og Klóti til drottningu hugsanlega ferð Kára frá Normandíströnd til Rómar hvaða leið hann hefði hugsanlega farið og þú þekkir það nú hvernig þetta voru svona þess að sólarlandaferði nútímans menn gistu í klaustrum og kynntust öðrum og hittu ýmislegt fyrir á leiðinni og mér var það ljóst og læknuðust á leiðinni fundu núið bæði núið og sig eða losnuðu við sig eða gáttu laga sig til en og það var mér ljóst og þetta var svo hlægilegt sko ég var að leita bók og þetta var páskaleitið og það skein sól í gegnum glerið á Bóborg og skein svona beint í augun á mér og þá allt í einu fattaði já ég er ekki bara ég er samsam af öllu því sem kom á undan mér ég er þar af leiðandi hluti af keðju mannkynsins og það ekki vitrun þetta var eins konar veturinn og ég einhvern veginn svona af því ég á mjög erfitt sko ég ólst upp í Þingholtunum þegar að pappa og mamma fengu íbúð þar og þegar ég var 6 ára þá byrjaði vinkona mín sem var ári eldri í miðbæjarskólanum
og ég vildi fara í miðbæskólann eins og hún. En skólastjórinn réð pappa og mamma frá því að setja mig svona á undan í hérna undan öðrum og ég brjálaðist náttúrulega og úr varð að ég var send í aðventistarskólann í Ingólfsstræti og hérna þar var nú aldeilis kristnin tekin inn sko en mér reyndist alltaf svo erfitt að trúa. Ég hafði svo gaman að þessu, ég hafði sko, mér fannst dæmisögurnar dásamlegar, ég lá í þessu, safnaði biblíumyndum, svo að Betaníana rétt hjá, þar var ég í kórnum, hjálpræðiserinn, KFK og M. Allt gott og spennandi og gott fyrir annað fólk en bara kom ekki til þín. Þó ég dáðist af hérna persónu Krists þá gat ég ekki trúa þessu en þegar þessi upplifun kom og svo önnur í Luxor í Egyptalandi að ég væri líka löngu seinna að ég væri líka hluti af öllu því sem þar hefði gerst hvort sem það var pólitíka eða trúmál eða nefndu það væri þetta geymt í mér. Ég náttúrulega las þetta í djöfulmóð. Og þess vegna get ég kallað þetta vitrun, vissulega, því að þá sættist ég við að geta dáðst að þessu, fundið einhvern svona djúpan sannleika í því, þótt ég drír ekki. Á upprisu Holtsins og eilíft líf og safnuðinn og þjóðkirkjuna og nefndu það. Svo samt tilheyrir þessu öllu? Ég tilheyrir þessu öllu og ég afrakstur þess. Allt sem hefur áður verið og hvað stendur í predikarum? Og ég meina þetta í bakbókunum okkar, við vitum mismikið það. Svo það líka sem að tengist að því að orðið þetta svona og útvarpið svolítið sérstakur miðill, því að stundum hann svona persónulegri heldur en til dæmis sjónvarp og svona. Þessum sjónvarp meira að minna að sína okkur en í útvarpið þá höfum við bara þessa rödd og einhver leiti þá hérna að því að einhver leiti mannfélagi þannig að þú getur farið hérna í gegnum ævina og reynt að skilja heiminn og stöðu þín í heiminum og þú ert bara sjálfstæð vitund. Svo ég bara í sama verkefni annar staðar og ég líka sjálfstæð vitund og okkar sýn á heiminn getur skarast og verið einhvern veginn lík en hún einstök. Við erum einstakar einstaklingar. Við erum sjálfstæðar veraldir hvert fyrir sig. Og svo erum við stundum að reyna að búa til á milli okkar eitthvað svona sameiginlegan skilning og eitthvað svona sameiginlega vissu. Mætast einhvers staðar. Eða búa til eitthvað víravirki sem eiga ná utanum. Okkur bæði eða okkur öll. Eða stundum verður á þessum upphafinn raunveruleiki og missir þessi tengsl við einstaklingana. Og að sumuleyti eru fjölmiðlarnir að fást við að básúna einhvern veginn þess að við vorum að tala áðan, hann að sannlega segja yður, svona veruleika sem æðri okkur eða yfir okkur. Sem ósnertanlegur. Ósnertanlegur. Að sumuleyti glíma fjölmiðlana í jafnvægi á milli þessa og með þess að stundum eins og útvarpið sig nærði að vera að það virkar ekkert í útvarpi nema það sé einhvern veginn sagt út úr persónunni. Og sjálfur sér getur sagt að svona pistla og fleiri skrif og svona, en það svona auðveldar að hanga hérna í víravirkinu í hérna í texta. Það er eitthvað við útvarpi sem að kallar á að sá sem sé að tala, að maður upplifi að þetta sé eitthvað svona sem að tala við mig. Það ekki? Já, það eitt uppleggið. Ímyndaðu þér að þú sér að tala við eina mannesku sem þykir svolítið væntum og talaðu bara við hana. Til þess að það hjálpar manni að mynda þannig kontakt. En ég sagði á þann að vera svona útvarpskrakkir, þetta væri bara bæði kostur
er líka galli. Gallin er sá að ég alveg upp og allt það og þetta rennur mér í mörg og bein. En svo fer ég að vinna þarna og fyrst með skólanum á sumrin og eftir að hafa verið alin upp að þessu fólki meira og minna og þetta verður lífstíl sem þróast áfram með tímanum og persónu upplifun mín er svo að útvarpsmennskan hafi orðið of stór hluti af þér? Af mér. Ég gat aldrei greint almennlega á milli mín og útvarpsins. En ég meina á þetta ekki við svo margt, ég meina það fólk sem yrkir, sem getur ekki greint sundur sína upplifun á heiminum og skáldskapinn og smátt á byrjaru að allt sem þú sérð og heyrir þá þetta meta það út frá sjónarhólið þess hvort þú notir það í ljóð eða eitthvað og þannig eru fjölmiðlamenn að mörgu leyti ég meina það er stór hættulegt að hitta mig út á götu ég fyrir strax að meta hvort ég geti fengið viðkomandi við þú veist, stundum er fólk ekki að hitta mig heldur er bara að hitta mann sem er bara að reyna að breyta öllu í lífinu yfir í eitthvað fjölmiðlarni Já, en þetta gerði mér lífið svolítið erfitt Þannig að Ríkisútvarpið gaf þér ýmislegt. Gaf mér fullt. En það var líka bölvubyrði. Já. Það var líka bölvubyrði. Já, og líka mér að kenna því ég gat aldrei greint þetta almennilega í sundur. Og gasta ekki að því að þú varst lokkuð þarna inn sem barn. Ég bara átti ekki að kosta. Þú kynntist í áður en að þú hafst komið með svona persónulega dómgrind að geta setta í einhverja tildina hillu í saman. Algjörlega. En þess vegna fannst mér ég að verða að hætta. Og til að geta orðið sjálfstæðmanneskja. Já, til að geta losna við þetta, til að geta greint þetta. En það að vera með daglegar dagskrár, ég þarf ekki að segja þetta. Nei. Þetta er töluvert álag. Og þegar það illa gengur, stundum er þetta leikur. Já, stundum er þetta leikur, en stundum er þetta ósvöldið kast. Já, ef það hyggstara þá er það... En það þýðir að maður var alltaf á tánum. Í árásarmót. Og sko ekki á neittni sjálfstýringu, heldur bara. Sem þið gerir ekki gott. Nei, og mér gengur svo illa að losna við það. Og nú er ég bara orðin virðulegur eldri borgari. Og ég á fullt í fangi. Með stressið. Og ég var að gera þetta núna og ég var að klára þetta. Meinar þetta deadline, að lifandi deadline hafi farið illa með taugakerfið? Í mínu tilfelli, já. En það er náttúrulega eitthvað fallegt eins og stundum við deadlineið. Það getur orðið svo powerful, að þegar það kemur... Svo bara koma bara hugsanir. Maður er að kapna í hugmyndum. Já, þess vegna held ég að fólk sækir svolítið eftir því að vera... Þetta er náttúrulega fík. En svo náttúrulega þegar maður eldist, að þá ámaður, ég held að eigi við alla, að þeir eigi erfiðra með að þola þetta álag sem að kemur. Já. Það er slítandi. Já, og í svona síðuðu samfélagi, að þá væri fólk á okkar aldri, við varum komið með svona vikulegan pistil einhvers staðar. Það sem við þyrftum ekki að lifa undir þessu, en það væri hægt að nota einhverja reynslun okkar og þekkinguna og sýnina sem að hægt og bítandi byggist upp. En það er aldrei verið hérna á Íslandi, Það er bara, fólk er bara notað og svo bara spýtir velinni út, Ja. En ég hef prófað þetta líka, að vera bara með vikulega pistla og þá fer ég þetta far. Já, var það vont? Það er eins og það gefur mér, þá fyrst fer hugmyndaflugið á stað, Ja, það getur svo gaman að vera með eins og vikulegan pistil. Einhvern veginn skrifa, ég held ég að verið bara í 3 eða 4 ár, leiðar á hverjum einasta degi. Og hljómar eins og það sé bara, vá, hvernig það hægt. Málið það að það bara opnast heilastöð sem er leiðari
og það bara sogast allt sem hún sérð og heyrir og það bara raðast þar inni. Já, þetta er eins og púsluspil. Já, svo sestu á þess að hafa nokkuð tímann hugsað það raunverulega og skrifar út löðra. Og svo annað líka í þessu og það er í sambandi við sagnfræðina. Sem sagt, áhuga menn á sögu, manns og heims. Sko, þróunin er svo óbásleg í hvað ég má segja, fornleifafræðum, erfðafræðum. Það stendur ekki steini við steini. Þess vegna ennþá meiri ástæða til að gefa sér svolítið frjálsum taum í að skekkja myndina, að spyrja spurninga. Og mætti vera, þegar við erum að tala um ríkisútvarpið, mætti vera áhersla þar inni að koma til með okkar svona endurnýjun sögunar sem er eitt af því sem er hvað hættulegast í samfélaginu, hvað sagan hefur lítið endurnýjast og verið að láta okkur lifa inn í gamalli sögu. Við sjáum þetta bara í pólitík út allan heim, Make America Great Again og Make India Great Again og make bara hvað sem er Great Again, Russia Great Again og sem eru bara gamlar sögur sem eru að mæta, líklega vegna þess að okkur hefur bara ekki tekist að endurnýja söguna. Nákvæmlega og líka vegna þess að okkur ekki tekist að forðast mistök mannkynsins. Það er vist ekki hægt, Þú getur lært það. Það er einhver tekist að læra viðstökum annarra. En þú varst að tala við Sigurð Gylfa. Og ég meina persónusaga. Það var bara upplifun fyrir mér. Að sem sagt losna úr virjum ártala og konungsætta og Sesars og Alexanders mikla. Losna líka við þessa yfirsýn Guðs og fara bara inn í eina mannesku og skynja samfélagið og stöðu hennar út frá henni. Þetta var bara svo. Ég held að fyrir fjölmiðlamenn að svona ég veit ekki, kannski eru flestir kannski bara í módelinu. En ég held að allir sem hafa verið í þessu fæi sem við erum í átti sig á þessu. Því að það sumuleyti eru sögurnar, annars væri ekki verið að byggja frásögn af námuverkamönnum í Wales 1966 nema fólk hefði trúað því að með því að horfa á lífið út frá sjónarhóli þeirra að þá opnast einhver önnur. Já, allt önnur sýn. En hún er til. Ég veit það. En hún er bara vanrækt. Já. Og kannski með að ef við tökum að sjóðarútvarpið og að ríkisútvarpið að vernda íslenska menningu, að þá held ég að við förum kannski frá, segjum bara 1950, svona hugmyndum að það sé ykkur ein menning, yfir í það svona meira rót, en að sömuleyti þá finnst mér þrýstingurinn á því að það sé ykkur ein hugmyndum íslenska menningu sem að ríkisútvarpið eigi að vernda og verja okkur frá ykkur öðrum sé vaxandi, sem sést bara á hótunum kæru út af kynhlutlausum áli og öðru slíku, þrýstingurinn. Líka í sambandi við hvert er sjónarhótt ríkisútvarpsins, það hlýtur að vera stjórnvalda sem almenningur kýs, yfir í það það var að vera hleypa í gegnum sig ólíku sjónarmiðum almennings og vera svona degla og eitthvað svoleiðis, yfir í því og mann var þá mjög áberandi í COVID og sérstaklega í ríkissjónvarpinu, þar sem allt í einu verður bara ríkisútvarpið rödd stjórnvalda. Og bara sem skýla sér á bakvið þar. Já, og ein lína í öllum málum og ég var að hlusta útvarpið daginn og þá kom einu sinni, var sagt allsherjar innrás Rússa í Úkraínu og ég sagði, af hverju ætli ríkisútvarpið að segja allsherjar innrás? Það heitir bara innrás í svona venjulegu máli. Þá er þetta náttúrulega lína sem er gefin út frá NATO að viðbröðin við þessu að vera þannig að Rússland ætla að taka yfir alla Úkraínu sem er alveg umdæmilegt mál. Þannig að mér finnst það bara svona eitt dæmi það hvernig ríkisútvarpið tekur að sér að vera málpípa stjórnvalda. Það er ekkert sem að segja ríkisútvarpið að vera með skilgreiningu á því hvort það sé allsherjar innrás eða venjuleg innrás eða að markmiðin sé að taka austurhluta Úkraínu, við bara höfum ekki hugmynd það En af hverju ríkisútvarpið svona auðkeypt í það að taka einhverja tiltekna línu? Það sama má segja Gaza eða semst. Já. Þetta sem er alltaf einhver málpípa Ísraelsstjórna í öllum kvöldfréttum. Já, og líka, það málpípa, af hverju er ekki gerði þættir hvað er hann á bakvið? Af hverju er þetta svona? Hverjir komu fyrstir? Skiptir það einhverju máli? Við erum hægt að trúa
nefnir gæsalöppum á að við séum að keltnesku konungakíni og germanskum hetjum komin. Við segjum það og fíkum því, en við meinum það ekki. Við erum bara komin á alls konar. Þrælum og vinnufólki sem að... En það verður að útskýra fyrir fólki sko, hvað síónismi hvað þjóðernishyggja versus bara ættjarðarást. En það er ekki gert. Nei. Og ég hef verið að gagnrýna Ríkisútvarpið svona undanförnu, til dæmis svo þetta húsnæðismál. Ég tók eitthvað saman hvað leiði langur tími að tala við leigjenda. Og það var fyrsta viðtalið sem var við Guðmundur Hrafn Arngrímsson. Og þá fletti ég í gegnum RÚV.is og síðasta viðtalið hafði verið 4 árum áður við leigjenda í félagsbústofunum að því að kviknaði í íbúðinni í næsta nágrenni. Og þetta er á tímabili sko mestu húsnæðiskreppu í Reykjavík bara líklega var hún verri eftir stríðsárunum. Og ég hugsaði sko, hvað gerðist eiginlega? Af hverju er Ríkisútvarpið ekki að dekka þetta stórkostlugu samfélagsbreytingar sem eiga sér stað á leigumarkaði og líka það er bara séreignastefna sem að við ólumst upp að væri eitt af hornsteinum íslensks samfélags. Hún er löngu fallin og það vita eiginlega allir en það bara hefur ekki verið. Þannig að það er svona hlutverk Ríkisútvarpsins að fjalla mál sem eru mikilvæg í samfélaginu. Sannarlega. En það er bara forðastir eins og eða það er ekki gert. Eða hafa ekki bara þeir hafa náttúrulega útvarpsráð yfir sér sem segist ekki skipta sér að dagskrárgerð. Sé bara rekstrar sem er En þá er það bara útvarpsstjórinn sem er æðsti yfirmaður dagskrár og líklega það bara ringt í hann. Þú hans á símanum að það er ringt og það er skammast ef það farið yfir línuna. Já. En nú erum við að tala svona hvað Ríkisútvarpið gæti verið. Og það er hluti af því sem að fjölmiðill er. Það er annars vegar hvað hann er og hvað hann getur. Svo er það hvað hann vill og hvað hann ætla sér. Og stundum er ójafnvægi að getur verið út af efnahagslegum ástæðum, að fjölmiðill vill gera alveg stórkostlega hluti en hann bara ræður ekki við það eða það getur ýmsar ástæður fyrir því. En svona ef maður færi það hefur orðið breyting kannski frá því að þú fættist inn í Ríkisútvarpinu á því hvað Ríkisútvarpið vill vera. Mikil breyting. Kannski, ef mér datt í hug, kannski það sem við ættum helst að vera að ræða sko. Því að Ríkisútvarpið getur náttúrulega ekki orðið neitt sérstakt ef það veit ekki almennilega hvað það vill vera. Skilgreiðin sé ekki almennilega. Nei, þú verður aldrei neitt gott óvart sko. Nei. Fyrst þarf að koma draumurinn, eða ekki? Jú, og svo sá það stefna á honum og smíðan. En án draumsins, þá er það bara eitthvað, þá ertu bara að reyna að fá ekki of harkaleg símtöl. Já. Hann var alltaf góða. Það var alltaf góða. Sem getur orðið, sko... Það er náttúrulega bara banamein, sko. Já. Og við sjáum hvernig það er ekki annað en að lesa dagskrána sko, bara á netinu. Að þarna er pottur brotinn. Þú hættir fyrir 20 árum að þarna eru margir, sumuleitir dagskrá Rásar 1 að einhver leiti með sama ramman og var þar, eða ekki? Já. Þá var þetta komið þannig að morgunútvarpið, þáttur samfélagsmál, fyrirfréttir og annar eftir fréttir. Eitthvað svona stakir þættir og svo endurtekningar og svo víðsjá og svo er búið að kljúfa víðsjá í víðsjá og lestina. En annars er þessi rammi meir og minna saman. Já, þetta er gamli rammin bara. En það hefur ekki verið svona formleg endurnýjun. Þar á undan og sko morgunútvarp, sem sagt, ég var eins og kölluð, Margrét og Ævar kölluðu mig heim úr sumarfríi í Munanesi og þá var verið að smíða morgunútvarp, miðdegisútvarp og síðdegisútvarp. Og Ævar var með ég var með síðdegisútvarpið eða átt að vera með það og tók það að mér. Og þá var ég komin inn í sko mannaráðningar og launagreiðslur og
Þetta var ekki mín til, sko. Nei, það er eitthvað verið að gera þetta. Eitthvað verið að gera þetta, já. En þetta er byrjunin á þessari þróun sem þú ert að tala sko. Að búta svona niður og hérna. En það er ekki til neginn endanleg. Nei, áður var þetta svona rússibannað dagskrá. Já. Það sem að, heyrðu, nú erum við hægt að tala hérna bókmenntir og næst er harmoníkuþáttur. Og það, þú veist, bara, hlustandi var bara, í eins konar rússibanna. Já, það bara, þú veist, það var eiginlega enga líkur á því að ef þið líkaði efni sem var núna, þið myndi líka efni sem var næst. Og þá kemur eitthvað svona vilji til þess að hafa svona eitthvað tón í gegnum þetta sem að og ennþá. Það er svona eitthvað svona... En hinn er kannski skemmtilegri. Það er rússibannin. Það er meira frelsi að skjóta inn einhverju skengilegu. Já. Svo Ævar talaði það að þessi tilneying sem að þú ert með þessa mannlegu þætti og þú ert með morgunútvarpið og þú ert með síðdegisþættina í menninguna, að þá er þetta meira og minna fólk fær gest í stúdíu og spjallar. Þetta er ótrúlega efnið. Þetta er efnið sem að við ráðum við að búa til hér. Við ráðum ekki að hafa raunverulegan undirbúning, við ráðum ekki við að hafa eftirvinnslu. Þess vegna erum eða flókna dagskrárgerð. Við höfum ekki peningin í það, sko. Þetta er við með kannski bara 2% af öllum peningunum sem að ríkisútvarpið með, sko. Við talum ekki Morgunblaðið. Það er Morgunblaðið, þannig að við erum bara, við þurfum að byrja þar og kannski tekst okkur að vaksa þannig að við getum gert meira. En ríkisútvarpið finnst manni ætti að ráða við meira heldur þetta, því að þetta er umverulega, Sko, nútíminn er trunda. Útvarpið sem ég þekkti á uppvaxtarárum mínum var til húsa á Skúlagötunni. Það var á neðstu hæðinni var innheimtudeildin. Á 4. hæð var fréttastofan og auglýsingastofan og símstöðin. Á 5. hæð voru fjármálin og starfsmannahald og útvarpsstjóri og risastóra stúdíóið fyrir tónlistarupptökur og slíkt. Og á 7. hæðinni var leiklistastúdíóið og önnur stúdíó og þulastofa og magnarverðir sem þá hét. Nú heitir það útsendingastjórar. Og meira var það ekki. Það var aldrei talað peninga. Fólk kom inn af götunni og bauð útvarpsefni og dagskrárfulltrúar beindu þeim tilboðum áfram til dagskrárstjóra og svo kom að því að við fórum að leita eftir dagskrárgerð. Það er sem svo hugmyndum hinn á þessara dagskrárgerð og hvort þeir væri til í að taka hann að sér. Og svo bara breytist allt með. Áttu við með þessu að einu sinni var, kemur fólk og vill koma efni inn á dagskrána og þannig það er tengsl út í samfélagið. Síðan fer ríkisútvarpið að leita að þessu tengslum og fá fólk inn. En þú áttu þetta sé að lokast núna að eina leiðin er eiginlega það sem þú sé búið að koma sem viðmælandi í ykkur þátt. Mér finnst það, já. Og líka það að þetta einstefnu dæmi alltaf og náttúrulega kapitalismin og markaðshyggjan. Það sem allt þurfa að kosta og allt er mælt. Já, allt er mælt og allt er mælt í peningum. Stúdíótíminn kostar. Já, þess vegna þurfa dagskrárgerðirnar að vera alveg ógeðslega fljótir. Og ekki eyða þessum tíma í vitleysu. Sem er erfitt að höndla, því að stundum þarftu meiri tíma og stundu gengur þetta og stundu gengur þetta vel. Nákvæmlega. Stundu gengur þetta bara alls ekki. Og meinar að verður þá meiri svona verið að ýta á eftir þannig að þá er tilhneigingin oft svo að þá bara reynur að endurtaka sama þáttinn aftur og aftur, fylla upp í gott, slott þá svona
minnkar. Nefnum þú fáir tækifæri til að gera sko alls konari, þú veist, maður gerir stuttaþætti, kannski korter, klukkutíma þætti, í beinni útsendingu í 2 tíma. Sko ég, stundum, þá getur maður gert rosa mikið lengi, en maður verður alltaf að fá eitthvað svona tíma til þess að endurnýjast einhvern veginn, af því að þú veist sérstaklega þú komið með svona reynslu og svona, getur þú farið svolítið langt af svona gömlu stælum og svona. Já. En á endanum þá getur þetta þig upp, sko, að þú, þú hættir að sjá möguleika sem þú hefðir geta séð. Nákvæmlega og það er svo eyðandi. Já. Og maður verður að sportna svolítið mikið við þessu, sko. Sem ég á eins og viðurkenndi verið að stresselementið sko og að tippla alltaf á tánum. Það er svona, meðal annars þessu sem ég velt fyrir með þessu formi á dagskránni sko. Ég hef verið ritstjóri á blöðum og svona og þá var ég alltaf að fikta í forminu sko, þannig að yrði aldrei sko logn eða til þess að því okkur hættir oft til þess að bara vinna upp í sama aftur og aftur. Það heitir að vera alltaf í sömu sporum og hefja sig ekki upp úr. Þess vegna sniðut að hræra svolítið í þessu sko. Og að það sé ekki alltaf þarna klukkan 8:30 viðtal þetta málefni. Það sé alltaf viðtal við sama mannin einu sinni í viku á þriðjudögum klukkan 8 sama málefnið. Það er allt í lagi að styðja sig við það í kannski misseri en ekki í aldarfjórðung. Eða lengur. Eru hlustarar á sitt? Ertu með hann alltaf í gangi svona? Ég hlusta ekki eins mikið á hann og ég gerði. Áttu útvarp? Eða hlustar í tölvunni? Nei, ég á nefnilega ekki útvarp sko, ég hlusta bara í tölvunni. Nei, ég á útvarp. Ég hef allt í gangi. Í einu? Ekki í einu, nei. Ég lækka til dæmis þegar rauðaborðið er að dagskrá eða þið bræður og gestir ykkar þar. Og þá bara slekk ég sko á RÚV. En annars værirðu með RÚV alltaf í gangi svona? Já, þetta er bara uppbyrðisatriðis. Ég er svona líka sko. Þú veist, ég kveikja RÚV sko, annars að ég sé að leita en einu sko, það er bara notalegt að hafa þetta hann í gangi sko. Og svo kannski get ég verið með þetta í gangi í klukkutíma og ég var aldrei að hlusta. Nákvæmlega, þetta var bara þannig að rappa fyrir þig og spila fyrir þig. Þetta er svolítið sérstakur miðl. Kannski eru við bara síðasta kynslóð sem að notar útvarp svona. Ég veit ekki. Útvarp náttúrulega er að rísa upp aftur í gennum podcast og og þá, það sem er svo merkilegt við það, að þá til dæmis breytist lengdin, það sem hafði verið í línulegur dagskrá verið að þétta allt niður og ekkert mátti vera lengur en 12 mínútur og eitthvað svona. Svo kemur podcastið og þá allt í kemur í ljós að kannski var þetta bara eitthvað rugl. Þetta með Við Ragnheiður geða því miður, þá komumst ekki lengra með þetta mál vegna þess að við ætlum að skipta yfir í, þú veist, kannski var þetta bara allt saman rugl. Þessi rosalega tímapressa að við hefðum ekki tíma til þess að setja okkur inn í nokkur mál eða kannski var þetta bara... Og þetta er ennþá. Nú er tíminn liðinn og við verðum að hætta að finnast í silfrinu, það sem er að ræða og búið ákveð eitthvað fyrir þáttin að ræða ykkur 4 mál. Því miður komumst ekki lengra með orkumálin að því við ætlum að fara að ræða, en okkur maður ekki bara klára og ná okkur botn í umræðinu orkumálin. Þetta er það. Það er allt í skemum. Já. Kannski það er bara eitthvað svona... En kannski það er þess vegna líka sem að þið á samstöðinni eru að gera eða sækir á. Að þessi tegund er kannski bara þægilegri fyrir hlustnandan. Eða áhorfandan. Hér er bara verið að tala saman. Eins og var svo sem gert, sko, ég meina... Mætti getur kvöldgestum. Jú, það var til, en það fór eftir persónum. En útvarpið fór svona meira að sjá fyrir sér hlustandan sem að væri kannski í síðdegis umferðinni að skutlast með börnin. Það var einhvern veginn þannig sko hlustandi. Það getur verið að hafi bara skipst út hvernig þú sérð fyrir þér þann sem þú ert að tala við.
ef þú ert að tala við eitthvað sem má ekki vera að því að hlusta á þig. Það annað sem kom með podcastinu, af því að útvarpið og sjónvarpið er svona broadcast, það fer til allra. Og í grunninn til útvarpið og sjónvarpið að reyna að halda í sófanum litla barninu 5 ára og úlingnum og ömmunni og öllum að saman. Þannig að þú ert að reyna að búa til eitthvað dagskrá sem að öllum líkar, sem að eiginlega ómögulegt. Allir geta tekið þátt í. Sem eiginlega ómögulegt. Svo þegar podcastið kemur og enginn kemur inn í salin nema það sem eru áhuga efninu, að þá bæði lengist tími sem þú getur haft og hvernig þú talar hlutina og breytist. Og kannski þar bara ríkisútvarpið og útvarpið bara almennt að bara endurskoða sjálft sig eftir þessi áhrif sem að verða af, ég held að podcastið hafi haft gríðarlega áhrif. Já, það er kannski ekki, ég veit ekki, það er svo langt inn að koma á það, ég veit ekkert hvað menn að hugsa þar. Eða hvort þeir halda bara sinni línu. Og af hverju gera það? Af hverju taka ekki þátt í breytingunum? Akkur útvarpar ekki raunveruleikanum? Það náttúrulega eru útvarpsfólk sem að reyna það sumstaðar. Það má ekki gleyma að því að stundum maður að tala fjölmiðla, þá maður að tala svona fjölmiðlana. En mér hætti til, ég vil stundum aðgreina þetta. Fjölmiðlana geta verið reyna að selja fólki sátt við óbreytt ástand og allt þetta, en síðan blaðamennskan er oft einstakir fjölmiðlamenn sem að stundum er að reyna að ná einhverju fram inn í dómkirkjunum, stundum bara einhvers stað sjálfstætt úti á vettvangi. Og það er náttúrulega það sem er lifandi við fjölmiðlunum og blaðamennskuna, en kannski stofnanirnar og fleira geta verið aftrandi og skaðlegar og ég algengt að blaðamenn rugla þessu saman eins og þegar maður er að tala fjölmiðlana eins og maður sé að gagnrýna þá persónulega. Nei, ekki gagnrýna fjölmiðlana en þessi ósk sem við erum þá mest að kosti náum saman þarna að það gerist ekkert ef að fólk hugsar ekki. Ef að stjórnendur og starfsmenn er ekki meðvitaður hlutverk sitt og ég segi ekki skyldur en til hvað sér ætlast. Það verður að vera dagskrárstefna per se en ekki fangelsismúrar og rammar og einagrunarklefar. Ég er alveg samanlega þessu. Ef þú veit ekki bara linnulaust allan daginn að hugsa tilgangðinn, þá þetta eins og labba upp rúllustiga sem vill fara niður. Ef þú ert ekki linnulaust að labba upp, ná honum. Þá bara ferðu niður og þessi rúllustigi, hann nær alveg rosalega langt niður. Þannig ef þú gleymið þér í eitt misseri, þá ertu komin alveg. Þá ertu vondum málum. Því að þetta er svona sísköpun að halda fjölmiðlum á lífi. En stofnanir vilja það ekki. Kannski geta það ekki. Ég meina að þetta er eitt hlutabrif, hún í skúfu. Já, eiganda sem vill ekki eiga þetta. Já. Furðulegt. Herðu, Maggi, takk fyrir að koma hingað og spjalla þessu ríkisstörfið. Takk fyrir. Bæði setna til þess að fjalla þetta. Ég heyri þetta að þér hjartasmál og þú hafi verið 20 ára reyna að slíta þig frá þessu. Já, en þá var ég búin að, þú veist, þá er ég orðin, þá er ég búin að vera þarna í 40 ára, meira og minna. Og ekki sem dagsverkefnamaður eða vinnandi, bara alinn upp og það var allt vinir mínir og ég á barni í leikritunum og svo fór ég í miðbæskólan og þá var söngkennarinn með barnatíma í útvarpinu. Það kom ekkert pappa við. Og hann lét mig lesa sögur í barnatímanum. Sástu myndin að hvað hétum eftir? Þetta 1900. Barnið sem að fættist í skemmtifræðskipinu og móðurinn skildi eftir. Nei. Og síðan var alið upp í skipinu. Komst til manns í skipinu? Já, ég gat aldrei farið það því að það var ekki til, Til er ekki neinu þjóðuríki, þannig gat hvergi farið í höfn. Og ólst upp með kólamókorónum í vélarúminu og öllum stjettunum og lærið að spila á píanó. Og
og vann við það sem fullorðinn maður. Ég er ekki að segja að þú sért þannig að það liggur við. Já, það má svona draga ýmsar álektanir. Og velst ýmsa sali í ríkisútvarpsins. Já, sannarlega. Takk aftur. Takk fyrir mig. Já, þetta eru lokin á Rauða borðinu í kvöld. Ég þakka Aggi kærlega fyrir og öllu gestunum sem hafa hingað komið og Oddný Eir fyrir að aðstoða mig í kvöld og Pétri fyrir að taka upp og senda út, en ykkur fyrst og fremst sem hafi staldra hérna við og hlustað og breytt þessu spjalli okkar í fjölmiðlun. Ég ætla að minna ykkur á að samstöðin hefur byggst upp á góðri afspurn. Þannig ef að ykkur líkar eitthvað efni hérna, þá ætti endilega að segja vinum á vandamennu frá því og þá kíkir fólkið á efnið og þar með stækkar dreifikerfið okkar og við náum til fleiri. Þið getið bent á að það má finna efnið okkar á Facebook, á YouTube og öllum hlaðvarpssveitum, bæði undir nafni Samstöðurinnar og einstakra þátta. Við erum í útvarpinu á 89,1 á Stórhöfuðborgarsvæðinu, það má sækja þær útvarpssendingar líka á spilarann. Og spilarinn á netinu, spilar.is, en spilar líka app sem má hlaða niður í síman og þá getur hlustað á Samstöðun og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem að skipta við síman, þar erum við 5 á fjarstýringunni. Kannski munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá Samstöðunni 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunar, allan ársins hring, samfélagsumræði við þetta Rauða borð og í öðrum þáttum Samstöðunnar. Samstöðun hefur byggst upp á framlagi áhorfenda og áheyrenda. Áskrifenda. Það er 40.000 manns samkvæmt könnunum sem að horfa á þætti Samstöðurinnar einhvern tímann í vikunni. 1350 af þeim hafa kosið að gerast áskrifendur og eiginlega allt sem þið sjáið og heyri hér í boði þeirra. Ef þú vilt taka þátt í uppbyggingu Samstöðurinnar, að efla þennan umræðu vettvang og fjölmiðl, þá getur þú gerst áskrifandi. Kostar 2.500 krónur á mánuði. Þú ferð þá inn á samstöðun.is, það er hnappur sem ástendur áskrift og það getur skráðið. Þú mátt borga meira þú vilt og því sem kjósi getur látið áskriftina að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið, en það er alþýðufélagið sem á og rekur Samstöðuna. En þetta er búið hjá okkur í kvöld. Það verður ekki Rauða borðið á morgun. Við erum með svona losaragang yfir júlímánuð. Þetta er svona hálf sjónvarpslaus júlí. En ég ætla að vera hérna aftur á föstudaginn klukkan 16 í eftirmiddaginn. Þá ætlum við að hafa vikuskamt eins og vanalega. Þá koma hinga gestir og ræða fréttir vikunar. En þangað til segi ég bara góða nótt. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn